Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi í upphafi vetrar. Það margt í boði hérna í kvöld. Í lok þáttarins að þá fær Björn Þorláks góða gesti, Gunnar V. Andrésar ljósmyndari og Sigmundur Ernir Rúnarsson blaðamaður og núna þingmaður. Ætla að koma hingað en þeir voru að búa til saman bók sem snýst náttúrulega ljósmyndir Gunnars sem eru langan tíma sem hann var fréttaljósmyndar hér frá því snemma eða miðjan 7. áratuginn ef ég maður rétt og er bara tildulega nýhættur. Þeir ætla að ræða blaðamennskuna og svona íslenskt samfélag, hvernig það þróaðist á þessum langa tíma. Það verður gaman í þeirra spjalli. María Lilja fær hérna góða heimsókn, það er Gunnhildur Sveinsdóttir sem er sálfræðingur og aðgerðarsinni. Hún hefur hafið söfnun, hún er að búa til jólakjóla sem eru seldir til þess að styðja þurfandi fólk á Gaza. Það er að ræða þetta verkefni og náttúrulega tilefnið sem að þess valdandi að það verið að safna peningum fyrir fólk sem er í gríðarlegu vanda á Gaza. Það er búið að brjóta niður þar megnið af öllu húsnæði og fólk hefur við í tjöldum eða í rústum bygginga og það er að koma vetur. Það var vaxtaákvörðun í morgun eins og við svo sem spáðum hérna í gær þá var lækkað 0,25% sem var svona tákgrænt að sumu leyti. Að öðru leyti var það til þess að mæta hækkun á vöxtum sem að bankarnir höfðu lyft í gegn. Sigurður Hannesson sem er formaður Samtaka iðnaðarins sem hafa verið gert sig gildandi í umræðu kólnandi hagkerfi. Hann kemur hingað og ræðir við Björn Þorláks stöðuna í fyrirtækjanum og ræðir þar hvernig vextirnir eru að þrengja að fyrirtækjanum og allir ræði ekki líka ESB en eins og framkom í gær að þá setti ESB verndartolla á hluta af útflutningi Íslendinga til Evrópusambandsins eða Íslands fyrirtæki sem er staðsett á Íslandi er enda kínverskt fyrirtæki. 25% af framleiðslunni ber núna tolla. Magnea Marinusdóttir er stjórnmálafræðingur, hún ætlar að koma til mín og tala samþykkt öryggisráðsins varðandi Gaza sem var tillaga Bandaríkjanna gerð í samvinnu við Ísrael og fór þar í gegn með engu mótatkvæði. Kínverjar og Rússar sátu hjá, öll önnur ríki greiddu atkvæði með. Ég ætla að ræða við hana hvort það sé eitthvað vit í þessari tillögu, hvort að þetta sé raunverulegt plan að komist á skárra ástand á Gaza, hvort að það sé eitthvað í þessari tillögu sem bendir til þess að Ísrael sér muni drægja sig tilbaka eða hvort að forsetuna séu einfallega bara of óljósar og byggðar á einhverju óskhyggju eins og friðarplan Trump hefur alla tíð verið byggt upp á. Og talandi Trump-kallinn að þá verður núna miðvikudagur og þá hefur við Trump-tíman. Það er alltaf mjög skemmtilegt að fá hingað gesti að ræða Trump. Hann koma hingað Guðmundur Hálfdanarson sem er sagnfræðingur, Friðjón R. Friðjónsson sem er borgarfulltrúi og Margrét Valdimarsdóttir sem er afbrotafræðingur. Og allir við byrjum ekki að ræða út frá Epstein-skjölunum en Trump hefur gert mikið til þess að koma í veg fyrir að það hefur verið birt þrátt fyrir að hafa lofað í kosningabaráttunni að það yrði hans fyrsta verk að birta þessi skjöl. Margt bendir til þess að þau komi ekki sérlega vel fyrir hann sjálfan. Það þurfi komið ljós hvort að öll skjölin verði birt eða hvort að Trump hafi einhverja leiki upp í erminni til þess að tefja það eða hindra að eitthvað verði birt. Ég býst við að við byrjum á því að ræða út frá Epstein-skjölunum en síðan munum við ræða makarhreyfinguna sem hefur gert miklar kröfur það að þessi skjöl yrði birt til að þau vera tákmynd spillta elítu og hvort að stuðningurinn við Trump sé að minnka, hvort það sé verið að fjara undan honum. Þetta er prógrammi sem við bjóðum upp á í kvöld, hvet ykkur til þess að staldra við og fylgjast með. Áður en að ég hleypi auglýsingum að það er minna á að það sem að drífur samstöðuna áfram er sá hluti áhrifenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur. Það er fólk sem tilur að samstöðin sé mikilvægur þáttur í samfélaginu okkar til þess að viðhalda hér opinni og sterkri umræðu og það sé
grunnþátturinn sem að þarf til þess að halda þér upp í góðu lýðræði. Ef að þú ert á sama máli og vilt slást í hóp bakhjarla samstöðurinn og þá hvet ég þig til þess að fara inn á samstöðum.is. Það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.750 krónur sem er grunnáskriftin. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósið getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöld inn í Alþýðufélagið en það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta hérna örstuttum auglýsingum og svo tölum við Donald Trump. Svo fór ég daginn upp að garði með smávegis og hafði með mér fiðluna. Skaut 2 rjúpur á leiðinni og var í garði nóttina og sló fiðlu kvöldið. Presturinn spilaði fyrir mig á flautu. Frá ómi til hljóms, ný heimildamynd eftir Ásdísi Thoroddsen, sýnd í Bíó Paradís. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, þá komið að Trump-tímanum. Við höfum það hérna á miðvikudögum, ræðum Donald Trump og þau áhrif sem hann er að hafa kannski fyrst og fremst í Bandaríkjunum en svo sem víða heim líka. Hingað eru komnir góði gestir, Friðjón R. Friðjónsson sem er borgarfulltrúi, Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur og Guðmundur Hálfdanarson sagnfræðingur. Herðu, er það ekki þannig að Donald Trump hefur eiginlega aldrei staðið verr heldur en núna? Ég veit ekki hvort hann aldrei staðið verr. Hann stóð nú ekki þessu kjörtímabili. Já, þessu kjörtímabili, það er rétt sko. Hann stóð nú ekki sérstaklega styrkum fótum hérna eftir 13. gleðina 21. En já, hann stendur mjög vel. Það er að fjara undan honum. Já, sko bæði kosningarnar sem voru núna í upphafi mánaðarins fóru illa með hann og illa með flokkinn, republikanaflokkinn. Trump tók þetta ekki til sín, heldur taldi að republikanar hefðu töpað en ekki hann. Þetta samt opna að það hefði verið að þeir var ekki að græða á lokuninni, þannig að ég er bara að heyra hann mjög sjaldan segja eitthvað sem að hann er að því að mögulega gæti hann hafa tekið ákvörðun sem ekki var góð. Einmitt. Og og síðan þessi viðsnúningur í Epstein-skjölunum sem að virðist hafa verið hann algjörlega þvert algjörlega móti skapi en hann var bara komin í pólitíska stöðu þannig að það voru það margir þingmenn republikana í fulltrúadeildinni búin að lýsa því yfir að þeir vildu opna skjölin og það allir demokratarnir voru þar líka. Svo endaði þetta með því að allir þingmenn í fulltrúadeildinni nema einn og sem að mér finnst vera svo áhugavert mér ákast að skoða þennan ágæta mann Clay Higgins og bara af hverju varstu eini maðurinn sem að kaust á móti þessu þannig að en þetta allt saman þetta er ekki búin að vera góði dagar fyrir Trump og maður sér það líka í könnunum á hvað fólk er ánægt með hann og stöðumála bæði með hann og síðan stöðumála hvað varðar verðbólgu og efnahag og utanríkismál og fleira að hann er bara alls ekki á góðum stað og hann er líklega með minnsta fylgi í þessum ánægjukönnunum sem að lægra heldur en Biden var með þegar hann var vestur og minnsta fylgi sem hann var með sem að á fyrra kjörtímabilinu.
En Margrét, þessi Epstein-skjöl, það er nú afbrotafræðingur. Veit ekki hvort þú getur upplýst okkur hvað gæti verið í þeim. Hafið þið áhuga á þessu svona út frá afbrotafræðinni? Þetta er náttúrulega pólitískt mál. Hverjir voru í samskiptu við hann, hver hindraði að upplýsingarnir kemur fram og þar undir götunum? Já. Já, þetta er pólitískt mál en þetta er alveg svona líka vekur áhuga að minnsta kosti mín sem afbrotafræðings en þá kannski meira svona allt þetta, það sem á eftir að koma í ljós kannski hversu ekki bara hverjir eru sem gerendur í þessu skjölum heldur bara hverjir hreinlega vissu af þessu af því að það er náttúrulega þetta er svo rosalega langur tími sem að þessi maður og hans félagar hafa verið að misnota ungar stúlkur eða barnungar stúlkur og en hann samt það er ekki, ég trúði ekki eina mínútu að þetta er einhvern veginn eins og þetta lítur við mér núna að þá hefur þetta verið svona almenn þekking á meðal þessara manna sem hafa til dæmis verið að skemmta sér með þessu manni hvað var hann í gangi þannig að það er líka svo áhugavert að sjá hvernig í hversu langan tíma og það hefur einhvern veginn enginn hefur gert neitt það er engin viðbrögð og svona merki menninguna líka að yfirsettin leyfi sér að misnota lástettina já það algjörlega eins og við sjöum í Englandi 1750 100% og við höfum þetta séð í mörgum öðrum málum þar sem að hafa verið einhverja stórstjörnur sem að hafa komist upp Weinstein eða fleiri hafa komist upp með alvarleg kynferðisbrot áratugum saman og fjöldin allur af fólki var vitað en það verður áhugavert að sjá sem að ég gerir ráð fyrir að við séum að fara að sjá meira úr þessum skjölum. En það er ekki víst. Nei, það er ekki víst, en mér finnst mjög ólíklegt að það sé, ef við séum ekki að fara að fá. Ég las langan spalta hjá LA Times í gær, held ég í fyrradag. Það sem var svona, hvernig getur Trump komið í veg fyrir að upplýsingum komið fram? Og það voru ýmsar leiðir, meðal annars haldið fram að það væri búið að henda út úr skjölunum. Já, og ég held að það sé alveg rétt að hann geti það en mun hann gera það er hann ekki einhvern veginn komin út í horn að hann muni þurfa að skrifa undir og veita aðgang þegar menn eru komin út í horn þá fara menn að gera skrýtna hlutir já, en kannski þú veist, einmitt vinsældur hans eins og Friðjón var að lýsa að hafa dvínað og en hann er samt bara þetta er svo stuttu tími sem hann er búin að vera í þessu embætti. Það er líka, það er auðvitað sérstakt að vinsældunar eru þegar farnar að dvína svona mikið á þessum tímapunkti en hann á samt alveg þú veist, hann á 3 ár eftir og hvað á hann eftir að gera á þessu 3 árum? Hversu miklu skaða á hann eftir að valda í amerísku samfélagi? Ekki bara amerísku. Nei, ekki bara bandarísku samfélagi, heldur víðar. En það verður að koma í ljós, en ég myndi svona halda að ef að hann hefði svona einhverjar áhyggjur af sínum vinsældum í Bandaríkjunum að þá myndi hann að lokum samþykkja birtingu þessar skjala. Nema hann vitið að það verði ekki til að auka vinsælda hans að birta þær. Já, nema þú meinar að það sé skýrt að hans brot séu þarna í skjölunum. Það er ekki að vera brot, þeir sem er að segja af sér núna er fólk sem að var í samskiptu við Epstein eftir hann var dæmdur í Florida. Já, einmitt. Og þá er það metið sem svo að þú áttur að vita betur. En síðan þeir sem voru í samskiptu við hann á kannski tímabilið þú út að lýsa að þú áttir að vita en ég vissi það veitingin það er ekki hægt að mæla það hvort að maður viti það. Ég held að það væri bara svona upp á kvennhöndina getur ykkur sagt og bla 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 þannig það er ekki alveg kannski hægt að þóttu sett í samskiptu við hann fyrir dómin í Florida einmitt þannig að ég veit ekki ég veit ekki hvað er í svo skjölum frekar við Nei, ég veit það ekki Það er líka sagt að það muni eitthvað vera hreinsa í nafni þjóðaröryggis voru greinar í gær að fjallum að Pam Bondi myndi reyna að fara í gegnum skjölin og
og gera það með þeim hætti. Blaðamennirnir alveg í Times voru einmitt að segja að það væri eiginlega gæti ekki gengið upp, því að hann hefði verið almennu borgari þegar að atburðina eiga sér stað. Það sé bara ómögulegt að túlka þetta yfir í þjóðaröryggi. Maður hefur séð alls konar lagatúlkanir samt sko. Það sem gæti svona loka eitthvað skjölunum það að það þarf ekki að birta þau skjöl sem eru mikilvæg í málaferlum sem að standa yfir og það er svona, sem sagt, nú eru þeir alltaf að fara að rannsaka demokrata, Bill Clinton og svona, þannig að þá getur kannski á þeim grundvelli lokað einhver. En ég held að, sko, þessi uppákoma núna sé raunverulega kannski stærra máli en við gerum grein fyrir. Fyrsta lagi þetta fóraðna fram alveg hrikalegi glæpir og það verður bara, má ekki gleymast. Þarna voru ungar stúlkur misnotar árum saman, líf þeirra eyðilagt skipulegum hætti. En það sem að mér finnst áhugað svona pólitískt séð í þessu máli núna er það að þetta snertir að sömuleyti kjarna svona maka, að kjarna þessar hreyfingar sem hefur fleytt Trump áfram í pólitíkinni, sem að snýst ekki síst það að svona reiði almennings gagnvart elítum sem svona óskilgreint hugtak, en það er bæði svona menningarlegt og félagslegt og síðan efnahagslegt. Og það hefur eitt af þeim sögum sem hefur verið að ganga, sem að birtist með því sem að kalla var Pizzagate, þar sem að maður reiðist með byssu inn í pizzaveitingastaði í Washington að leita að börnum sem var í þrælahaldi í kjallaranum, að það er svona þessar sögur hafa gengið að þessar elítur, að þær hafi misnotið börn. Og þannig er þetta augljóslega elítu kall sem misnotaði börn, það er búið að dæmi þessu máli, það er alveg ljóst. Og Trump sem sagt, hann fleytir sér áfram á þessari reiði inn í forsetahembættið, hann lýsir því yfir í kosningabaráttunni að hann ætla að opna allir þessi skjölum leið og hann verður kjörinn, en núna neitar hann. Þá er hann í raunverulega, þá allt innum fer fólk að sjá, hann stendur þá með elítunni og auðvitað ein ástæðan, nú veitum við ekki hvað í þessum skjölum, en hvort að það hefur ekki komið fram það að Trump hafi sjálfur tekið þátt í neinu slíku athæfi sem hann hefur komið fram, verið talað en eins og þau hafa bent á Margrét og Friðjón hér að þá auðvitað mátt hann vita ýmislegt og það sést að því sem að af skjölunum, hann vissi ýmislegt, hann gefur ýmislegt í skyn sem hann reyndar stundum neitar hann að sé hafi verið hann, en það eru vinir hans. Það er allir þessar klíkur sem hann hefur tilheyrt. Það svona samfélag sem hann kemur upp í er þannig á fullu og hann er að verja það. Og það sem er að koma í ljós núna er það að Trump er í sjálfu sér engin maka. Hann er elíta. Hann er spiltur. Það er ekki leyndamál. Hann er að nýta sér forsetahembættið til þess að græða. Ég meina það er bara margsinnis komið fram. Og eins og hann hefur talað konur og samskipti sín við konur og það hefur verið dæmdur fyrir kynferðisafbrot, að þá er þetta alveg ljóst að hans framkoma gagnvart minnskosti konum, ekki börnum, ekki stúlkum, en konum er ekki til að hrópa húrra yfir. Þannig að bæði hann sem hegðun hans, þjóðfélagsleg staða hans og síðan aftur núna raunverulega pólitíkinans, af því að hann ætlaði, samkvæmt því sem að lýst yfir fyrir kosningar, að bara fyrsta degi þá fari verðlega allt saman niður og allt myndi verða hér æðislegt. Það gerist ekki og þá einhvern veginn fara vakna svona efasemdir hjá bæði almenningi og líka stjórnmálamenn og það sem er að gerast núna er það er einhvern veginn að tala að menn verða þessi lamaða önd, lame duck svona eftir á síðara kjörtímabilinu eftir miðbikskosningarnar. En það hefur Trump alltaf fyrr, þannig að nú eru þingmenn, það er alltaf inn að sjá að það er kannski verra að styðja Trump heldur en að vera mót. Það er alltaf verið þannig að þeir alltaf þurft að styðja Trump því að ef það er mótunum þá bara kemur hamarinn og þeir eru bara farnir. En nú er alltaf innu, já það er kannski verra styðjana því að sérstaklega þessu Epstein-máli sem að hann og hans fólk handir alveg bara ofboðslega illa, alveg frámunalega illa. Þetta voru mistök ofan að hvernig hann talaði þetta mál og hann endar út í horni og ég held að sé alveg rétt sem komið fram. Ég held að hann er komin, skjölin komu öll fram, það kemur alltaf fram sem kemur fram og hann bara býður, já, hvað skaðast því mikið?
það getur verið að hann skaðist ekki neitt óskaplega mikið en það getur verið að ýmsir hún sem standa nálægt. En hann skaðast ef að hann væri að skila stórkostum árangri í efnahagsmálum og öllu slíku, þá myndi hann skaðast minna. Því að sumleiti þá var hann kosin, það vissi að þetta væri dónakall og vissi að þetta væri syndur maður, en samt var hann með stuðning í kirkjuhöfðingja og fleira, og menn voru með alls konar kenningar á því að stundum væri Guð að vinna í gegnum synduga menn og vitna í Gamla testamentið, það voru menn persar og fleiri sem Guð hafði getað unnið í gegnum og gert gott fyrir Ísrael og ég veit ekki hvað og hvað, svo var þetta réttlæta þetta, en að meðan hann ekki að skila eða delivera og kannski út frá makahreyfingunni líka, að hann náttúrulega verið fyrir makahreyfinguna, þú veist, það enginn sem getur gert þetta sem hann hefur gert. Ekki enginn geta komið henni til slíkra árum eins og og meðan að menn trúa því að þá eru menn til í að fyrirgjóna hvað sem en að meðan hann ekki að ná árangri að þá minnkar toleransin eins og sættir. Já, það sagt auðvitað að þetta er allt efnahagslífið fíbliðitt, og þannig þetta auðvitað, en samt sem áður þá þessi viðhorf til barnagirndar og til svona þessara svona spillingar elitunar, það stendur mjög djúpt hjá makarhreyfingunni og þannig að þetta í samingi við það sem þú vorst að segja með svona frekar bágastöðu efnahagslífsins sem ég held að komi til með bara versna ég held að við erum að stefna í svona syklíska svona lægð og við sjáum bara íslensku efnahagslífi sem að hluta til þessu út af hvernig þessi tollar hafa trublað efnahagslíf heimsins en það er bara þannig hefur þetta alltaf verið, þetta fer alltaf upp og niður og þetta fór niður í COVID og það var alveg sérstakar aðstæður þannig að síðan það er þetta ýmislegt sem að gæti gert það verkum að hlutabréf hrynji, það er mikil bóla þar og þó svo að það sé kannski snerti ekki alla mjög mikið, þá er það mjög mikilvægt fyrir eldra fólk sem að ásýna all sína eftirlaun í slíku. Þannig að ég held að Trump sé svona, þetta sé næstu 2-3 ár getur verið erfið fyrir hann. En ég sagt hann er líka snillingur og hefur verið snillingur í því að svona draga athyglinni að einhverju öðru og fá fólk til þess að líta í aðrar áttir þegar að það er vandamál á einum stað að þá gerir hann eitthvað annað og svona það var ekki alltaf virkað hjá honum, hann var að opna ýmis svona skjöl sem engi verið að biðja og fleira, allt til þess að trufla. Já, ég veit það, en ég bara segja, ég ætla ekki að afskrifa hann alveg strax, vegna þess að hann hefur verið snjall mörguleitunum til fyrir sig að svona draga athyglinna að einhverjum öðrum málum og svo framvegis og það sem að líka sér inn í svona lögin í Bandaríkjunum eru mjög skýr, þessi alríkislög það að börn eru börn fram að 18 ára aldri. Síðan eru víða lög í hinum ólíku ríkjum þar sem að samræðisaldurinn er minni eða lægri og það eru stúlkur bara 12 ára gamlar að gifta sig í Kentucky. Já, og ég meina og sumstaðar er hann engin og sérstaklega í söðrinu. Þannig að og maður hefur séð og ég sá að Megyn Kelly sem er fjölmiðlamaður á Fox og frægkona hún fór að gera greinamun á börnum og unglingsstúlkum og það sem að svona kallaði á gamalt viðhorf það já, ég meina það eru lög sem eru sungin 16 ára stúlkur og fræg lög og yngri þannig að þetta er svona þekktir menn, Bill Wyman giftist sinni ungri konu byrjaði með henni þegar hann var 13 ára eða eitthvað líka þannig að bassarleikarinn í Rolling Stones þannig að þetta er svona einhver endurómur af viðhorfum sem að voru miklu frekar umborin fyrir 30, 40 og 50 árum síðan og það er ekkert verið að draga það aftur svona upp á yfirborðið. Þetta sé nú aðeins ólíkt og þetta er ekki alveg eins og þetta voru ekki börn og svo framvegis og en ég held að
eins og Guðmundur kom inn á, sko, þetta er svo sterkur og djúpur þráður í makarhefingunni, þessi trú á hérna siðspilltu elítu, fyrtu elítu sem að leyfi sér hvað sem svo fáum við reynda fréttu frá Ítalíu núna í síðustu viku það að fólk farið inn til Sarajevo og verið að taka fólk af lífi með einhverjum riffilskotum í stríðinu í Júgóslavíu og borgar meira ef það skutt börn. Já, var það þannig? Já. Þetta er bara, fyrringin er svo sturluð, sko, og að það halva verið nóg, sko. Þannig að, þú veist, og allt sem mann fítar þetta, ef maður slettir, inn í þessa kenningar, Maka og QAnon og svo framvegis, sko. Þannig að þetta verður, ég held að þetta verður mjög erfitt, alveg rétt, sko, en svo bara hvað ætlar hann að byrja stríðið við Venezuela? Hvað ætlar hann að gera? Þú veist, drags Kólumbíu inn í það? Þannig að, þú veist, þetta, maður veit ekki hvað gerir, sko, en hann ætlar sér að draga athyglinlega eitthvað öðru. Já, algjörlega. Og það er svona, ég held að sko, hans kjósendahópur og hans stuðningsfólk í Bandaríkjunum þetta er ekki einsleitur hópur. Þetta er sko fyrir stóran hlut af þessum hóp, þá mun þetta ekki skipta neinu máli að þá Meghan Kelly er ekki að segja neitt sem er ekki sem fjöldin allur af fólki hugsar. Að það sé greinamunur þarna á milli að 15 ára stúlka sé, þú veist, ekki að sama á 10 ára barn og allt að þetta mun ekki skipta neinu máli. Við höfum heyrt eins og þú nefndir áður svo rosalega margar frásagnir af honum í samskipti við konur í gegnum tíðina sem hefur engu máli skipt. Og allt það, en það er ekki, en svo er þetta allur stóri hópurinn og það sem sameinar hann er efnahagsmálin og það mun skipta máli og þá kemur í ljós hvernig það mun þróast í Bandaríkjunum. Og sérstaklega, sko, ég held líka að fyrir marga sem eru ekki þarna í þessu einhvers konar költ eða sem eru eins og sértrúarsafnar lið sem að skiptir engu máli hvað hann gerir eða segir, sem hefur bara til dæmis haft áhyggjur af og mörgum ólöglegum innflytjendum eða að svona einhvers konar miðstjætt hvítra manna sem har verið eitthvað upplega félagslegt og efnahagslegt svona óöryggi að þau séu að missa einhver tök í samfélaginu og sem hefur bara líka stórvel við hvernig Trump talar og vita alveg að hann sé spiltur og vita alveg að hann sé fáralegur og jável siðblindur, það bara skiptir engu máli. Að þá mun það líka sko þegar hvernig munu þessi mál með innflytjendur þróast í Bandaríkjunum af því að sko mikið af þessu sem að Trump er að gera er sýndamennska, er bara snýst algjörlega bara einhverja sýndamennsku eitthvað leikrið sem er sett upp fyrir áhörandan að því að það er ekkert verið að ég meina það var fjöldamörgum ólöglegum innflytjendum vísað á landi í tíð Obama og Biden og ég held að sé ekkert endilega eitthvað fleiri núna en það er hvernig það er verið að gera þetta og ég held að sko þegar að venjulegt fólk í Bandaríkjunum sem hefur kosið Trump fyrir að sjá að þetta er ekki, þrátt fyrir að það sé ekki gott fyrir Bandaríkjana að hafa stóran hóp ólöglegum innflytjendum og einhverja svona rasískar hugmyndir að þá sé þetta ekki eðlilegt að það sé hvað hætti hann tekur fólk og hendur í landi. Já og það sé ekki sé óeinkennisklæddir og grímuklæddir menn sem er að taka fjölskyldufólk handtaka fjölskyldufólk á götunni og sé að ráðast inn í hús hjá fólki og án leitarheimildar að sé ekki lög og regla það gildi ekki einhvers konar lögin fólkið og ég held að það sko gæti líka skipt máli, hvernig það þróast og þegar fólk fer að upplifa að þetta er ekki þeirra Bandaríki sem þau þekkja og tengja við að þetta sé ekki eðlilegur hluti af samfélaginu. Já, þetta er ekki stórglæpamennir sem eru teknir, þetta er bara garðyrkjumaður og pizzasendir. Já, sko, ég held að það er og var alltaf inni í sem sagt, í kjöri Trumps voru innri mótsetningar sko,
það að hann ætlaði að bjarga efnaðinum, hann hækkar tolla, byrjar að reka út ólöglega eða óskráða innflytjendur, hvernig sem hann orðar það. Hvort ekki veldur truflun í efnahagslífinu, það hækkar verð og svo framvegis. Hann lýsir því yfir þetta varum bara allt sem að glæpamenn. Þeir eru þetta, ég meina þeir eru rólulegir og þá hafa þeir fram í glæp, en fólk sér þetta ekki alveg svona. Þetta voru það var ekki þessi amma í næsta húsi búin að búa þarna kannski 30-40 ár og alltaf verið til fyrirmyndar, en var bara ekki með alla pappir í lagi, sko. Allir var að henda henn út úr landi, það einhvern veginn ekki alveg í lagi. Svo segir Trump bara, ég var kjörinn og það er alveg rétt, hann var kjörinn og menn eins og Stephen Miller bara hefur það, ég meina ef þú vart ólöglegur þá bara ferðu. En það er svo augljóst að svona aðgerðir verða alltaf mjög messi, svo að við verða... Það er búið að handtaka meir en 100 bandaríska ríkisborgara. Já, það var einn handtekinn tvisvar í sjálf sama daginn, hann leit hann út. Og þetta kom fram í kosningunum og það er önnur af þessum innri mótsendingum í þessu öllu saman er það að einum ástæðan fyrir því að Trump var kjörinn síðast var það hvað hann gekk vel hjá fólki frá Rómönsku Ameríku, frá innflytjendum sem eiga rætur í Rómönsku Ameríku. Nókvilgi republikana þar. Já, en núna það kom alveg, þar var mesta breytingin í kosningunum núna því að þetta snerti þá ekki bara það að vera hend út ættingi, vera vinum og kunningum, heldur líka þeir sjálfur þóru ekki að fara út á götu vegna þess að þeir líti út ákveðin hátt. Og nú er Hæstaréttur búin að segja að þú mátt handtaka án þess að hafa nokkur ástæð til þess ef þú bara lýst hann á mann hann sé líklegu til að vera ólöglegur innflytjandi sem að ef þú ert svona svolítið dekkri á lit og svona lítur út fyrir að koma frá Rómönsku Ameríku þá er meiri líkur á því heldur en ef þú ert snjakka hvítur, það er nú bara þannig og það er bara leyfilegt að hirða þú på göttinu og það er pirrandi. Ég lenti einhvern í því að vera stoppaður þegar ég var að keyra, ég leiði mér að fara í áfengisverslun á laugardagsmorgni af því við höfum matabóðum kvöldið og ég stoppaður þar af lögreglunni og látum blása í, mér fannst þetta bara mjög óþægilegt, sko. Þetta er mjög, sem sagt, mönnum finnst óþægilegt ef þau bara með fyrirfram ákveða að þú hljótir að hafi fram með einhvern glæp ef þú hefur ekki gert að þér, sko. Þannig að þetta er það sem að mikið kjósendum Trumps er að reyna núna og það veldur því að það renna á tværgrímur. Það er kannski kusur ekki rétt. Er þið vissu þetta vegna þess að maður sé kannanir til dæmis í Kaliforníu þar sem hann hefur verið að beita þessum aðferðum. Hann gerir það á svæðum demokrata. Eins og þú ert að segja benda á, þetta er bara leikrit, þetta er bara fyrir þá sem er annar staðar og það er fólk sem er annar staðar að það lítur svo á að ólöglegri innflytjendur sé að grafa undan samfélaginu og hafi raunverulega ekkert sama rétt og við og finnst það bara fráleit hugmynd að þurfa að draga það fólk fyrir dómstóla sem við erum að fjármagna og ég meina þú fylgir ekki rétt út þegar þú komst inn í landið og þá áttu bara að fara. Sko það var bara í New York Times í morgun held ég að það var verið að kynna nýja skoðanakönnun bara á meðal innflytjenda og að því að innflytjendur í Bandaríkjunum hafa almennt sko viljað svona harða landamæragæslu við Mexíkó þar að segja og að sé tekið hart á ólöglegum innflytjendum alveg svo innflytjendur á Íslandi vilja að innflytjendur í Íslandi er ekki alltaf þeir sem að styðja helst hælisleitendur, það er ekki þannig. Akkurat, það var það sem ég er að meina að svona búnir sjálfur að fara í gegnum þennan prósess að fá landvistarleyfi og að samla samfélaginu, þá vilja þeirra sömu reglur gildi fyrir aðra og það hefur verið þannig stuðningur við svona harða innflytjenda stefnu í raun að vera meðal innflytjenda í Bandaríkjunum og eins og bendir á og þá hefur Trump líka alveg notið stuðnings innflytjenda en nú er að koma í ljós að sá stuðningur hann er að dvína sérstaklega að fólk innflytjendur í Bandaríkjunum telja þetta ekki vera skynsamaleið og sérstaklega þessar aðgerðir. Þeir eru líka ekki bara að taka ólöglega innflytjendur, þeir eru að taka fólk sem er í ferlinu að sækja löglega vist og jável er mætt til hins opinbera, mætt í dómhús og mætt til á skrifstofur innflytjendastofnana og þar eru þeir bara pekkaðir upp eins og ég veit ekki hvað sko. Þannig að og fara í mjög furðulega meðferð og gætu endað í fangilsi í El Salvador. Já, og þetta er ekki sko, ég meina ég var að lesa mann sem að kom inn til Bandaríkjanna 4 ára gamall, gekk í bandaríska herinn
fekk Purple Heart orðuna fyrir framgöngu sína í Írak. Hann núna í fangelsi í Mexíkó. Hann núna í Mexíkó, segi ég. Mér minnir að hann sé hann ekki frá Mexíkó, sko. Mér minnir að, fjölskyldans kemur frá Kúbu, en þeir get ekki sendt hann til Kúbu. Þannig að, þetta er mann sem var hermaður, en eftir að hann var útskrifaður úr hernum, að þá framdi hann glæp og fór í fangelsi og afplánaði. Þeir tóku hann, hetju úr stríði og fyrir Bandaríkin og senda hann úr landi og þetta það alls konar svona litlar sögur sem út allt og þeir hafa verið að ganga mjög hart fram í Norður-Karolínu sem ekki bara eitthvað Kaliforníuríki, það eitt af þessum svona swing states. Þannig að sem að skipta máli í kosningum og verða mjög hatrama kosningar núna næsta, því að það kosið öldungadeildarþingmann þar núna næsta eftir ár, sko. En hugmyndin í bandarískum stjórnmálum og sem reyndar víða að innflytjendur séu að grafa undan samfélaginu, svo hugmyndir ekki að fara í Bandaríkjunum. Nei, hún var fyrir 100 árum líka, ég meina þeir settu sérstök lög það að Kínverjar mætti ekki eiga. Þessi andúð við þessu ekki svo mikil að við séum að sjá einhverja stefnubreitingu, kannski aðeins öðruvísi framkvæmd. Já, ég held að sem að að gerast núna og veldur þessum erfiðleikum eru þessar aðgerð sem hún tala sem eru leikrit og þeir vilja hlutverk þessara aðgerð í og með til þess að fæla aðra frá að reyna að koma. Og í þeirri von líka að þetta hafi ekki áhrif eins og þú segir Smári út fyrir þá þessar borgir þar sem Trump hefur ekki mikið stuðning hvort þið en það sem að gerast núna og það sem að vandi Trumps núna sá að það eru margir þættir í einu sem eru svona að fæla frá ýmsa þessum svona hópunum á jöðrunum sem að kusu Trump en kannski sögðu ekki frá því og þeir það þessi atriði hafa áhrif á þá. Það verður alltaf erfiðara að verja í fermingavislunni. Já, og síðan sem sagt Epstein að það hefur áhrif á kjarnafylgið, ekki þannig að þeir fara að kjósa demokrata en það kannski kjósa ekki Trump. En endanum verða auðvitað efnahagslífið sem að hefur stóra málið verður það og þar eins og ég segi standa málin ekki vel og virðast ekki standa vel og ef hann fari nú að ráðhúsin í Venesúela þá var alveg augljóst að maka þeir eru óðir af því að þeir eru algjörlega á móti því að Bandaríkin sem skipta sér af því sem að gerast fyrir utan Bandaríkin og það mun alveg örugglega leiða til enda held ég að geri það ekki, ég held að þeir hann ekki svo vitlaus að hann sjái að það sem þeir eru að reyna að gera að reyna að þrýsta Maduro til þess að fara frá án þess að þeir þurfi að það getur vel verið kastið sprengjum á herflugvelli, það alveg hugsanlegt en ég held að fara nú ekki inn í innrás vegna þess einfallega að það mun ekki leiða svona Líbíu en í þessu sammingi þurfum við að segja þú veist að það eitthvað svona hópar að detta af við höfum ekki gleyma því að hann vann bara með 1,5% þetta var ekki einhver svona landslætt sigur, stórsigur þar sem að og svo hann haldið í fram já þá einmitt og sumir aðrir meira segja en þá var þetta bara þannig að hann vann með 1,5% þannig að líklega bara af því að mótframbjóðið var kona, það nógu mikið. Já, en... Það sé bara þannig, Og líka ekkert sérstaklega góðu frambjóðandi, bara, það en ég held að séu nógu margir sem bara sætta sig ekki við meðal Bandaríkjamanna. Alltaf stærsti hluti myndi kjósa republikana hvort sem en ég held að sé samt eins og þið nefndu þarna latínó og fleiri, að ég held að það að mótframbjóðið var kona skipti líka máli í að hann hafi náð auknum árangri meðal svona íhaldsamari hluta þeirra sem stundum kjósa demokrata. Auðvitað fyrir svartan kalla að vera kosin heldur hvíta kona. Ég hef alltaf sagt að fyrsti kvenforseti Bandaríkjanna verður republikana. Ég gæti trúa því. En þetta kannski líka hefur þetta áhrif á J.D. Vance, hvort að því að Trump verður ekki aftur forseti. En að því að hvers konar frambjóðandi kemur næst fram fyrir republikanaflokkin, það kannski er svona spurningin, munum við sjá J.D. Vance, er hans tími bara, hann að eyðileggja sína framtíð með að hafa hengt sig á Trump? Ég veit það ekki, ég að segja svona að því að hann með yfirgnefandi forskot í svona fake prókjörum, það sem að mæla. Hann líka góðan stuðning frá maka. Já.
Já, en þá. Nei, ég segi svo. Þú veist, sá sem er fremstur í röðinu núna nánast örugur að vera það ekki eftir 3 ár, sko. Já, 100% að breytist. Og það sem að Gavin Newsom að með þetta, hans vandi, vegna þess að hann núna fremstur í röðinu, ríkisstjóri í Kaliforníu, sem mikið svona Clintonest sjarmatröll að hans vandi að hann að toppa á snemma að öllum líkindum og hann gæti toppað og dottið niður og toppað sér aftur, það planið hjá hann, sko. Já. En varðandi makarheiminguna, þá þú nefndir það að svona almennt, hún náttúrulega ekki, það engin stefnuyfirlýsing, það ekki svona klár forystumaður heldur. Já, Trump hefur verið hann hefur verið leiddur til forystu af makarhefingunni, frekar heldur að hann spretti innan úr henni. En það eru margir sem að gera tilkall til þess að tala fyrir munn makarhefingunar. Steve Bannon gera það stundum, Tucker Carlson virðist til að hafa tekið sér svona stöðum að vera svona fríspilari og geta þá frjálst talað út frá svona samviskumaka. Og eiginlega með það sterkar stöðu í bandarísku samfélagi að Trump getur eiginlega ekki þaggað niður í honum. Og það munir að segja það mitt að þetta viðtal Carlsons við Fuentes hafi raunverulega sýnt það raunverulega hvað þeir eru búin að missa tökin á narratífinu, sko, að Fuentes ég meina hann er antisemitisti og hann er bara fasisti, sko. Hann er bara nasisti, sko. Hann hælir ekki bara Hitler, þetta líka Stalin, sko. Þannig að þetta verður menn með svona skoðanir ná ekki að vera forseta Bandaríkjanna. Það mikið að gerast til þess að Trump á sömuleyti náðu að fleita sér áfram að því að hafa í rjálu sér, menn vita alveg ekki alveg hvað að hafa hann, sko. Hann segir eitt í dag og svo annað á morgun, það ekkert, þú veist, hann hefur verið rasisti frá barnsaldri, en samt hann ekkert mikið að flagga því, sko, þannig að Hlustuðu á viðtal Tucker Carlson við Fuentes? Ég bara heyrt brot úr því. Mér fannst það mjög áhugavert, þarna fannst mér vera komin svona götu nasisti að tala við svona stofuhæfan rasista. Já. Og gera þannig að, eins og minn voru að segja, sko, ég hef heyrt viðtöl við til dæmis konu sem var ritstjóri í Vogue og New Yorker í manni, hvað hann heitir, og Tucker Carlson var blaðamaður hjá henni, svo hann hafði verið frábær blaðamaður, mjög vel skrifandi, hann kemur úr efri stétt. Hann er elita. Og var alltaf með slaufu, menn ekki það fyrst þegar maður sá hann. Hann er búin að leggja henni og er komin í köflóttaskiptur. Og er mjög góður við talandi þegar að taka við töl þegar hann vill að við hafa. En í þessu viðtali að þá fór hann svoleiðis silkihönskum Fuentes að eins og menn voru að segja, sko, ég meina það voru augljós svona, eins og þegar Fuentes lýst yfir aðdáun sín og Stalin, það svona opna nú eins og möguleika fyrir fyrirspyrjanda að svona aðeins að potta, en hann gerði það. Já, en Carlson fór líka til, sko, Moskvu og mærði Putin, sko, og talaði búðurnar í Moskvu og það framvegis, sko. Tók mjög fínt viðtal við Ted Cruz, afhjúpaði raunverulega þessa stöðu þeirra sem að þiggja peninga frá Ísrael og setja inn í þingin og lýsaði yfir að þeir ætla alltaf að kjósa með Ísrael. Það fór alveg hræðilega með Cruz, svolítið pakka hann. En þetta viðtal vakti mikla svona bylgju inn í makarhefingunni. En mér sýnir, sko, ekki bara inn í makarhefingunni, heldur líka bara inn í svona hefðbundnu íhaldsreifingunni í Heritage Foundation. Það logaði allt þar. Já, vegna þess að þar var forstuðumadurinn eiginlega segir að Tucker Carlson hafi haft leyfi til að gera þetta. Já. Og það eru menn að segja okkur. Við erum ekki það hjóli þá. En mér finnst þetta að vera aðtilsverð, þannig að ertu með svona svolítið kjarnan í makarhefingunni sem náttúrulega hvít yfirburðahyggja. Það er aflið í henni, það er drifkrafturinn sem að knýr þetta áfram. Að mér finnst þess að það sé bara að koma svona meira og meira á yfirborðið og ef að Trump stendur illa gagnvart þessum hópi út af Epstein-skjölunum, að þá verður hann náttúrulega bjóða þessu fólki eitthvað. Ef hann að hafa frið, þá var eiginlega með heldur maður fyrir sér að byrja hvað í verðinu getur það verið. En þú sjáum það að hann saði ekki múkk yfir þessu viðtali, hann bara saði og
bjóð Fuentes í matrendar í hérna Mar-a-Lago en sagðist bara ekkert vitað um mann. Nei. Hann hitt hann hérna varparinn kom með hann í mat til Trump. Já, þannig að. En eins og ég segi, sko, þetta sko, makarhreyfingin, þetta er svolítið svona ólíkinda tól, þetta fyrirbæri, sko, að hérna, það eru eins og segir, það eru þannig inn í svona fólk sem er ekki úsumhætt og hérna, það er til dæmis þessi antisemitismi sem að ef hann nokkuð stað til í bandarísku samfélagi þá voru það þar, ég meina þar eru þessir raunverulega sem að er á móti gyðingum, ekki bara á móti því sem Ísrael heldur bara á móti gyðingum og gyðingar eru að grafa undan okkar samfélagi. Þeir eru þar og þessu svona einhvern veginn hefur verið hægt að pakka niður og svona þagga niður í en nú bara svona aðeins svona farið að opnast fyrir þetta og þá. Ég meina, en sko, sama skapið sko ofboðslega sterkur þráður í kjarna Repúblikanaflokksins að standa með Ísrael. Já, absolutt. Jafnvel sko sterkari heldur en sko, þetta svo áhugavert sko hvernig þessi tveir flokkar sko svona skiptast sko vegna þess að það líka svo sterkt í demokrataflokknum að standa með Ísrael en svo þetta komin með svona yngra fólk inn og eins og Ilhan Omar og AOC og svo framvegis sem að sko svona íta á móti þessari svona þessum réttrúnaði hjá demokratum hvað varðar Ísrael. Þannig að En andstæðan gegn skilist þessum stuðningi Bandaríkjanna við Ísrael sterkust innan úr MAGA. Já. Það er rétt. Þó svo að svona róttækir hluti demokrataflokksins það er miklu hvað segir maður svona skýrari narratífa innan úr MAGA. Já, það er rétt. Og þetta en sko það kemur úr bara sko eins og Guðmundur segja sko, það kemur bara úr antisemitisma sko og það var svona gamaldags sko kynþáttahyggju og kynþáttahatri sem að sko þú veist Ku Klux Klan var alveg mikið á móti gyðingum og svörtum. Þannig að kaþólikum og kaþólikum líka sko þannig að en það sem var áhugavert líka varðandi sko svona þessa talsmenn MAGA er staða Marjorie Taylor Greene núna og bara vegna þess að hún er að íta á móti Trump ef einhverju hefur verið talsmaður svona á þingi MAGA-hreyfingarinnar þá er það verið hún. Það er hún sem sprettur upp úr MAGA-hreyfingunni en er ekki svona tekin inn í hana eins og Trump var. Er hún næsti forsetaframbjóðandi? Það gengur henni til. Já, ég meina hún sko hluti af skýring Trump og sumra annara í kringum hana var að hún vildi bjóða sig fram til öldungadeildar í Georgíu. Trump sagði nei og hann ætlaði ekki að styðja hana og þá varð hún reið og og er að hefna sinna á honum. Og Trump reyndi að drepa í henni en hefur ekki tekið það. Og hún er svolítið líka svolítið Trump-týpa sko því að hún er með kjaftinn fyrir neðan nefið og fáir hafa svona gegnum tíðina svona kveikt eins í demokratum eins og hún er alveg snillingur eins og Trump í að fá andstæðingar sína til þess að bara missa stjórn á skapi sínu sko. Margrét, þetta með hvernig þeir töluðu Fuentes og Carlson sem við veist vera merkilegt. Að því að, ég meina, Reagan og jafnvel Nixon og fleiri hafa verið með svona eitthvað hundaflaut til svona hvítri yfirburðarhyggju. En þú mátt aldrei orða þetta. En við höfum verið hingað til. En núna finnst mér eins og að sé bara öll lok farin af og er að gjósa upp og þá er náttúrulega erfiðara fyrir þann sem ætlar að svona ýja að þessum hópi að ég mun sjá ykkar mál á þess að gera það svona beint og svona að ef að þessi hópur er komið með rödd sjálfur og eitthvað fleira þá hafa þeir ekki við þennan að gera sem það er með hundablístrið. Því að þeir eru bara og ég er að vera eitthvað að velta fyrir mig hvort að þessi átök sem er inn í Bandaríkjunum hvort það sé ekki bara hætta á því að það bara sjóði upp úr öllum pottum sko. Já, það er alveg hætt við því og þú sagðir áðan hvað er Trump að fara að gera fyrir þennan hóp? Hvað getur hann gert? Ég veit það ekki. En sko, ég vil bara segja það getur bara innflytjendur við beint útsetningu það er ekki nóg. Hvað gera þá? Einmitt. Ég vil segja það, ég er rosa fegin að Friðjón og Guðmundur með mér í þessu viðtali. Ég heyri hvað þeir eru fróðir og er að fylgjast vel með sem ég hef ekki verið að gera undanfarið. En þetta er alveg rétt. Það er bara,
það eru allt aðri tímar. Þú bara, nú allt upp á borðinu og þú bara, rasismin algjörlega þarf ekki að fara í neitt féluleik og það var ekki bara við Bandaríkin, það bara á við víðar hér á Íslandi og þannig að hversu langt þurfa menn, hversu langt þurfa menn að ganga áður en það er gengið of langt þannig að við getum komið tilbaka eins og sagan sýnir okkur ef við skoðum bara... Frekar að við séum komin of langt þannig að það er ekki hægt að vera tilbaka. Já, við höfum oft farið lengra, svona sögulega séð í rasisma. Ekki sem að við munum. Nei, ekki við. Nei, ég segi bara ef við skoðum söguna að veist, ég veit það ekki, hvort að þurfi einhvers konar borgarastríð eða eitthvað svakalegt að gerast þess að svona, maður myndi halda það að þarna, já, ég held að hópurinn sé nú ekki lítill, þessi hvíta kynþátta haturshópur, segjum það bara í Bandaríkjunum, en sko, ég held samt að hópurinn svona sem hefur áhyggjur af innflytjendum, sem hefur áhyggjur af því að öfugum rasisma, að þessu fórnarlamba hlutverki svartra og allt svona sem svona hefur verið að koma upp á síðustu árum, sem samt svona ennþá í ykkur almennri skynsemi. En telur þennan vókisma og demokrataflokkin hafa gengið of langt og breytingarnar séu of hraðar og það sé alltaf breytast og vill svona bakka og íhaldssemi, að það sé ekki að fara að kvitt upp á þetta, að taka þátt í þessu. Að ég held ekki, ég vona ekki. En þá bara hvað þarf að gerast áður, sko. Ég sjá það núna, nú sem sagt í baráttunni gegn háskólum í Bandaríkjunum, þá þá beita lögum kynþáttamisrétti til þess að berja niður allar tilhneigingu til þess að svona auðvelda fólki að minnihlutahópum að fara inn í háskóla, að ræða það að það gæti verið einhver svona dulin kynþáttahyggja í Bandaríkjunum og þar beita þeir lögum sem voru sett til þess að koma í veg fyrir kynþáttahyggju. Að þetta tilfinningi sem meðal marga hvítra og þessar sem eru í þessum hópum það að núna hefur þetta snúist við. Við erum fórnarlömbin. Það er þessir svörtu, ég meina, þeir fá allt upp í hendunar. Þeir bara flugmenn, sko, konur fannar að fljúa. Ég meina, þetta er alveg hræðilegt. Þetta meðan við kallanir og ég meina, var ekki Hexet sem hætti í skóla því að það var einhver af þessum gaurum sem hætti hann vildi fara í West Point og komst ekki inn að því að það var kona sem komst inn eða svörti mann ekki hvað og þetta sem sagt að þvælast í heilanum á honum ennþá, sko, að þarna hafi hann verið fórnarlamb vegna þessarar svona stefnu að reyna að vinda á hana þessari kynþáttamismunum. Sko, þú veist, þetta samt sem aður, sko, ekki meiri hluti Bandaríkjamanna sem að kaus Trump, hann fekk 49%. Þetta og það kvarnast úr hópnum, auðvitað eru rasistar í Bandaríkjunum, bara eins og víðast hvar eru rasistar með einum hættu og það einskorast ekki bara við okkur hvítt fólk, sko. Þannig að það er algjörlega þannig. Þessi hópur ég held að hann sé ekki nógu stór til þess að hann verði ekki hægt að snúa við. Ég held að megin þorri Bandaríkjamanna sé bara almennilegt fólk sem að margir kusu Trump út af einhverjum efnahagsmálum og reiður út í Biden fyrir, sko, þetta augljósa rugl sem að varð að hann væri í standi til þess að fara í framboð og síðan Kamilu Harris kippt inn án þess að vera vettuð í raun og veru og reyndi síðan ekkert sérstaklega góður frambjóðandi og allir þessir ólíku þættir sem að týna saman í það svona þennan þetta fullkomnu kringumstæður fyrir Trump. Ég held Trump hefði aldrei unnið demókratan ef að Biden hefði staðið við sín orð frá því fyrir kosningarna 2020 það að hann væri að hann væri svona transitional forseti, ef hann hefði staðið við það, ef hann hefði hleypt ferlinn á stað innan demokrataflokksins það að það yrði valinn nýr frambjóðandi og þau hefði haft það fyrir framan sig að þau var að fara á móti Trump
að dómsmálin væru ekki nóg til þess að fella Trump, því að það var sko, það virtist vera þannig að þessi dómsmál ættu að væru mörg hver voru í pólitísku tilgangi og og þau ættu einhvern veginn að stoppa hann og við sáum það líka í könnunum að alltaf fjórðungur þeirra sem lýsti við stuðningu í republikana sögðu að myndu endurskoða stuðning sinn ef að Trump dæmdur. Svo var hann dæmdur en ekkert gerðist, skilju. Þannig að mér fannst sko demokratar gerðu eiginlega öll mistökin sem þeir gátu gert og samt Trump bara með naumyndum. Þannig að ég ekki svona svartsýt þetta er langur langt rant það, ég ekki svona svartsýt. Þú heyrir mun á orðræðunni. Já. Og þau eru að vísa til svona venjulegs hvíts fólks sem svona með svona anti-woke stefnu og anti-wokeið náttúrulega bara upprunnað í hvítri yfirbúrhyggju sem bara ósætti við það að konur hafi fengið framgang, að svartir hafi fengið framgang, að samkynniðir hafi eitthvað framgang og annað slíkt. Þetta er allt bara á þeirra línu. Já. Og það er bara fólk sem ósátt við það við töldum að samfélag vera að þróast til aukins jöfnuðar og jafns réttar en við erum bara ekki sátt við það við hvíta fólki hérna. Nei, ég meina svo eru alls konar svona dæmi inn í þessu eins og við sáum það líka sko að kjósendur af arabískum uppruna sem sagt í Michigan sem að sko fjall með Trump í þetta skiptið, þeir sátu heima út af ákvörðunum Biden í Gaza og tryggðu þann með að Trump vann þetta ríki. Þú veist, það eru alls konar svona þættir inn í þessu sem að liggja þarna sko. En ég held að sem er undirliggjandi og verður svona sjálfur sér kannski áhvert að sjá sko, ég held að við séum að sjá svona hrun Trumpisman svona smamsaman og það er bara það að Trump mun vonandi ekki að reyna að bjóða sig fram aftur. Þannig að Trump, enda ég minna, hann er nú ekki neitt sérstaklega hressilegur að sjá. Hann er ekki góð til hreinsunar. Nei, ég held að þó að myndi vilja bjóða sig fram að þá verður hann bara komin lengra en Biden þegar þar að kemur, þannig að það held ég sé ekki stór möguleiki. Og þá er það hvernig þróast á republikaflokkurinn, það er eitt málið. Hverjir ná yfirflokknum og ég held að það verði mjög mikil barátta. Hins vegar demokrataflokkurinn, ég held að hann sé ekki til sérstaklega góð málum heldur. Því að þeir eiga einhvern veginn erfitt með að finna línuna, að finna taktinn og það er sem að við helst ná taktinn meira að vera á móti Trump og þegar Trump er farin þá er það búið, þá er það svona. Ég verði viðurkenna sko til dæmis að Gavin Newsom heilla mig ekki sko, mér finnst það nú svona daldi himpigimpi sko, en ég veit að þekki hann ekki mikið. Þetta getur verið hættur, þú þekkið á Íslandi að það voru stjórnmálaflokkar sem voru andstæðan við Davíð Oddsson lengi og svo þegar Davíð Oddsson fór og þá var eiginlega bara púff, það var púff, ekkert eftir. Þannig að það verður mjög áhugavert að sjá sko hvernig það þróast, en ég held að þessar kosningar núna hafi gefið þeim ákveðin tón sem þeir geta alveg leikið í einu kosningur. Já, mér finnst það nefnilega skrítið að kom þessar kosningar þar sem þeir eiginlega vinna á öllum vígstöðum með alls konar frambjóðendum og kemur í ljós eiginlega að almenningur mat það að lokun alríkisins væri republikunum að kenna. Svo kortir í seinna þá fara 8 demokratar og semja sig frá þessu máli. Já. Og gefa eiginlega, þá hugsa ég, býtu kannski að demokrataflokkur bara, hann bara virkar ekki. Já, sko, það sem ég held að sé frekar, sem að ég held að gætu náð flugi í næstu kosningum, minnskosti núna í mið kjörtímabilskosningunum á næsta ári, á þessu, svona sagt að fjallum kjörfólks. Það er þetta samin allan flokkin það af því að þeir eru í stjórnarandstöðu svo mandi sá þeir eru komast í stjórna þá kannski það er árið aðeins þeirra því að þeir kjörin kannski batna nú ekki neitt og við komum sér alls ekki saman hvernig að bæta því en ég held að þeir næstu tvennar kosningar ættu ekki að vera neitt stort vandamál fyrir þá ef þeim klúðraði ekki sem að þeim munum verið ansi býsna lungi við tíðina, þannig að það getur vel verið klúðri öllu skömman en það var alveg hægt að samina eins og segi Mandami og sem að til vinstri flokknum og þá sem til hægri þetta, bara tölum að fólk hafi það skýtt og verðlega voru hátt og húsnað og dýrt og heilbrigðiskerfið að hrynja, tölum ekkert neitt annað. Tölum Mandani og kannski venjulegum demokrata er það að hann leggur til lausnir. Já. En það er alveg ljóst að hinnir eru bara að segja að Trump er eiginlega hérna einn, Trump er eiginlega þetta, Trump er eiginlega þetta. Ég held að
demokrata komið sér aldrei saman í lausnunar. Það er sjálf útilokað. Af því að hérna, þú keyrir ekki Mandami-lausnum í hérna Texas, ég meina, það er alveg ljóst, það mun ekki skora hátt þar. Þannig að það er eiginlega sem sagt lukka þeirra sem í stjórnarrestu. Þeir þurfa ekkert endilega, þeir geta sagt eitthvað, ég meina Trump alltaf að keyra niður annað að semja frið í Úkraínu og guð eitthvað, ekki það stóðst, en fólk kaus hann samt, sko. Þannig að það er að nota svona í kosningum en ég held svona til framtíðar að þá sé svona, og ég held bara að þetta tveggja-flokka kerfi sé að komið að einhverjum niðurlótum í Bandaríkjunum, af því að repúblikaflokkurinn, það er ekki allir repúblikanar fasistar, það er ekki allir repúblikanar rasistar og hérna það eru fullt af repúblikunum sem vita bara ekkert hvað er að gera, þeir get ekki hugsað sér kjósa demokrata en þeir get ekki hugsað sér kjósa repúblikaflokkurinn eins og hún er og meira sér sem að hafa kosið demokrata, menn eins og David French hérna píslahöfundur í New York Times sem er David Brooks, þetta eru bara skynsamir menn sem eru repúblikanar inn í hjarta en hérna bara hugnast ekki þessi þróun. En þannig að ég held að báðir flokkarnir komið til með að kljást við þetta að það er komið svo mikið svona, það vantar eitthvað til þess að samina að því að Þeir eru svo miklar amöbur þessir flokkar að sko þeir hérna bræðast bara einhvern veginn við. Maður hugsaði sko, ég man eftir því að ég hugsaði sko, heyrðu hérna þegar við vorum svona búið okkur undir að flytja til Bandaríkjanna fyrir 20 árum síðan og hérna þá var maður að horfa á sko eftir að hérna Bush vann seinna kjörtímabilið sitt að demokrata voru bara algjörlega í henglum og það var bara ekkert sem gat bjargaði og þetta væri bara komin einhver varanlegur meirihluti hjá repúblikunum bara jafnvel í áratug. Svo kemur bara Obama fram og síðan lendir Bush í öllum því sínum vandræðum í hérna sínu seinna kjörtímabili þar sem að dómsmálaráðherra þurfti að segja af sér og svo framvegis og hérna Svo eitt smá hrun líka. Já, og svo kom þetta hrunið og þetta var allt saman sko hérna en sko hrunið kemur sko bara rétt fyrir kosningar þannig að hérna og ég er ekkert viss sko þó að hrunið hefði ekki komið að sko hérna Obama var alltaf að fara að vinna þær kosningar. Svo hugsaði maður sko, já, nú eru repúblikanar alveg í henglum. Hérna, þeir eru alveg ónýttir og demokratum muni við erum með meirihluta í meira en áratug í öllum deildum og svo framvegis. Og þá bara aðlaga menn sig og alltaf til þess að ná þessu 1,5% sem að Trump var núna síðast til þess að sko bara rétt að komast yfir línuna. Það þarf ekki að gera meiri breytingar en svo að koma þér yfir línuna. Þannig að ég er ekkert vissum að sko þetta flokkakerfi það kemur ekki með lausnir fyrir almenning. Nei. Það verður bara að rísa ykkur upp og allir segja, heyrðu, við verðum ekki að veðja á þennan og Guð má vita hvað hann stendur fyrir. Já. En þetta er náttúrulega ónýtt system af stóru leyti. Já, en ég vil líka bara hérna taka undir það sem Friðjón sagði áðan að hérna að því að maður gæti einhvern veginn sitið hér á Íslandi og fylgst bara með helstu fjölmiðlum og haldið að ameríska þjóðin væri öll alveg sturluð sko, sem er hérna ekki endilega rétt sko, ekki einu sinni fólki sem kaus hann er hérna allt hannig og það er sko eins og bara við skoðum, ef við erum að hugsa þessa hvítu kynþáttahyggju og allar rasisma bara yfir höfuð, að þá sko við getum ekki alveg sett okkur í spor og einhvern veginn alltaf að dæma því að sko bandarískt samfélag er bara svo rosalega ólíkt flestum Evrópulöndum. Bara hérna er risaþjóð sem er byggð upp af innflytjendum og þannig meiri fjölbreytileiki en eiginlega á flestum stöðum í heiminum. Þannig ertu bara með alls konar fólk sem hefur getað lifað saman og það er kannski í sjálfu sér þegar maður hugsar það, svolítið merkilegt hversu mikil samheldni hefur verið hjá amerísku þjóðinni. Af því að það hefur, sko, þeirra sjálfsmynd er allt önnur sko, og tengist líka þessu, nákvæmlega þessu, að þetta sé innflytjenda þjóð og þú getur komið til Bandaríkjanna og þá á og farið eftir öllum þeim réttu leiðum sem þú átt að gera. Og ef þú ert bara nógu duglegur og ef þú ferð eftir öllum leikreglunum og þú gerir þitt besta og allt þetta hver er sem gæfur smiður og það, að þá getur þér vegna vel í Bandaríkjunum. Þetta er svona þeirra sjálfsmynd, sko. Já, en þetta er náttúrulega fallin
Ég held að þetta náði hápunkti svona 1973, síðan hefur þetta hröfnað niður. En ég held samt að þetta sé ennþá hluti af svona menningunni. Að þetta sé ennþá, að því að bara sko, ég hef búið í Bandaríkjunum en ég tel mig samt ekki, sko, ég hef náttúrulega bara verið innflytjandi í Bandaríkjunum og fylgjast með svona, og sem ég held að sé ekki á nokkurn hátt eins og að vera bara alast upp í Bandaríkjunum, þannig ég er að segja ég er bara utanakomandi svona, en það er mín reynsla af því að vera sem sagt búa í bandarísku samfélagi er bara að sko öll umræða, öll samtöl kynþætti, ólíkan bakgrunn, allt svona, er bara á allt öðru svona leveli heldur en við nokkuð tíman á Íslandi, að sko það kom mér á óvart hvernig þið talað kynþátt og miklu svona opnari umræða, miklu, upplýstari umræða og bara ég er að tala alla helstu fjölmiðla og bara fólk í samtölum og að svona, og fólk gerir sér mjög vel grein fyrir hvaða áhrif kynþáttur hefur á allt þeirra líf og bara svona fordómar og fólk talar mjög opinskátt fordóma og ómeðvitað fordóma, eitthvað sem við erum bara að byrja á að ræða hér í íslensku samfélagi held ég en fyrst núna og erum samt einhvern veginn, þannig ég held að þessu leyti að bara þessi sko sjálfsmynd og þessi saga Bandaríkjanna muni líka koma til þess að þrátt fyrir að við séum að heyra ýmislegt í dag sem að bara nánast, þú veist, þú hefur ekki getað sagt opinberlega fyrir 10-20 árum síðan sko, að það er einhvern veginn bara kippir sér enginn upp við það, að þá sé sko að það kemur einhver sterkur leiðtogi í Repúblikanaflokknum sem er svona meira sameinandi tákn eða þannig að þá sé kannski einhver von. Margrét, þetta er svona góðsönnun Bandaríkin, þetta deglan, það sem margir og stjórnmálin hafa verið þannig að ég vil halda utan degluna, ég vil ekki raska þessu. En þau hafa samt ekki gert það. Og jafnvel þótt að ég sé að höfða til hvítri yfirbúrshyggju, þá er ég með svona hundablýsur, þá er ég bara þeir skilja þetta, en ég er ekki beint að öðru þessu. Núna er komin frambjóðandi sem er Trump og hann segir, ég ætla ekki að reyna að halda utan þetta. Ég ætla að nota aflið í þessu til að koma til valda. Einmitt, og hann... Og til þess að halda völdum í Bandaríkjunum er ekki lausnin að tala þannig að ég ætla að halda öllum saman, heldur þvert á móti. Akkurat. Og ég held að það sé hlutaði, en annan hluti af því, ég held að hann hafi ekki bara verið kosin í Bandaríkjunum út af því, ég held að hann hafi líka verið kosin í Bandaríkjunum vegna þess hvernig fjölmiðlar þar virka og ekkit bara þar, er að sko hans airtime eða þannig, hann var á skjánum svona 95% af tímunum og allir hinir restina. Hann fekk alla athygglina í þegar hann var í kostningabaráttu í forvali flokksins og svo í fyrstu kostningabaráttunni. Hann fekk nánast allan fjölmiðlatíman vegna þess að hann kastaði fram einhverju sem að hvaða fjölmiðl sem þú varst, það var fyrirsögnin, það var það sem hneykslaði fólk, það var það sem að fólk vildi vera að tala um. Og ég held að það hefði líka verið hlutaði og en ég veit ekki, auðvitað, þetta er sameiningatákni, hann er það vissulega ekki á nokkur skil. Ég held að vansmunni reyna eitthvað svona eins og þú veist að komast til valda á grundvelli svona meira svona kljúfandi stefnu, það er mín tilfinning af því að hvernig hann talar sko og það er bara stríð í gangi og það er bara upp á líf og dauða við vinnum, annars munu þeir eyðileggja Bandaríkin. En Vance hefur bara ekki þennan sjarma sem að Trump hafði og hefur og það skiptir svolítið miklu máli þegar það kemur í kosningar, þannig að svona ég er með glasið hálffullt, þannig að þegar kemur að ég hef bara meiri trú að því að ég hef trú að því að það er býða Trump aður. Ég meina, getum við gert eitthvað annað núna næstu 3 árin sko, heldur ég held að það er svo margt í þessu sko, sem að ég held að eitt sem er að gerast í Bandaríkjunum núna sem ekki hefur gerst áður svona sterkt síðustu áratugina, þetta hefur verið svo sem verið áður, að það hefur verið og Vance er aldrei fulltrúi fyrir þá hreyfingu og það er svona að reyna að byggja upp svona bandarískan etnonationalisma, þjóðnistefnu sem að stríðir gegn því sem að Margrét er að lýsa, sem er þá svona ethnisk nationalismi og það er þá kristnin er svona ákveðin svona
hundablístru merki það að við erum kristin þjóð og það svona annað sem að gerast sem að þessi tveir flokkar hafa ekki alveg ráðið við og það það að hliðverðinir hafa búin að missa sitt hlutverk og sem að fjölmiðlarnir, ég les New York Times og ég les Guardian og ég horfi ekki á Fox. Það bara örlítið brot Bandaríkjamanna sem gerir það. Þetta veltur núna yfir fólk bara sem staðreyndir sem sannleikur og nú meira sagt að búa til myndbönd sem að sýna bara þetta og bara einhvern gera eitthvað sem þetta bara tilbúin í gervigreind og að fólk hefur enga möguleika til þess annað en að trúa svona því að það enginn sem er svona búin að vinsa þetta úr og ég held að þetta pólitíska svona kerfi sem að við höfum ekki alveg er ekki búin að finna leiði til að ráða við þetta og svo að þriðja sem við höfum gert að það er þessi algjörlega vantrú núna á því að þetta kerfi sem er byggt upp ég má segja frá loku síðar heimsstyrjaldar og gekk í gegnum svona ýmislegt eins og réttindabaráttu svartra á 7. áratugnum að sem þessi svona lýðræðislega frjálshyggja ný frjálshyggja stundum og þetta alls konar hliðar á henni en allar hvaða mynd af henni sem og hún hefur beðið skipbrot hvort bæði þá þessi réttindabaráttu frjálshyggja en líka þessi efnahagslega frjálshyggja og menn bara stór hluti af ráðandi öflum í flokkunum sem að réðu flokkunum bara stjórnum bara hafa ekki þessu völd lengur og þá bara hver hefur þá völdin og það það sem að flokkanir eiga alltaf rétt með að ráða við og þá það þessir einstaklingar sem að koma til með að svona samina og Obama gerði það augljóslega Trump búin að gera það sem 2016 af því að Biden vann ekki kosningarnar heldur tapaði Trump sko. Það var Biden, Trump sem var frambjóðandi sem þetta allt snýrist menn voru ekki kjósa Biden Biden var ekki einhvern veginn það var heillaði nú ekki menn kusana þegar hann var ekki Trump hann var ekki Trump já, svona safe hands og þannig að hver það sem að rísa upp núna og það var auðvitað vissi enginn um Obama fyrir hann fluttist að ræðu hvað 2004 en það var bara löngu glemt og svo bara allt inn í kemur hann og verður þessari frelsari til þess að bjarga flokknum frá þessi nýðurlægingu sem þú varst að tala en Trump, ég las frétt 2015 mjög þekktan bandaríska blaðamann sem mann ekki reyndar akkurat í öfnblikið hvað heitir en hann sagði sko eftir að Trump fór niður stigann þá kom sem sagt innihaldið var það að Trump veit alveg hann kemur aldrei til með allir vita að Trump á ekki eftir að vinna hann þessu bara til þess að auglýsa sig og bla bla en ég menn árið setna var hann kosin þannig að hver kemur það auðvitað að segja ég held að demokrata það auðveldara fyrir demokrata vegna þess að þar engin svona Trump þó hann fari þá kemur hann til með að skipta sér af hann verður að svælast fyrir þeir reyna að leika hann á þess að ná að leikan þannig að demokrata hafa svona þægilegra úr að spila en hver veit? Ég held bara að demokratar eru svo miklu sérfræðingar í að klúðra sínum málum að þeir munu sko við munum lenda í því að þetta endar í einhverju svona eins og þegar var milli Obama og Hillary svona tveir armar sem að sko báðir telja sig að tilkall til sko þessa að vinna og og prófkjöri drægist síðan sko út í það endalausa meiri sér líka sko þarna fyrir kosningarna 2016 þegar Sanders og Hillary tókust á og það voru nú stuðningsmenn Sanders sem að sko byrjuðu fyrst að kalla á það að Hillary væri spilt og hún ætti að fara í fangelsi þannig að þeir byrjuðu með sko rópin lock her up þannig að sko ég held að demokratarnir það er alveg líkur á því að við sjáum eitthvað svona AOC arm sko eða Mandani arm og síðan sko eitthvað svona, ég ætla ekki að segja Chuck Schumer en það verður einhver svona hefðbundin establishment demokrati og það verði einhver svona algjör skil í flokknum og hræðileg prófkjör og þeir fokkið þessu ég ætla ekki að þörftaka fyrir það T.D. Vance verði fórseti já konu útgáfa á honum það gæti ekki sko þannig að
það geti ekki, sko. Það ljóst að sko framtíðin eitthvað sem við sjáum ekki núna. Það bara reyla niðurstaðan þessu. Já. Það 3 ár allt og langur tími pólitík. Já, það er að gera svo mikið frá því að Trump tók við að ef það heldur áfram með sama hraða þá erum við að tala einhvern veruleika sem við getum ekki ímyndað okkur. Einmitt. Ég er að segja sko Gunnar með svo viðjandi og fái sko pólitíkus, afbrotafræðing og sagfræðing til þess að tala Trump. Mér finnst það meikar fullkomin sens. Ég fengi guðfræðinga hérna líka. Já. Og hagfræðinga. Ég einu sem kom hagfræðingur, Þorvaldur Gylfason, hann sagði að Trump myndi falla á Epstein-málunum. Og mér fannst það þá vera aðeins að taka út djúpt í árinni, hugsaði ég. En svo hefur þau málefni þróast núna bara undanfarnum dögum þannig að þetta er eiginlega miklu stærra mál heldur en... Það verður heimilisiðnaður næstu mánuðina að grafa sig í gegnum allt þetta flóða dóti sem að kemur að ná, það getur vel menn finna eitthvað sem er djúsi. Og það hlýtur að vera eitthvað þarna, sko. Ég meina, annars hefur Trump ekki látið svona, sko. Það er eitthvað þarna, sko. Það er eitthvað líka, menna bara, annars hefur Biden-stjórnin byrt þetta líka, sko, ef þetta væri bara Trump, sko. Og eitthvað republikanar, það eru fullt af, ég meina, bara eins og við höfum séð núna þetta dögum Summers. Herru, Friðjón, Margrét og Guðmundur, takk fyrir að koma hingað og tala Trump eins og við gerum alltaf á miðvikudögum, en við ætlum að fara að tala eitthvað allt annað hérna við rauðaborðið, næsti kafli eftir augnablik. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Þá ætlum við að ræða Gaza eins og oft áður. Hingað komin Magnea Marinósdóttir, alþjóða sjónvarpsfræðingur. Velkomin. Takk fyrir. Þessi samþykkt öryggisráðsins, það sem er samþykkt tillögu frá Bandaríkjunum og kannski Ísrael. Hvaða merkingu hefur hún? Já, hún hefur auðvitað þó nokkra þýðingu vegna þess að þetta er öryggisráð Sameinuðu þjóðanna og það voru 13 ríkja 15 sem að kusu með tillögunni og Rússar og Kína þeir sátu hjá og þetta er í raun og veru til að Trump-stjórnarinnar en það sem hins vegar vantaði í upprunalegu drögin var að það var ekkert minnst á fullvalda og sjálfstæða Palestínu en það voru Arabaríkin og svona sambandi ríkjas muslimska ríkja sem kom því til leiðar og í raun og veru líka bara út af því að meðalans það sem er gert ráð fyrir að það verði hérna friðargæslulið og það er semst gert ráð fyrir að það verði Arabaríkin sem að komi með liðsmenn inn í það og þetta er í raun og veru það sem þeir þá fenguðu þetta í staðinn og þannig að... Tillögin er það að Donald Trump takki yfir stjórn á Gaza? Jú, og þetta byggir á þessu að það verði þarna svo kallað friðarráð sem að hann fer fyrir og óviss hverju eigi að sitja í því og gert ráð fyrir því að þetta friðargæsluliði komið þá til með að leysa fylla upp þetta tómarum sem að kemur þá þegar ísraelski herinn dregur sér tilbaka og þarna verið þá skapað forsend til þess að sé hægt að vera með uppbyggingu og mögulega að teka skref í átt að fullveldi Palestínu en það er allt náttúrulega háð einhverjum skilyrðum og enn og aftur þá er ekkert heldur minnst á Vesturbakkann en það er raun og veru samt sem áður var heimastjórnin hlynnt þessu. Þetta er auðvitað það sem að skipti máli að þarna sé bindandi ákvörðun öryggis og Sameinuðu þjóðanna sem liggi þá að baki því að átökin hætti. Og Ísraelsmenn fari út. Já, fari út. Og svo komið þarna einhver friðarstjórn Trump og alþjóðlegir friðargæsluliðar og raunverulega hafi Palestínumenn ekkert með stjórn svæðisins að gera, sáralítið. En þarna er líka verið að hugsa til þess að þá verið þá óhindraður aðgangur mannúðaraðstofar og eins og staðinni núna þá náttúrulega það er að koma vetur og það er rigningar og þessi tjöld sem eru þau eru hríblek og það er alveg hörmulegt ástand sem mannúðarástand sem er á svæðinu og líka að þrátt fyrir það að þetta svo kallar vopnalíf hafi verið í gildi núna rúmlega 5 vikur þá er búið að drepa 270 manns á þessum tíma. Þannig að það verði þá raunverulega hægt að drepa fólk, koma mannúðaraðstoð til þeirra, koma að einhverju uppbyggingu
Suður-Afríku. En svo eins og allt í kringum Gaza og Palestínu þá auðvitað eru líka mjög undarlegi hlutir að gerast. Ég meina Ísraelsir ennþá með stjórn á 53% svæðinu og það komið fréttir af því að fyrir síðustu helgi þá hefði allt í einu komið bara leiguflugvélar með fullt af palestínumönnum til Suður-Afríku. Það voru eitthvað 153 farþegar. Engi þeirra var með stimpil í vegabréfinu að þeir hefðu yfirgefið í Ísrael eða hernumsvæðin með einhverjum hætti og þetta kom stjórnvöldin þarna í opna skjöldu en palestínumennir geta ferðast í Suður-Afríku og geta verið 90 daga án þess að vera með áritun og þegar að samtök, svona mannúðarsamtök sem starfa þarna, sem mann ekki hvað heita í Suður-Afríku, voru búin að samþykkja það að taka þessir að hýsa fólkið og á meðan minnskosti væri verið að skoða málið og hvað þetta gera að þá og svo voru sumir af þessum palestínumennum sem heldur svo áfram í önnur flug til annarra landa og svona samkvæmt fréttum sem eru kannski hvað skýrastar á Al Jazeera þegar kemur á svona raunverulega hvað gerðist að það var víst einhver listi í gangi þar sem fólk gat skrifa nöfn sín á listan eða vildi komast í burtu frá Gaza en það var víst voðalega óljóst hverjir standa á bakvið þetta þú veist hverjir eru með leiguflugvélarnar og þvíumlíkt og þetta náttúrulega ýtir undir það sem fólk hefur verið að segja að það eru þarna þjóðernishreinsanir og það er verið að reyna að koma bara fólki í burtu með skipulum hætti og svo hefur verið bent á það að núna í tengslu við aðgerðir Trump gegn innflytjendum og eins og Suður-Afríku að þeir einu sem geta í raun og veru komið til Bandaríkjanna frá Suður-Afríku eru hvítir Afríkumenn og þetta sé einhvers konar þetta sé einhvers konar það sé einhvers konar samkomulega þarna bakvið sem að þó enginn veit af eða slíkt en þetta er kannski bara samsæðiskenning, ég veit það ekki en Suður-Afrísk stjórnvöld hafi samþykkt að taka við palestínumönnum gegn hverju? Gegn því að Suður-Afríkumenn gæti farið til Bandaríkjanna og en svo á sama tíma finnst mann þetta ekkert endilega líklegt út af því að þetta kemur ríkisstjórninni mjög á óvart virðist vera og það er Suður-Afríka sem er með mál og hóf þetta mál gegn Ísrael fyrir alþjóðadómstólnum að þeir vera að fremja þjóðamorð og brota alþjóðlegum. Þannig að það er svona margt í gangi og svo auðvitað er hafa undanfarið komið í ljós líka komið í ljós hver hefði í raun og veru lekið upplýsingum innan úr hernum í sambandi kynferðisofbeldi sem hermenn er að fremja á föngum og hún gaf sér fram þessi yfirlögfræðingur sem að hjá hernum og sem ég man ekki hvað heitir en það komið fréttar af því hvernig hún einhvern veginn hún fannst ekki hún fannst ekki og svo fannst hún og nú er búið að saka nú landráð og fleira og það er áhugavert í sambandi við þetta brot að leka trúnaðarupplýsingum og kannski endurspegla pínlítið heiminn og hvað margt er orðið lítið brenglað þegar að þú lekur í raun og veru upplýsingum aðgerðir á vegum stjórnvalda sem eru samt brota lögum en það er samt sem sagt brota lögum og glæpsanlegt og þá ertu sakar landráð og þannig að mér finnst þetta bara gera auðvitað tilefni til þess að endurskoða hvenær þú gerst brotlegu við lög þegar þú lekur trúnaðarupplýsingum ef að trúnaðarupplýsingarnir í raun og veru koma upp það að þú ert að fremja glæp og við erum alltaf að tala að reyna að byggja upp einhvers konar fælingu gagnvart því að fólk sé að brjóta lög og sérstaklega brjóta mannréttindi fólks og brjóta lög í hernaði og kynferðisofbeldi í stríði náttúrulega hefur verið fylgifiskur stríðs og það er búið dæma fyrir það fyrst eftir Bosníustríði og Rúanda og ákæra menn og þeir hafa fengið fangelsisdóma í kjölfarið og það er ýmislegt búið að gera til þess að reyna að byggja upp fælingamáttin en samt gerist þetta ennþá og auðvitað í svona trausti þess að þetta gerist ekki síst þegar menn eru í haldi hins aðalans og þú heldur að enginn komist að þessu ef maður sér myndina, maður sér samt sem áður að þeir eru samt sem áður að passa upp að það enginn sjáu vegna þess að þeir nota skildina sem þeir eru með svona eins og óverðalögreglur eru með svona stóra skildi og þeir fara í kringum mannin og eru með skildina til þess að sjáist ekki hvað er að gerast en svo sést maðurinn þarna í lokin og svo voru líka
mannréttindasamtök á Gaza sem heita Palestinian Human Rights Center eða palestinsku mannréttindasamtökin og þau eru mjög öflug og þau í raun og veru þegar það var búið að skera úr það að lögsa alþjóða sakamáladómstólsins næði til hermyndusvæðina þá hafa þeir í raun og veru skrifað skýrslur og sendt til dómstólana, alþjóðadómstólsins og alþjóðasakamáladómstólsins hluti sem þeir telja sé brot á mannúðarlögum, meðal annars bara herkvíin og hún sé brot og fleira og þeir sem sagt voru núna nýverið að birta skýrslu þar sem hefði verið að tala við fólk á Gaza, palestínamenn sem hefði verið haldi hersins og orðið fyrir ofbeldi, kynferðisofbeldi bæði konur og kallar og þetta eru vitnisburðir og þeir sem sagt, þetta er vitnisburður fólks, þetta eru ekki myndir eins og lágu út úr fangelsinu á Vesturbakkanum eða í Ísrael en þetta eru mjög og þetta er ekki lestur fyrir viðkvæma myndum að segja, þú veist, út að þetta eru bara lýsingar á hræðilegu kynferðisofbeldi og misþyrmingum og limlestingum. En varðandi yfirlögfræðingin sem er sakaður landráð er ekki þannig að þegar ríki er í stríði að þá gilda oft allt aðrar reglur að það sem að við erum í stríði að þá er leki á öllum upplýsingum alvarlegri. Þetta er ekki orðið að þegar stríði byrjar að þá sveigjast allar reglur. Já, þær eru samt til staðar og og þannig að og líka þetta eins og í þessu tilviki þá náttúrulega verið uppljóstra, þetta er eins og uppljóstrun, það eru uppljóstra brot á alþjóða eða mannúðarlögum og reglum þeirra sem að halda fólki eru með það í gæsluvarðhaldi eða varðhaldsvist. Þannig að þessi lög gilda auðvitað á stríðstímum. Brot, en lekinn getur orðið alvarlegur þar sem að ríkið er í stríði. Ég bara veltaði fyrir mér, það er stundum þegar það eru stríð og þá skilgreiningarnar allt aðrar og skildur borgarinn allt aðrar. Já, það hefur reynda komið svolítið mikið í ljósi í tengslu við Úkrænustríðið að það eru takmarkanir á málfrelsi og fjölmiðlafrelsi og fleira sem hefur verið réttlætt með því að hagsmunir, að þjóðarhagsmunir Úkrænu séu það mikilvægir í þessu stríði gegn Rússum að það réttlæti það að það sé ekki verið að séu setta takmarkanir á ákveðna hluti og ákveðin réttindi sem að þykja þá sjálfsögð á friðartímum. En ef maður fara aftur á samþykktinni, að hún er það að komi þarna ný stjórn yfir. Ekki allt Gaza. Ísraelsmenn mun ekki fara frá öllu Gaza, skilja eftir eitthvað svona buffer þar sem þeir ætla að geta varið sig þá eru þeir inni í Gaza, ekki Ísraelsmegin. En hugmyndin er svo að þessi stjórn taki yfir, hvað er að segja, 70+% af Gaza. Já, náttúrulega bara Gaza í raun og veru eins og það leggur sig kannski fyrir utan þessa meðfram landamærum við Ísrael. Og svo eitthvað svona svæði þar fyrir innan sem er eitthvað svona... Já, nákvæmlega. Hver er tímaraminn á þessu? Er þetta eitthvað sem á að fara að drífa í bara í næsta mánuði eða verður unnið að þessu hægt og bítandi og kannski svona páskarleitið Já, satt að segja, þá veit ég ekki hver tímaraminn er. Ég veit ekki hvort hann var, ég er ekki viss um að sé samþyktinni, og það er heldur ekki vita hverju eiga að vera í þessu friðaráði og þannig að, og það er heldur ekkert ríki búið að bjóða fram hersveitir til þess að taka þátt í friðargæsluliðinu og svo á sama tíma og heimastjórnin hefur lýst yfir opinberlega og hún sé samþykkt þessu. Það er það heimastjórn á Vesturbakkanum? Já, heimastjórn Palestínu sem er á Vesturbakkanum að þá hefur Hamas lýst yfir að þessu mótfallnir þessu og það er náttúrulega gert ráð fyrir því að þeir afvopnist og komi ekkert að stjórn Gaza eða bara Palestínu yfir höfuð og eins og utanríkisráðherra Palestínu sem var hér í heimsókn, hún sagði að
svo framalega sem að til dæmis Hamas bara samþykir tilvist Ísraels og tveggja ríkja lausnina, að þá sé ekkert sem mæli fyrir sem mæli gegn því að þeir bjóðu sér fram ef og þegar þingkosninga verða. En þarna náttúrulega bara gert alferð ráð fyrir því að þeir komi ekkert að stjórn, en hvað framtíðin beri skaut sér auðvitað erfitt að segja. Hamas-liðið að segja að þetta sé ekki í þá í takt við vilja þjóðarinnar, og þeir náttúrulega halda því fram, en maður svo sem veit ekkert, maður hefur ekkert beinlínis séð kannski hvað palestínska þjóðin vill, annað en að hernámið hætti og þeir geti bara haft sitt eigið ríki og losni undan þessum kerfisbundna ofbeldi. Það er lengi palestínsku þjóðina. Nei. Við getum gert ráð fyrir að það séu ýmis sjónarmið uppi. Margir vilja bara allt frekar heldur en það ófræðdráðstöð sem er búið að vera. Já. Eins og stundu þegar þjóðir eru undir árásum og innrásum, þá verður vaknar upp þjóðerniskennd og menn vilja allt frekar heldur en að sá sem réðst inn fái sínu fram, eins og Ísraels er að mörguleita að fá fram. Kröfurnar sem eru lagðar á Hamas og palestínumenn eru svolítið svívirðilegar. Hvar eru það? Til dæmis eins og þú nefnir að viðurkenna Ísrael. Á meðan að Ísrael eru vel ekkert að viðurkenna Palestínu. Nei, og það kemur enn og aftur í ljós að það var ítrekað sem sagt að ríkisstjórn Benjamin Netanyahu og þeir væru ekki að samþykkja tilvist sjálfstæðs ríkis Palestínu. Er það ekki tómt mál að vera að tala eitthvað tveggja ríkja lausn? Jú, sko, eins og Ísrael viðurkennir ekki hitt ríkið. Nei, nákvæmlega, og eins og staðan er núna þá virðist aðalmálið vera þetta að stöðva stríðið, að Ísrael dragi sig af svæðinu, í staðinn komi einhverja öryggistryggingar þá sem eru þetta friðargæslulið. Þetta vilja síðan þessar hersveitir sem koma inn, og ef það er eins og er gert ráð fyrir verða aðalega og rauðum annara Araparíkja, þeir hafa engan áhuga því að fara í eitthvað stríð við Hamas. Hamas er að vera búið að afvopnast áður. Nákvæmlega. Og þá er spurningin hver á að stýra því. Ég sé þetta bara ekki. Og það er akkurat mjög óljóst líka, hvernig á að afvopna Hamas og hvernig á að koma í veg fyrir það að þeir haldi áfram, sem sagt, að reyna að vera undir vopnum. Og þú veist, þannig að það er í sjálfu sér það er bara margt óljóst, og þetta sérstaklega í ljósi þess að þeir sem eru á móti þessu eru semst Hamas-liðar og ríkisstjórn Benjamin Netanyahu í raun og veru, miskustu opinberlega. Þannig að en samt sem áður öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, því það náttúrulega þau ríki sem eru þar, að þau styðja við bakið á þessum aðgerðum að þarna dragi Ísraels her sig tilbaka, og þetta er kannski eina í raun og veru þá tryggingi fyrir því að þeir geti þá gert það á þess að eiga að vona því að það verði þá árásir frá Hamas-liðum. En þetta er alveg satt, eins og þú segir, þetta er allt mjög óljóst, og þetta er búið að vera óljóst mjög lengi, og það einhvern veginn skortir dálítið mikið skilleikan í þessu og hvernig á að framkvæma þetta, út af því að forsendurnar eru ennþá þær sömu. Þú veist, palestínumenn hafa í raun og veru enga aðkoma að þessar ákvarðanatöku. Þetta eru önnur ríki, það er enginn sem búin að bjóða fram hersveitir í friðargæslu. Hamas er á móti þessu, ríkisstjórn Ísraels á móti þessu. Þú veist, það er ekki vita hverju hefur verið í friðargæsluliðinu, þannig að ég held að það sé náttúrulega, þá er þetta bara ákveðin þrýstingur auðvitað þegar öryggisráðið er búið að taka þessa bindandi ákvörðun. En það vantar leiðina. Því að Ísraelsmenn segja líklega, við munum hörfa þegar Hamas er búið að afvopna sig. Já. Og Hamas segir að við getum mögulega að afvopnast ef Ísraels er farin. Og ef maður ber þetta bara saman við til dæmis bara Norður-Írland og írska lýðveldisherinn og þú veist, friðarviðræður, það náttúrulega tók mjög langan tíma, og það var ekki fyrir en það var búið að semja sig niður á ákveðna niðurstöðu sem að afvopnun átt sér stað í kjölfarið. Og gönguleiðin eftir einstíðinu var algjörlega teiknuð upp. Já, nákvæmlega. En þarna er þetta ekki. Þetta er til að það sem að er lögð fram af Bandaríkjunum og með aðkomu Ísraels. Og hún er síðan lögð fyrir öryggisráðið samþykkir það, en staðan er meira að minna svo sama. Þetta er óframkvæmuleg. Já, og líka bara út af því að þetta, eins og segi, að Palestínumenn kom ekkert að þessu. Það er aftur verið að gera þetta svona, það að ríki Palestínu verði fullvalda, það sé þá skilyrt, og það er meðal annars skilyrt að því að, eins og segi, að heimastjórnin fari í nokkuð skonar
eins og kallað bara endurhæfingu nánast og Hamas fari frá og þannig að það komi stjórnvöld sem að við getum lengt okkur við, gæti Ísraels menn sagt. Já. Sko, það sem að manni finnst skrítið við þetta að þetta verið fyrir að byggt á svona einhverju óskhyggju Donald Trump að það sé hægt að búa til frið með einhverjum hætti og sína einhver svona myndir af því hvernig þetta gæti verið í framtíðinni og hann verði yfir einhverju og þetta er flott nafn á þessu, friðarstjórnin og vísar eiginlega frekar í svona fyrirtækjastjórn heldur en landstjórn. Já. Og talar að hann hafi séð að koma með frið sem hafi ekki verið þannig í 3000 ár held ég hann hafi sagt síðast. Já, já. Og það hann er bara þar svona og hann setur sig ekkert inn í svona megin atriði deilunar og þar alveg er ekki í lausninni hans nein lausn að rekja upp vandan sem hann fyrir var vegna þess að hann sér hann ekki. Nei. Þannig að hann bara kastar upp einhverju tilboði og heldur að allir sem eru bara að stríða og eitthvað svona segir bara já, þetta er bara miklu betri heimur, koma þangað. Og hann er bara svona. Það sem er mjög steyla skrítið að þetta farið bara gegnum öryggis- og Sameinuðu þjóðanna og líka þegar upphaflegu tilraunir voru kynntar að voru allir Evrópuleiðtogarnir bara voru rosalega ánægðir með þetta og það sem ég eiginlega skil ekki, akkur hefur svona vörn bara eðlilega skynsemi, akkur hún bara gefið eftir einhvern og er bara eiginlega hvergi til og Arabaríkin sem að kannski að reyna að ná inn að einhverju að semja það að kannski ef til vill muni verða stemt að eitthvað sem að kannski allir vita fyrirfram að jú, það er betra að hafa það, en þetta er ekki lausnin, sko. Nei, nákvæmlega. Ég skil ekki okkur þetta máli komið þetta. Já. Nei, það er í raun og veru alltaf óskiljanlegt og það er náttúrulega, eins og ég segi, það er eins og að Palestína lýsi yfir sjálfstæði 1988, ég meina það var alveg 80 eitthvað ríki sem að studdi það strax frá upphafi, svo ríki sem hafa komið þetta fram eftir allar þær hörmungar sem búin að eiga sér stað núna og lýsa yfir stuðningi sem er í raun og veru svona vissan hátt merkingarlaus sko, í ljósi þess hvaða aðstæður eru komnar og hvernig ástandi hefur sífellt farið versnandi eftir 2005 og 2006 eftir kosningarnar raun og veru, bara síðastlega 20 ár og þessi stað er komin upp og á vissan hátt þá finnst mér bara eins og að einhvern veginn, það er einhver uppgjöf í þessu líka. Já. Það eru uppgjöf í þessu, það er svona, Bandaríkin er þarna, besti vinur Ísraels, látum þá bara þetta og við getum, Evrópuþjóðirnar koma þá eflaust með einhverja fjármuni inn í uppbyggingarstarf og inn í mannúðaraðstofuna og þvílíkt, en þegar kemur, virðist vera að sko pólitíkin í þessu öllu saman, að það er eins og sé bara ákveðin uppgjöf gangi og þú veist, það sé bara búið að ákveða það að styðja þetta og vonast til þess að þetta þá leiði til þess að átökin minnskosti hætti og leið náttúrulega er afleitt þrýstingi á ríki að gera eitthvað og nota þær friðsamlegu leiði sem hafa alltaf verið til staðar til þess að láta minnskosti vanþóknun sína í ljós. Það fannst mér enginn að viðbröðum þegar tillagan kom fram upphaflega hvað Evrópa var fegin að þurfi ekki að halda áfram að beita þrýstingi á Ísrael. Já, eða sko almenningur er að beita sín stjórn til þrýstingi. Ekki almenningur, ég tala sko stjórnmálastéttina í Evrópa, hún andvarpaði bara. Já, ég veit að, út af því að þeir eru undir, sko, einhver var að segja við mig daginn að þeim fyrst fólk ekki almenningur ekki nóg hafa verið aðgert en almenningur allstaðar hefur verið að mótmæla og reglulega og verið með alls konar þrýsting og sniðgöngurhreyfingar og ég veit ekki hvað það er bara stjórnmálastéttin sem hefur ekki brugðist við og verið mjög treg til þess og svona og endanum einhvern veginn, ákveðin feginleiki að Bandaríkin komi þarna fram og bara taka af skarið og þau geti svona bara sagt, nú getum við kannski sett þá bara eitthvað peningi í uppbyggingstarfi eða mannúðaraðstöðum sem ég var að segja. Þó svo kannski enginn hafi trú á því að þetta muni halda eða leiða til neins eða. En það, mér finnst rosalega uppgjöf og það er auðvitað mjög dapurlegt og auðvitað mér finnst að allir vestræna lýðræðis
Ísraelsríki ættu auðvitað að standa að baki því að fullveldi Palestínu sé virt skilyrðislaust. Þetta er náttúrulega orðnar alveg rúmlega 150 þjóðir sem hafa viðurkennt Palestínu, en það þarf að búa til einhverja lausn þar sem með aðkomu Palestínumanna, þannig að það verði þarna fullvalda ríki. En þetta heldur áfram að vera svona háðum skilyrðum og í raun og veru endurtaka bara sömu mistök og þegar Oslosamningurinn var, sem að einmitt alltaf svona skilyrði, þú veist, og alltaf að eins og þurfa að fara í gegnum hverja prófun og fætur öðru bara til þess að eiga það skilið að fá að búa í þínu ríki og það sé fullveldi þessi virt. Út af það auðvitað myndum að halda að það væri betur farveg fyrir frið að fullveldi væri bara virt skilyrðislaust eins og ávið í tilviki Ísraels. Landamæri í Palestínu varin fyrir þessum svakalega nágranna sem að vilja ekki við landamæri. Nákvæmlega, og þá hægt að byggja eitthvað þar upp og það verður auðvitað þá mögulega hægt að koma upp einhvers konar öryggistryggingum fyrir báða aðila og þú veist, í sambandi við landamæri og fleira. En það að ríki Palestínu sé í raun og veru eigi bara rétt að sé svo framalega sem Palestínumenn gerir þetta, gerir hitt og gerir hitt. Það svona skapar ákveðinu ómöguleika vegna þess að meðan að hernámi stendur, hvernig átt að það uppfyllta einhver skilyrðum sem eru þá forsendið þess að þú eigi skilið að verða fullvalda þjóð og það sé virt. Þannig að mér finnst einhvern veginn að þetta er alltaf í sama farveginum og það er alveg búið að sýna sig öll þessi ár og alla þessa áratugi, þetta er ekki rétta leiðin og alltaf einhvern veginn heldur alþjóðsamfélag áfram á sömu leið og mann finnst þið bara alltaf vera að grafa hóluna sko dýpra og dýpra og þú veist, og hvað gerir svo? Ég eins og segi, ég meina Það er ekki leið að þetta munni úr þessu verði ykkur raunhæf leið. Finnst þið upplifur það? Mér finnst það bara svo erfitt að spá fyrir það. Þú veist, núna minnskosti alvaran í því að minnskosti að stöðva stríði virðist orðinu auðvitað meiri þegar öryggis- og Sameinuðu þjóðanna er þarna baki. Og en síðan eins og segir það hvernig á að fást við eins og þegar við erum að átakafræði, þú veist, þú ert að reyna að ná einhverjum ákveðnum markmiðum og hætta stríðsátökum og ná fram friði, þá þarfst að eiga við þá sem eru mótfallnir til honum sem koma fram og það er kannski verið að reyna það á bakvið lukta dyr að eiga við mótstöðuna hjá Hamas-liðunum og líka mótstöðuna sem er inn í ríkisstjórn Benjamin Netanyahu út af því að ef allir eru ekki á sömu blaðsi þá nú vanalega þú veist nokkuð ljóst að hlutnir gangi ekki upp en auðvitað Bandaríkin með gífurlega mikið áhrifavald og bæði Ísraelsmegin og auðvitað hafa þau líka áhrif á Arabaríkin. Já, en það ekki líklega að þau nái að hemja Ísrael að mestu, svo þeir haldi áfram svona að flytja fólki í burtu, túlki einhverja atburði þannig að þessi brota vopnahléi og gera einhverja loftárásir, þannig að verði frekar eins og svona frosið ástand. Jú. Frekar heldur en að við séum að fara í eitthvað skref í eitthvað átt, sko, því að leiðin er svo veik. Já, nei, ég meina þetta náttúrulega gerðist eftir upplýst Sovétríkina, þá urðu svona átök sem voru bara kallin frosin átök og það fannst aldrei nein lausn á þeim sem var öllum þóknanleg og þannig lagað, en sko svo auðvitað raun og veru auðvitað þú veist, ætti að vera mikið þrýstingur bæði ríkisstjórn Benjamin Netanyahu og þó að ég viðkenni alveg og sé samþykkt því að Palestínumenn eigi að fá að ráða sínum málum og ákveða hvernig þeir haga síðan sinni stjórn og þegar þar að kemur þingkosningum og hverju bjóða sér fram og svo framvegis, að þá finnst mér samt sem áður auðvitað að Hamas samtökin þurfu líka að hugsa í raun og veru hvað er mögulegt að gera þarna en svo að sama tíma þá finnst mér þessi krafa
sko afvopnun þegar það meira þess að þú veist réttur sem varin samkvæmt alþjóðlegum að þú getir gert uppreist gegn hernámi og gegn árásum sem eru gerðar á þig. Þannig að þú veist, það líka svo flókið, þannig að þetta fer enga svona hefðbundna sátta miðlunar leið eða samningar leið, friðarsamningar leið eða þú veist, og afvopnun kemur þá í kjölfarið. Þetta er ekki byggt á nefnir sögu vegna þess að sá sem að semur þetta, hann þekkir ekki söguna. Já, nákvæmlega, og ég meina, það er spurning. Ég hugsa að sko afvopnun eitt, en eitt að taka allt vopnabúrið, setja það einhvern varinn stað, láta bara einhverja vinaþjóð Palestínu, einhver arbist ríki bara, þú veist, að hafa auga með vopnabúrinu og það sé ekkert aðgengilegt Hamas-lífum á meðan að vera að reyna að koma mannúðaraðstofan inn og þú veist, og það sé trygging fyrir því að það verður ekki gerað frekar árásir frá Ísrael og þetta verður síðan bara hluti af vopnabúri sko palestinsku öryggisveitana sem að nú þegar eru til og auðvitað palestínumenn ekkert ánægðir með vegna þess að þeir tala oft tvöfalt hernám vegna þess að þarna svo mikið samvinna á milli Ísraels hers og öryggisveitana palestínumanna. Þannig að þú veist, það líka bara spurning hvaða leiðir hægt að fara að setja marki. Þetta að fara einhverja millibilsleið eða þú veist, hvað þýðir afvopnun, þú veist, og svo framvegis. Ég meina, það er að gera upptæk vopnin, það er að koma í vörslu einhvers sem bara vörslaðali. Er ekki vandi palestínumanna sá að það er ekkert ríki í heiminum sem að hefur svona beina hagsmuni af því að styðja frelsisbaráttu þeirra? Almenningur gerir það á svona siðferðislegum og réttlætislegum sjónarmiðum, en ríki taka oft ákvarðanir bara út frá sínum eigin öryggishagsmunum. Já. Og það er ekkert ríki sem að hefur þá öryggishagsmuni að setja sig af einhverju hörku upp á móti Bandaríkjunum Ísrael til þess að styrkja stöðu Palestínumanna. Þetta náttúrulega kom dálítið vel í ljós þegar þessi svokallar Abraham-samningar voru gerðir einmitt við 4 arbaríki sem að fannst það ekki tiltökumál að það var ekki lengur skilyrði samkvæmt fríðarfrumkvæði arbaríkjanna frá 2002 þá var það gett skilyrði að stjórnmálasamband og öll viðskiptasamband og fleira við Ísrael séu eingöngu eðli svo framalega sem að það ríki Palestínu orðið fullvaldi ríki en þetta var þessi var bara vikið til hlíðar við gerð þessar samningu og það var verið að gera samning, það var samningu við Sádi-Arabíu í farveginum þegar árásir Hamas voru gerðar og þá höfðu bæði heimastjórn Palestínumanna og Hamas liðar mótmælt þessum samningum út af þeir sögðu þetta algjörlega vera jaðarsett okkar deilu og það ekki gert skilir að þú veist, Palestínumál sé leyst. Þannig að það var svona farvegurinn sem þetta fór í en það voru samt Sádi-Arabíu voru samt búin að gera einhverja kröfur það veri hort til lausnar á Palestínumálinu, svo kallega. En síðan þetta bara gerist þessi gagna árás í Ísrael sem að fer þá náttúrulega út í það sem hún fór í að það er bara verið að fremja þjóðarmorð á fólki og reyna að hreinsa svæðið af Palestínumönnum og það er í raun og veru alveg með ólíkindum að það hafi komið fram tillaga að hálfu tveggja þjóðarleiðtoga Donald Trump og Benjamin Netanyahu að það ætti bara að fara með alla palestínumanna í burtu og vera að leita að ríkjum til þess að taka á móti þeim og það er alveg þetta er svona á okkar núna á 21. öldinni það heyrir maður ekkert af þessum svona einhverjum nauðungaflutningu fólks af einhverju landsvæði þar sem á að byggja bræðstrandabæ þannig að það er allt auðvitað mjög furðulegt og skrítið í kringum þetta og mjög óhefbundið myndum að segja. En maður myndi ætla að friður á þessu svæði verið mikið atriði fyrir Evrópu og Arabaríkin. Já, vissulega. Það er kannski verið gaman að sjá þau ræða saman hvort þau getur beitt sér í því því ég held að það sé líklegra að þau finni einhverja leið til friðar heldur en Bandaríkin og Ísrael. Já, og ég hef meira þess að aðeins vera að svona komið þá til að það er bara haldið upp á 40 ára afmæli leiðtogafundarins á Íslandi með að bjóða bara öllu liðinu að koma í höfða og ræða málin og finna þessi þráður Trump og Netanyahu er hann muni bara, hann lítur að slitna
Já. Eitt í sambandi við svona óraunsæði sem oft í alþjóðastjórnmálum, og þú nú alþjóðastjórnmálfræðingur. Eins og ég var að tala að þegar Trump og Netanyahu koma með þessar rammana þessum samningi, að þá verður svona fegileika stuna á stjórnvöldum í Evrópu, að þau þurfu ekki að beita sér og kannski gangast við einhverju tillögu eins og sömuleitt í öryggisráðinu sem að kannski ekki stendst eiginlega ekki í skoðun. Eins og tillögurnar þeirra á blaðamannafundinum í Hvíta húsinu, hún stendst ekki í skoðun þessi tillaga. Hún bara getur ekki haldið. Annað sem að þú nefndir Úkraínustríðið, þá hefur maður verið að fylgjast með að það hluti af svona gullforða og gjaldeyrisforða Rússar geymdur í Belgíu. Og ég heyri ekki betur en að Evrópuþjóðirnar séu búin að ráðstafa þessum peningum, mér liggur að segja 18 sinnum, því að Zelenski fer til Svíþjóðar og kaupir 150 þotur fyrir hennar pening, svo fer hann til Frakklands og kaupir 150 þotur fyrir hennar pening. Evrópa samþykkir að nota hennar pening til þess að kaupa vopn frá Bandaríkjunum. Evrópa samþykkir að nota hennar pening til þess að endurbyggja Úkraínu eftir stríðið, og þetta bara eins og peningarnir frá frunni í Hamborg, og maður að velta fyrir sig á hvaða stað eiginlega umræðan í Evrópu alvarlegustu mál Evrópu. Ef að þetta viti sem í þessu, því að það eins og bara viti sem bara farið. Þeir eru ekki eftir þessu. Þeir eru margs sem búin að eyða þessum peningum, ég held 14 sinnum. Já, þeir eru að leggja hald á þessa fjármuni sem að öllu líkindum ómögulegt. Já, í bönkunum. Belgía mun aldrei leyfa það, vegna þess að því það mun enginn leggja inn peninga í belgíska banka eftir það. Þannig að í fyrsta lagi þá munum þeir aldrei geta náð þessu pening. En þar fyrir utan þeir eru búin að eyða honum aftur og aftur og aftur og aftur. Já, fyrirfram. Hann alltaf svona lánalína í raun og veru, svona fyrirfram gert ráð fyrir að þú fái peningin. Já, og sem eiginlega hjartað og nýrun og lifrin og allt saman í allri aðstóð Evrópu til Úkraínu að þessi peningar sem að ég held að allir gera sér grein fyrir að verða aldrei notaðir. Nei. Og þar sem þeir var aldrei notaðir, að þá getur náttúrulega ráðstafað 14 sinnum vilt. Já, nákvæmlega. Þetta allt bara orðið í þykjustunni. Já. En það akkurat máli, en þetta náttúrulega líka bara endurspeglar mismunin þegar kemur að afstöðu til gagnvart Úkraínu og auðvitað Rússum sem gerðu þetta innrásarstríð. Og við erum mikið að tala vopn og vopnasölu og að Úkraínumenn fái bara öll vopnin til þess að verja sig og það verða að vinna, þú veist, sigurinn verða þeirra, hernaðarsigurinn og þannig að já, maður er svona velta fyrir sér, það er auðvitað engin greinlega tilbúin að gera bara það sem var gert eins og í Bosníu og svona árás íhlutin nafni mannúðar, bara hernaðar árás eins og var gerð á Serba tvísvar til þess að bara stöðva þeirra aðgerðir. Það verðist engin vera tilbúin að gera það gagnvart Rússum. Já. Ég held að Rússland kjarnorkuveldi. Já, ég veit það. Og þannig að þetta er leiðin sem er farin, það er að senda þeim öll þessi vopn. Og svo á sama tíma var það var heimsþing kvenna og það er náttúrulega kannski minna farið fyrir einmitt umræðu þú veist, þessar stríðsglæpi sem eru frammi fyrir utan ránið á börnunum og veist, af þessum skilyrðum 5 skilyrðum sem eru að þjóðmorsi í gangi þar að eiga 4 við Ísrael og Palestínu og 1 við Rússa og Úkraínu og það eru börnin sem eru tekin og bara rænt og maður veit ekki hver örlög þeirra verða og það er verið að fylgjast með þessu með það er svona staðsendingabúnaður sem að Yale-háskóli er með til þess að þú veist að geta fylgst með svona hreyfingum yfir landamæri og ýmislega svona og Evrópuráðið náttúrulega er að vinna í þessu og Kolbrún Gylfa sem þingkona og sem í raun og veru að vinna með Evrópuráðinu í þessu máli en það sem er líka að því á heimsþingi kvenna þá komið með sendinefnd frá Úkraínu, þingmanna sendinefnd og svo önnur sendinefnd kvenna það sem var utanríkisráðherra Úkraínu var í og frankastjóri jafnréttisstofu hjá þeim og fulltrúi kvenréttindasamtaka og fleiri og það var haldinn hliðarviðburður þar sem að þær voru að kynna bók sem þar sem hefur verið að tala einmitt kynferðislega ofbeldi sem að Úkraínumenn sérstaklega á
eins og þau kalla þetta tímabundnu hernumdu svæðunum. Þau segja alltaf tímabundnu hernumdu svæðunum. Og og það sem að fólk algjörlega upp á náð og miskun þeirra sem fremja þessa glæpi er svona sálamorðingja. Og þetta alveg hryllilegt náttúrulega það sem í gangi. Þetta gerist við landamæri, þetta gerist þegar fólk tekið í gæsluvarðhald og þetta bara gerist þegar einhver kemur heim til þín og svo framvegis. Þannig að og það sama sömu fréttir eru auðvitað og uppljóstarinn eru að koma núna í ljós í sambandi við Gaza og Vesturbakkann og þannig að já, mér finnst líka bara þú veist, hvernig hægt að stöðva þessi stríð þar sem að verið að fremja svona hryllilegt ofbeldi og limlestingar og barsmiðar á fólki og það bara endalaust, verið að dæla auðvitað pening til þess að vinna óvinnin en það og eins með Gaza með valdboði kemur einhver svona friðarlausn og og þar sem að fólki kemur ekkert að því að reyna að semja frið. Þannig að maður svona farin að velta fyrir sér að það þykir svo sjálfsagt bara að endalaust að fjármagna stríðið og á meðan að halda hörmungunar áfram, fólk deyr og limlest og fleira en það og svo það stöðvað með þeim hætti sem að það sem fólk hefur ekkert það að segja, hvernig það gert og já, þannig að maður svona farin að setja líka bara spurningamerki við hvernig alþjóðasamfélagi í raun og veru haga sér og finnst eðlilegt að reyna að gera út stríðsátök þar sé stöðvaði. Það sér ekki nema hard power eins og sagtir, bara sjá ekki soft power og hafa enga trú á því að þó að allir viti það sé eina leiðin til þess að koma á friði þá eins og stjórnvöld lítir svo á að þau hafi ekki valkostum annað heldur en að beita bara hörðuvaldi. Já. Sem að þá bara, ég veit ekki hvað að kalla þetta, þá bara einhvern menningarleg hnignun sem orðið í. Og í einhverjum, það getur svo sem verið að það sé rétt í einhverjum tilvikum, það kannski bara ómögulegt. Ég veit ekki hvort það hægt að semja eitthvað við Putin og hans ríkisstjórn. En ég veit ekki. Þú leggur bara stað, það gamla leiðin, þú sendir bara eitthvað. Já, en ég veit. Hann gengur ekki, þá bara sendur næsta. Já, en ég veit bara ekki heldur hvort það hafi raunverulega verið reynt og vera með eitthvað svona sem dregur úr spennu. Og maður mikið gagnrýndur ef maður voru sér að segja að Austurstækkin hafi á einhvern hátt verið ögrun en á sama tíma þú veist þegar það sagt að það margir aðrir hlutir sem koma inn í þú veist við gagnvart Úkrænumönnum og þeir séu ekki sjálfstæð þjóð, þeir séu raunverulega bara Rússar og alls konar stórveldi straumar og ég veit ekki hvað þetta blandast allt saman, það engin ein kannski ástæða og leiðtogar skipta gífulega miklu máli og það flókið land og við höfum séð það bara í öllum kosningum frá hruni Sovjet að landið að einhver leiti klofi þannig stórir hópar sem að skilgreina sig sem Rússa og það heldur ekkit gagn í því að fara alltaf einfalda þetta það séu bara saminuð úkrainska þjóðin á móti innrásinni, það ekkit þannig. Já, nákvæmlega. En til líka stuðningur við það að leita friðar náttúrulega yfirgnæfandi í Úkraínu. Þar upplifir fólkið náttúrulega að það ekki árangur af þessum aðgerðum. Og í raun og veru þá alveg spurning, hægt að fæða Úkraínumenn það mikið að þeir vinni hernaðarsigur og það markmiðið? Eða markmiðið að búa til það sem heiti bara svona stálin stinn, stalemate, það sem að þú veist árangur hvors fyrir sig orðin það tapmarkaður að það bara, og það verður til þess að menn setjast niður og segja ok, nú setjast við niður og reynum að semja vopnahlé og reynum að semja frið og þessi svæði sem ræðir sem eru hernum og fleira. En það sem að maður sé líka bara að svona almennt kannski að vera með í raun og veru svona stjórnareinstrekstur diplomasíu sem að dregur úr spennumögnun, tókstreitu, þú veist, og það kannski erfiðar í dag út af samfélagsmiðlum og það við erum alltaf að tala um að það svo mikið misvísandi upplýsingar og falsfréttir og það ýtt undir ákveðin svona það áróður í gangi og þetta getur ýtt undir alls konar ótta og kannski frekar vilja til þess að grípa til vopna frekar en að setjast niður og fara að ræða málin en það einhvern veginn, já, það svona dálítið frá því að
að semja, gera málamiðlanir, þú veist, í svona samningaviðræðum þá náttúrulega vanlega fær enginn allt sitt fram, það verður að gera einhverja málamiðlanir í þá friðar og svo haldið áfram. En að þú veit að vitna í samfélagsmiðla og hvernig umræðan að þá náttúrulega enginn í hennar að klofnar allt bara fljótlega í einhverjum 2 valkosti og það er ekkert í heiminum síðan þannig. Við vorum hérna í gær með ESB var að setja verndartolla og 25% af innflutningi á járnblendi og það var strax í þinginu var það eiginlega það hvort að ESB væri að sýna klærnar og sitt rétta eðli þannig að kannski erum við bara búin að missa getur náði að vera að ræða einhverja hluti sem hafa sem eru flóknir en samt ekki flóknir því að lífið flóknir það er heila En við viljum þá þarlega frekar að ræðum hlutina bara eins og þeir eru ekki og vera með aðgerðir út frá heiminum eins og þeir eru ekki eins og friðar tillögur Donald Trump og svo bara höldum við áfram á þeirri braut af því að við bara ráðum ekki við að ræða og það er margbreytilegan heim. Já og einhvern veginn líka svona halda því fram þetta sé eins og hefur stundu verið gert með Rússa og Úkraínu sé bara til milli góðs og ills og eins og í þessi tilviki með tollana að einmitt að það eitthvað bandalag þjóða hafi eitthvað ákveð eðli og það sé vond eðli eða skítlegt eðli og nú sé raunverulegt andli þessa bandalags komið í ljós og það er alveg skauta yfir það að þetta er náttúrulega hagsmunagæsla öðru lagi þá féllu aðkvæði mismunandi sumir stóðu með Noregi og Íslandi og aðrir kusu í þágu þeirra sem áttu komið uppræðlega fram með tillöguna Frakkar, Slóvakíu með stuðningis Spánverja og svona og þetta er bara svona hefðbundin hagsmunagæsla og útspil utanríkisráðherra er að skrifa ekki undir þessa yfirlýsingu aukið samstarf á sviði öryggis- og varnarmála og út af því að hagsmunamati þar er að ESB vill það og það er mikið fyrir þeirra eigin varnir og þá spilar Ísland því út og dregur það tilbaka skilur til þess að bæta samningsstöðu sína og svona í raun og veru ganga málin fyrir sig. Þetta er ekki spurning einhver eitt sé svakalega vondur og hinn sé svakalega góður. Svo líka held að því fram að öllu líkindum muni það ekki hafa nein efnahagsleg áhrif á fyrirtækin. Það sem að tillagan snýst það að halda upp í verði í Evrópu þá mun 75% af því sem hún fluttir áður fara inn til Evrópu og hærra verði. Hitt mun bera toll sem mögulega kemur þá slétt út eða þú notar þessi 25% og farið hugsanlega hærra verð annars staðar. Þannig að þessi viðbrögð voru öll svona einmitt eins og þú sem átti að fara að sálgreina Evrópusambandið og hverjir væri raunverulegir vinur okkar. Á hvernig ættum við að skella hurðinni. Og ég hef ekkert á móti tilfinnanlegum viðbrögðum en sko þegar þú ert í stjórnmálum og þú og það kemur upp eitthvað svona mál að þá líka skiptir bara máli að hugsa þetta út frá einmitt þjóðarhagsmunum. Þú veist, alveg eins og Íslendingar hafa gert í gegnum tíðina. Hvað eru þeir að gera annað en að verja sína þjóðarhagsmuni gegn hagsmunum einhverja annara og við ákveðnar dálítið furðulegar aðstæður sem að skýrast af aðgerðum Bandaríkjaforseta og Bandaríkjastjórnar. Þannig að einmitt þetta er og líka einmitt skoða þá bara hverjir eru afleiðingarna, eru það þá svo slæmar og svo framvegis. Þannig að og þetta er í raun og veru ekki að jáka þróun. Þetta er vandamálið okkar hinsluta. Já, þessi skautin. Ég þetta fyrst mér það er bara við sem að missa hæfnina til þess að tala hluti með þeim leiðum að það leiði til góðra niðurstöðu. Já, og líka eins og ef við erum að tala til að mynda eins og þú varst að vísa í Miðflokkinn. Þú veist... það var nú þetta með klærnar var nú frá formanni Sjálfstæðisflokksins. Það var Guðrún Hafsteins, já. En svo líka Miðflokkurinn, hann var þarna Bergþór í Kastljósi. En svo fyrir maður líka að hugsa þú veist, hver er þá og líka bara hver er raunverulega stefna flokka eins og í raun og veru er sá flokkur eins og Sigmundur Davíð, hann leggur svo mikla áherslu að þetta er bara einhvers svona skynsemistefna. Hvað merkir skynsemi?
hvað eitt sem getur verið skynsamlegt fyrir mig ekkert allavega skynsamlegt fyrir þig og svo framvegis. Það segir við sína skynsemi, ekki þína. Já, akkurat. Þannig að þá ertu líka komin í dálítið svona ógöngur og blindgötu með alla umræðu sem snýr þá að einhverjum málefnum, þú veist. Hann trúi því að ef að skynsemi hans og skynsemi þín fer ekki saman, þá þú ónskynsum. Já, akkurat. Þetta náttúrulega þannig. Og það sem skautun. Það er bara liggur í eðlinu og all umræða bara leysist upp, bara eins og þessi síra. Leysist allt upp í þessu. Og ég veit ekki, sko, fyrir fólk sem að þetta að fylgjast með og ég finn mér sko með sjálfa mig að sko stundu finn ég nánast fyrir að það allir að fara í kulnun, ég nú ekki að fara í kulnun en ég finn stundu fyrir smá örmögnun, ég nenni ekki að hlusta á þetta, þú veist, eða þannig, þú veist, maður svona, þetta Það hins vegar vandamál, Magna, vegna þess að einhverju verða að verja lýðræðið, þá ég að tala lýðræði sem að byggir á sko opinni, sterkri umræðu, dreifðri umræðu, þannig að við getum komist að góðu niðurstöðum, ekki þetta gaspus umræða sem að á síðan bara útkljá með einhverjum kosningum. Við erum að sem að missa það lýðræði sem svona breytt og opið og sterkt. Nákvæmlega, ég algjörlega sammála en ég aðeins að uppljóstra smá líðan sem á tilfinningu sem að kemur stundum yfir mann og en svo líka talandi það, ég var að segja ég var að fara á viðtal samstöðinni og þá sagði mitt vinkur mín samstöðin, byrju hvað það? Og ég sagði, þetta sjónvarpsstöð og svona fréttastöð sem Regína Gunnarsson hvað, ég hlusta aldrei á það. Og svo líka bara svona ákveðnu hópur í samfélaginu sem bara, þú veist, ég veit ekki eins og hvað samstöðin og þá maður að hugsa maður alltaf að tala inn í eitthvað samfélag sem þar sem allir tilheyra sama ættbálknum eða þannig, members of your own tribe eða næra þetta eitthvað lengra út í samfélagi, sko, umræðan. Það er svona 40, kannski orðið núna 50 manns sem að nota þetta oft. Ég veit ekki hvað stór hópur sem hefur svo mikið áhuga á svona, það sem þetta kallar svona current affairs. Hann ekkert gríðarlega stór. Nei, ég segja þeir sem það hellingur hópi sem mun aldrei nota samstöðuna. Já, ég veit það. En ég í upphafi þá var maður að kynna samstöðuna. Já, svona texta sem ég senda fólk, sem ég að sendi klippu og allt saman til þess að útskýra þetta. Ég er alveg hættur að þurfa að nota það, sko. Nei, sko, ég er hlind samstöðunni. Mér er mjög góð umræða þessi stað. Ég var bara að hugsa hverjir að hlusta. Er það bara einhverjir sem eru vanlega sammála öllu sem að fólk viðmælandi segir? Þið fáið alls konar. Það komið alltaf óvart, þetta fyrsta manneskinn sem ég veit eða svona sem vissi ekki hvað sem þú var. Ég var að hugsa byttu allir séu fleiri Það við náttúrulega aldrei auglýst og svona, þetta bara borist út með núna veit þessi, kannski þetta síðasti síðasti móhíkaninn. Það er alltaf gaman að fá þig hingað að spjalla hlutina. Já, takk fyrir. Við ætlum að halda áfram, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim sem við lifum í, samfélagið og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, þetta var svolítið stór dagur í fréttalegu tilliti hvað það varðaði að Seðlabankinn kom að minnstakosti greiningadeildum bankana á óvart með því að lækka stýrivexti örlítið 0,25% og þetta tengist nú beint eða beint ýmsum öðrum fréttamálum að undanförnu og við höfum margir hafa haft áhyggjur af iðnaði, stöðu stóriðjunnar og svo framvegis og hingað komin góður gestur frá samtökum iðnaðarins, Sigurður Hannesson, vertu velkominn. Takk fyrir. Varst þú í hópi þeirra sem að ég veit að þú hafðir svona aðeins þrýst á vaxtalækkun Seðlabankans, þú hafðir talað þannig en sko bjóstu við að Seðlabankinn myndi þó lækka örlítið vextina því bankin hefur svona verið svolítið þröngur í því að einblína á verðbólgu. Margir hafa gagnrýnt hann fyrir að taka ekki tillit til fleiri þátta í vaxtaákvörðunum og þú sagðir fyrir daginn í dag að það væri mjög mikilvægt að lækka vexti en bjóstu við því?
Við gerðum ráð fyrir því að banki myndi lækka vexti 0,25%, hugsanlega meira í ljósi þess bara hvernig þróunin hefur verið í hagkerfinu upp á síðkastið. Og við sjáum mörg merki kólnun. Hagkerfið að kólna miklu hraðar heldur en að við sáum kannski fyrir nokkrum mánuðum síðan. Mjög bratt. Mjög bratt og síðan höfum við líka hort upp á röð áfalla í útflutningsgreinum, fallplay, mikið áfall hjá Norðurál og Grundartanga sem að 2/3 af framleiðslunni úti. Elkem hefur dregið úr framleiðslu, við höfum séð uppsagnir líka hjá fyrirtækjum. Þannig að við erum að sjá fleiri og fleiri fréttir þrengingar í atvinnulífinu. Og verndartolla höggið í gær? Svo það bætist við ákvörðun Evrópusambandsins að setja Ísland og Noreg út í kuldan þegar kemur að kísiljárni. Og bara heilt yfir staðan í alþjóðaviðskiptum sem að hefur breyst mjög mikið til hins verra núna á þessu ári. Þannig að okkur fannst svona öll rök hníga til þess að Seðlabanki myndi lækka vexti núna. Ég heyri á þér að þú hefur alveg viljað að þeir lækkaðum hálft prósentustig. Já, við hefum alveg talið fullt tilefni til þess og við meðalans höfum við bent á það að það langt í næstu vaxtaákvörðun, hún í febrúar. Og staðan eins og hún en við sýnum þessu auðvitað skilning vegna þess að verðbólgan þrálát, hún yfir markmiði, hún 4,3% og svona horfur á að hún fari hægt niður svona næstu mánuði en auðvitað með hliðsjón af þessari kólnun í hagkerfinu að þá má búast við því að verðbólgan lækki hraðar svona þegar við förum inn í næsta ár. Já, sko almenningur, sérstaklega skuldugur almenningur, hefur náttúrulega verið bara ansi illa haldinn í þessari hávaxtastefnu sem að hefur verið rekin hérna undanfarið. En það svona aðeins minna rætt kannski sligandi fjármagnskostnað fyrirtækja. Það hlýtur að vera snúið líka að reka fyrirtækja ekki síður en að greiða á húsnæðisláni sem stökkbreytist vegna þessara vaxta, ekki satt? Algjörlega og þetta náttúrulega kemur bara mjög illa við alla sem að skulda, almenning og fyrirtæki. Fyrirtækin finna mjög fyrir þessu. Við sjáum það til að mynda á byggingamarkaði. Að þú veist, þau fyrirtæki sem að byggja íbúðir, að þau að greiða kannski andvirði nokkura íbúða bara í fjármagnskostnað í sínum verkefnum. Það hefur verið hamlandi fyrir verktaka að taka að sér ný verkefni meðal annars vegna þess. Það ekki? Jú, það dregur úr hvötum til uppbyggingar og auðvitað það markmiðið með ákvörðunum Seðlabankans að hafa háa vexti og mikið eða þétt taumhald á peningastefnunni að draga úr umsvifum. Og það má eiginlega rauninni segja að peningastefnan á þennan mælikvarða hún hefur virkað mjög vel. En afleiðingarnar auðvitað mjög erfiðar fyrir marga. Með hækkandi eða háum vaxtakostnaði og vaxtabyrðin há. Mani það rétt að þú sér doktor í stærðfræði frá Oxford. Já, það passar. Og í fjármálum hefur náttúrulega mikla reynslu. Þú varst stjórnarformaður Kvikubanka. Jú, ég stjórnarformaður Kviku og það, já. En ég starfaði, áður en kom til Samtaka iðnaðarins að þá starfaði ég í 10 ár á fjármálamarkaði. Frá því ég lauk námi og fluttist heim og þangað til 2017 þegar ég fór til Samtaka iðnaðarins. Já, nú ætla ég aðeins að spyrja þetta vegna þess að ég hef stundu þá tilfinningu, við hér á samstöðinu, við ræðum nú oft málin út frá sjónarhóli þeirra sem hafa minna á milli handana og það eru margir viðmælendur sem koma og segja að þetta sé svona ákveðin elíta, hún sé samtryggð, það sé svona fína fólkið í bankaheiminum og tengt Seðlabankanum og menn sé að væna og dæna og svona skorti svolítið það skorti meiri fjölbreytileika, það skorti fleiri sjónarmið. Vilhjálmur Birgisson, verkalýðsforingi, hefur líka talað með þessum hætti og að gera bara að setja það á borðið. Þetta vandamál í íslensku samfélagi og ef þú hefðir sjálfur verið seðlabankastjóri síðustu ár, hefðirðu haldið öðruvísi á málum?
Sko, ég myndi nú ekki segja að þetta væri vandamál, eða ég hef ekki kannski beint séð það þannig, en varandi Seðlabankana þá höfum við bent á það, við hjá Samtökum iðnaðarins, að taumhald peningastefnunar hafi verið of þétt. Það hafi verið of mikið aðhald núna upp á síðkastið. Raunvextir eru háir, mun hærri en erlendis til að mynda. Og þannig að sko þessi leið til þess að ná niður verðbólgunni er mjög kostnaðarsöm fyrir samfélagið. Og við höfum talið að það væru aðra leiðir sem að sama markmiði sem að fælu í sér minni kostnað. Og ef við horfum bara á það hvaðan verðbólgan sprettur, að þá er það frá tveimur mörkuðum. Það er annars vegar húsnæðismarkaðurinn og þar hefur ríkt ójafnvægi í nokkuð tíma. Húsnæðisverð hefur hækkað og húsnæðiskostnaður hefur hækkað talsveit mikið af ýmsum sökum, og ef við förum kannski aðeins yfir það, þá er það í fyrsta lagi náttúrulega eignaverð sem hefur hækkað. Þó að það hef ekki hækkað mikið upp á síðkastið, en núna síðustu mánuði hefur leiguverðið hækkað. Og það er vandamál vegna þess að Hagstofan breytti aðferðafræði við útreikning eða við mælingu á verðbólgunni í rauninni sumarið 2024. Þannig að í stað þess að horfa til eignaverðsins og hvernig það þróast, að þá er núna horft til leiguverðsins. Og vandinn sá að þessi breyting var gerð á tíma þar sem að ríkti ekki stöðuleiki, þannig að tímasetningin var mjög óheppileg. Þannig að ef við værum ennþá með gömlu aðferðina, þá væri verðbólgan talsveit lægri núna heldur en við erum að sjá. Og vextir væru þar af leiðandi lægri. Og hefðir þú sem seðlabankastjóri tekið til þess? Já, ég hefði gert það. En sko lækningin þarna, af því að við horfum á markaðinn og það eru margar birtingamyndir af vandanum á húsnæðismarkaði. Ég meina fólk hafa erfitt með að komast inn á markaðinn. Leiguverðið hækkar og allt veldur þetta vandræðum í samfélaginu. Já. Þannig að sko, ég meina rót vandans er að það þarf fleiri íbúðir. Það þarf að byggja meira. En það þýðir að það þarf lóðir, það þarf kannski öðruvísi áherslur í skipulagi, sveitafélögin þurfa að flýta sínum ferlum. Það er stundum talað það að sko, getum við ekki stytt framkvæmdatíman, hann tekur að jafnaði 2 ár, getum við komið honum niður í 1 ár eða 18 mánuði. En áður en það er hægt að byrja að framkvæma er kannski 10 ára ferli. Já. Þannig að það er til mikils að vinna að stytta þann tíma til muna á og kannski hugsa lengra fram í tíman og undirbúa og slíkt. Varðandi leiguna, að þá er það þannig að sko til þess að kæla húsnæðismarkaðinn, að þá hefur Seðlabankinn sett svokölluð lánþegaskilyrði sem að við heyrum ofta af í umræðinu og gera það að verkum, og það er erfitt fyrir fólk að komast inn á markaðinn. Af því það eru hömlur á því og fólk þarf að uppfylla ákveðin skilyrði sem eru með ströng. Og þannig að færri komast inn á markaðinn og fleiri þurfa þar leiðandi að leigja. Þannig að fleiri þurfa að bítast sömu íbúðurnar á leigumarkaði sem veldur því að leiguverðið hækkar. Já. Og af því að það var breytt aðferðafræði á vísitölunni, verðbólgumælinguna, þá hækkar verðbólgan. Þannig að þetta er ákveðin vítarhingur sem við erum að horfa upp á hér. En má ég skjóta inn í að það er líka frekar ógeðfellt að heyra því að sumir aðilar séu að kaupa upp margar íbúðir til þess að leigja út séu raunin að sko bregðast við neyð fólks á leigumarkaði. Þannig að er það ekki vandamál líka? Sko þetta hefur ýmsa birtingamyndir, en sko ég held að stóra málið sé að sem flestar íbúðir séu í notkun. Hvort sem það eru íbúðir sem að fólk á sjálft og býr í eða þá fólk eða íbúðir sem eru til leigu. Við þurfum fjölbreytta markað, þarfir fólks eru fjölbreyttar, þannig að markaðurinn þarf svolítið að endurspegla það. En ég meina rót vandans er svo að það er skortur á íbúðum, það er skortur á lóðum og sveitafélögin hafa orðið mjög háð því að fá fjármuni út úr sölu lóða, sölu á byggingarétti, ýmsum gjöldum sem að tengjast því. Já. Þannig að sko
hvatarnir eru orðnir svolítið skrýtnir þarna. Af því að sveitafélögin hafa hagað því að halda lóðaverði til dæmis uppi. En það er annað sem að ég held að almenningur í dag er erfitt með að skilja og það er það að einstaklingar og neytendasamtökin höfðu mál á hendur bönkunum. Þau unnu mál og við vitum það að geðþótti í vaxtaákvörðunum, hann gengur ekki lengur. Seðlabankastjóri segir bara sjálfur og þau í peningastefnunefndinni núna að þessi dómur, ein ástæða þess að vextirnir lækkuðu sé tengd þessum dómi en það er erfiðara fyrir fólk að komast inn á markaðin og við áttum okkur illa á því sem erum utan bankaheimsins hvernig það fer saman að bankarnir voru snoppungaðir en þeir bregðast þannig við bara út frá samfélagslegri ábyrgð og öðru að það er bara erfiðar að koma inn á markaðin og Seðlabankinn lækkar vexti að einhverju leyti vegna þessa. Já. Hvaða saga er þetta? Sko það sem gerist þarna er að það verður þá til óvissa og ríkið og Seðlabankinn grípa þá inn í með því að fara að birta opinberlega vaxtaviðmið sem að banka geta þá stuðst við. En afleiðingin af þessu er svo að það dregur aðeins úr framboði af lánum. Það er ekki jafn margir möguleikar í boði núna eins og voru áður en dómurinn fjall. Það eru fleiri dómar á leiðinni þannig að óvissan er svona kannski einhver liti ennþá til staðar og kjörin hafa versnað ef ég skil þetta rétt. Er það bankinn að spáði að verði minni fasteigna viðskipti gaggjart vegna þessara breytinga? Er það hluti af vaxtalækkunarferlinu? Sko væntanlega meta bankarnir þá áhættuna bara í þessum viðskiptum aðeins meiri en áður. Áhættu, já. Og eru þannig að bregðast við dómnum. En væri ekki allt í lagi að væri aðeins meiri áhætta hjá bönkunum sem skila 100 milljóna mest vegna vaxta? Vegna þess að bankarnir eru með húðstrykkingar ólina á almenningi í vöxtum. Já, vandinn þarna er að sko bankarnir eru undir mjög ströngu regluverki sem að kemur þá að grunni til frá Evrópu og er innleitt á Íslandi og að hluta til er þetta líka sér íslenska reglur þá sem sagt í rauninni gullhúðun ofan á Evrópuregluverkið. Þannig að það eru mjög strangar eða svona ströng fyrirmæli varðandi svona áhættuna eða meðhöndlun á útlánum í efnahagsbankana, þannig að það er eitt. Þannig að bankarnir hafa lítið svigrúm í rauninni til þess að meta áhættuna sjálfur af því þeir fá fyrirmælin frá löggjafanum eða Evrópu og síðan er það fjármálaeftirlit að fylgjast með því að bankarnir séu örugglega að fylgja reglunum. Hins vegar að þá eru gerðar ríkari kröfur til bankana hér á landin annars staðar eigið fé. Þannig að bankarnir hér þurfa að hafa meira eigið fé en gengur að gerist annars staðar og þetta er kannski einhver leiti viðbragð við efnahagsáfallinu 2008 að við viljum öruggari bankakerfi en fyrir vikið að þá verður það kostnaðarsamara fyrir samfélagið. Þannig að þarna er ákveðið svona jafnvægi, ég meina öruggara bankakerfi þýðir leið dýrara. Þannig að þetta er svolítið, held ég, klemman sem að við erum í þá bara og finnum sem samfélag. Gott og vel. Ræðum aðeins úrskurðin í gær sem þýðir það að kísilmálmur frá Íslandi til ESB-landana það verður minni hagnaður hjá fyrirtækinu Elkem sem er að flytja þetta út. Þetta er nú samt það ekki 3/4 eru undanþegnir og af innflutningnum þannig að sko þetta er auðvitað bömmir og við erum ekki hress og við erum hissa á því að sumir tala brot á EES-samningnum. Við heldum að þessi staða kem ekki upp en svo í stóra samninginu þá hefur heimurinn bara breyst mjög hratt. Sumpart vegna óvissu sem að fylgir þeirri breytingu á alþjóðaviðskiptum sem er orðið í kjölfar þess að Trump Bandaríkjaforseti hann er í rauninni að gjörbreyta kerfinu. ESB er mögulega hnykla vöðvana eins og einhver orðaði það og hugsar við þá að hugsa okkur og svo eru ógnir í austri líka. Sko hafa samtök iðnaðarins ég ætla kannski aðeins að halda áfram að maður sér það að sumir túlka þetta sem það að við hrekjumst inn í ESB.
Það sé bara engin önnur leið. Aðrir segja þetta til marks að við ættum aldrei að fara inn í ESB. Hafa Samtök iðnaðarins nýverið gert einhverja úttekt eða haft skoðun á því hvort við eigum heima í ESB eða ekki, og vegna þess að manni sýnist að það þurfa að fara mjög reglulegt endurmat á þessum hugmyndaheimi okkar í ljósi hræringana? Sko, við hjá Samtökum iðnaðarins höfum ekki tekið afstöðu til aðildar að Evrópusambandinu. Samtökin fyrir svona ríflega áratug eða svona 10 til 20 árum höfðu mjög svona eindregna afstöðu og studdu aðild að Evrópusambandinu, en í dag þá höfum við ekki tekið afstöðu til þess, og í okkar baklandi má eiginlega segja að séu nokkuð svona þverskurð þjóðarinnar, þannig að það sem ég er að segja er að það eru bara þar að leiðandi mjög skipta skoðanir. Myndirðu upplýsa þína persónulegu skoðun? Já, ég sinni hagsmunagæslu, þannig að ég hef enga persónulega skoðanir en burtséð frá því að þá þessi ákvörðun Evrópusambandsins eru mikil vonbrigði, gríðarleg vonbrigði að Evrópusambandið skuli með þessari ákvörðun sinni brjóta ákveðið prinsip og setja Ísland og Noreg út í kuldan. Og við höfum þetta áhyggjur af því að í framtíðinni kunni Evrópusambandið að setja, að hindra með einhverjum aðgerðum innflutning á öðrum vörutegundum til Evrópu. Það er eðlilegt að hugsa þannig, held ég. Evrópa er okkar stærsti markaður og EES-samningurinn er okkar mikilvægasti viðskiptasamningur. Má ekki segja að EES-samningurinn sé bara lykilþáttur í velmegun Íslendinga í seinni tíð? Jú, það má alveg segja það. Við höfum notið mjög góðs af þeim samningi, notið mikils ávinnings, en við greiðum auðvitað talsverðan kostnað, það má ekki gleyma því. Það er eitthvað kannski beinútgjöld, en svo náttúrulega bara stór hluti sem er óbeitt kostnað við að uppfylla regluverkið, innleiða það og uppfylla það. En við erum líka fengið ávinning að því innleiða alls konar regluverk, lemsi neytendalöggjöfin, hún væri miklu síðri hér ef við hefðum ekki tekið upp alls konar góða hætti frá Evrópu. Já, það er margt algjörlega, það er margt sem að hefur fært hluti hér til betri vegar, engin spurning. En það sem að fyrirtækinu auðvitað spurja sig að, þegar að íslensk stjórnvöld innleiða hluta af regluverki Evrópusambandsins, fyrirtækin taka á sig ýmsar skuldbindingar og kvaðir með tilheyrandi kostnaði sem að nemur milljörðum og jafnvel milljarðatugum fyrir atvinnulífið heild sinna ári, til þess að njóta ávinningsin sem felst í aðgengjamarkaðnum, að aðgangurinn sé svo hindraður. Já. Og þetta er bara gefur held í tilefni til þess að staldra aðeins við. Já. Það þarf að leita núna, fara þær leiðir sem eru færar til þess að fá úr því skorið bara hvað þetta þýðir nákvæmlega. Þú veist, í fyrsta lagi er þetta að fá þessu hnekkt einhvern veginn, og í öðru lagi hvaða fyrirheit gefur þetta framtíðina. Já, en hvað yrði okkur einangruð án viðskiptasamningana við Evrópu? Það liggur alveg ljóst fyrir, ekki síst fyrir manni í þinni stöðu að þú sérð vandan sem fylgir því að selja framleiðslu úr landi. Já, algjörlega, en ég meina við bendum líka á það að þrátt fyrir þessa stöðu og þær áhyggjur sem við höfum núna, sem eru sannarlega á rökum restar, að þá er EES-samningurinn í fullu gildi, og að langstærstum hluta að þá virkar hann bara eins og að var stemt. Já. Þannig að við mögum heldur ekki gleyma því. Nei, en finnst þér að við höfum færst nær eða fjær svona þangagangi okkar? Við vitum svo sem við höfum ekki tekið neina ákvörðun, við höfum aldrei fengið að kjósum það í þjóðaratkvæði, við höfum ekki einu sinni fengið að sjá hvað er í pakkanum. Óldæms normunum sem hafa í tvígang tekið afstöðu sem þjóð. Já, upplýsta ákvörðun. Svona í þessu fári öllu að því margir eru hugsi, út frá þeim hagsmunum sem þú talar fyrir, sýnist þér að við höfum færst nær eða fjær aðild að ESB í ljósi umróts síðustu dag? Ég held að sé aðeins svo snemmt að segja til það. En ég held að sé bara skipta skoðunir á því. Ég meina það eru bæði sjónarmið
að þetta þýða við eigum að fara nær Evrópu og vera þá innan tollabandalagsins og síðan heyrir maður líka sjónarmið þess efnis að við eigum að færa okkur fjær eða svona hugsa það kannski hvort að það sé allur sá ávinningur af þeim kostnaði sem að við berum. Þannig að ég held að það sé bara hreinlega of snemmt að segja til um það. Við þurfum aðeins að sjá ríki setjast eftir ákvörðun gærdagsins. Að hve miklu leyti eru hrein rök á borðinu og að hve miklu leyti bara svona hystería og svona trúar ofstæki í fyrirfram gefnum skoðunum þar sem að virðist verða að skipta engu máli hvað gerist. Við erum bara með ákveðinu öfl sem á móti, sumir sækja atkvæði sín í alþingiskosningum gagngert til þeirrar afstöðu. Hvað svona, ef þú reynir að horfa á þetta aðeins úr fjarlægð, finnst þér umræðan þessi mál vera rökræn og góð alla jafna? Ég held að bara í heildina litið finnst mér það, ég meina það eru bara mörg sjónarmið og ólík sjónarmið og ég held að það sé bara gott að fá þau fram núna. En svo eins og ég segi, svo þurfum við bara aðeins að vega og meta hvar við stöndum. En ég veit það að utanríkisráðherra er núna út í Brussel og mun funda meðal annars með sínum kollegum utanríkisráðherrum EFTA-landana og EES-ríkjana. Þau eiga fund með Sefcovic sem er framkvæmdastjóri yfir innrimarkaðnum. Sömuleiðis eru fundir á vettvangi EFTA, bæði þingmannanefnd og svo ráðgjafanefnd, það sem að samstarfskona mín á sæti og þar verður þetta rætt mjög ítarlega, veit ég, og svona næstu skref mótuð. Spennandi. Já. Heyrðu, ræðum aðeins Grundartanga. Hve mikið högg er þetta svona, ég ætti kannski að byrja aftur. Þið náttúrulega lýstuð áhyggjum eins og margir aðrir. Svo var svona viðbragðsbylgja 2 að þetta væri nú aðeins og snemmt og það var talað um væl í hagsmunasamtökum og enginn vissi nú alveg hvað yrði úr þessu en núna kannski aðeins að fá viðbröðin við því. Já. Og svo líka veistu eitthvað meira núna heldur en við hinn hvernig þetta horfir með þessa bilun og Nei, í rauninni veit ég ekki meira bara en komið hefur fram opinberlega og þar hefur komið fram að það geti tekið kannski 12 mánuði að vinna úr þessu áfalli sem að varð og ég veit það líka að það mun taka tíma að bara koma verksmiðjunni eða framleiðslunni aftur á stað. Það er ekki bara, þetta er ekki bara eins og kveikja ljósin með einu rofa, þetta er ferli sem að tekur tíma. Og þarna undir eru talsverða hagsmunir. Þarna með síðasta ári er þetta á áskrundvelli 70 milljarða útflutningshagsmunir og innlendur kostnaður álversins í fyrra nam held ég 50 milljarðum sem er þá raforkukaup, launakostnaður, kaup á ýmiss konar þjónustu og öðru. Og já, við tókum þetta eftir þessar umræðu sem að spratt í kjölfarið að það sem einhverju fannst óþægilegt að það væri verið að vekja máls á áhrifunum. Ég held að það sé mikilvægt að bara halda því til haga að við vorum ekki að kalla eftir inngripi stjórnvalda eða annara vegna þessa áfalls, heldur vorum einfaldlega að benda á að bara hvað væri í húfi eða gæti verið í húfi. Að fyrsta lagi að stærðargráðan á þessu áfalli væri mikil, að hún myndi hreyfa nálina. Þetta myndi hafa áhrif á hagkerfið, á ríkisfjármálin. Þetta fer langt að stúta þó þeim litla hagvexti sem spáð hafi verið, er það ekki? Þessi bilun ef hún... Þetta og fleira dregur talsvert úr hagvextinum. En síðan bentum við líka á það sem að ég held að mætti alveg fá kannski meiri athygli að þó að áhrifin séu mikil á norðurál og orkufyrirtækin að þá er hún meiri, kannski hlutfallslega meiri á marga í nærsamfélaginu, einstaklinga og smærri fyrirtæki sem að hafa sitt lifibrauð af því að þjónusta norðurál. Og maður hefur kannski stærri áhyggjur af þeim hópi, verktökum svæðinu og svona minni aðilum. Já.
En ef þær fjölskyldur hafa minn á milli handana þá eyða þær minni peningi og þá eru seðlabankastjóri ánægður og hann heldur áfram að lækka vexti. Já, akkurat. Nei, það er alveg rétt. Og ég minna þó við séum ánægð að vexti skuli lækka þá eru ástæðunar auðvitað slæmar. Það er að segja að það er verið að bregðast við dekkri horfum í hagkerfinu. Sýnist þér að það sé komum aftur að upphafinu hjá okkur erum við að tala raunverulega svona það mikla óvissu að við getum verið að fara bara nánast inn í umpólað samfélag á næstu mánuðum meðan við það sem við heldum fyrir hálfu ári? Ég myndi nú ekki taka svo sterkt til orða en veturinn verður án efa erfiður og bara hátt aðhaldsstig, háir vextir í langan tíma eru sannarlega farnir að bíta og hafa áhrif og við erum að sjá það núna í auknu atvinnuleysi og fleiri sviðum en það má ekki gleyma því að til lengri tíma litið mjög bjart yfir Íslandi það vilji til uppbyggingar til verðmætasköpunar þannig að svona ef rétt að málum haldið að þá þetta að losa mikla krafta og læðingi sem að auka vöxt og skapa störf og verðmætt störf og auka útflutning þannig að ef okkur tekst vel að í þeim málum að þá framtíðin mjög björt. Nú það ekkert launungamál að það var svona þétt taug ofta á milli gömlu valdaflokkana, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks og atvinnulífsins með þeim kostum og göllum sem að því fylgja. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins núna í stjórnarandstöðu, hún fyrrum formaður Samtaka iðnaðarins, var það í mörg ár. Þetta svona, það búið að stokka spilin svolítið upp. Það eru nýir flokkar í ríkisstjórn sem hafa ekki haft sömu valdatengsla og þráða í samfélaginu. Heldur það þetta hafa einhverja þýðingu til góðs eða ills? Mér finnst nú erfitt að segja til það vegna þess að ég held að ríkisstjórn á hverjum tíma þurfi að vera í góðu sambandi við bara fjölmarga og ólíka aðila í samfélaginu. Að minnstakosti þannig að skilja, heyra ólík sjónarmið og skilja. Og svo þetta bara nú sem fyrr þetta bara meta allir stöðun á sinn hátt og taka sínar ákvarðanir. En ég held að það mjög erfitt fyrir ríkisstjórn hvort sem það hér á landið annars staðar að vera við völd án þess að taka mið af því sem að gerast, svona hvaða vindar blása í samfélaginu. Og þá held ég að sé alveg sama hvort það komi frá launþegum eða atvinnurekendum eða bara almenningi eða öðrum hópum Já. Hvað með umhverfisvíddina í þessu? Því að maður sá það hvað var að Grundartanga og stóriðjumálin að nokkur hluti þjóðarinnar mér líkur við að segja eðlilega ekki trefin á stóriðju vegna þess að losunin gríðarleg frá þessum verksmiðjum og nú náttúrulega umræða það að Golfstraumurinn kunna teppast vegna þess að við erum að losa og hvað með þá hliðmála? Já, ég held að sé ágætt að hafa það í huga að losun frá stóriðju í fyrsta lagi miklu minni hér á landi en gengur og gerist annars staðar. En hún samt eiga sig mikil. Já, til dæmis þegar við horfum á álframleiðslu og þá held ég að Ísland sé með minnstu losun per framleitt tonn í heiminum miðað við önnur lönd. Þannig að þar hefur náðst mikill árangur. Losunin í málmframleiðslu hún hér á landi stafar fyrst og fremst frá efnaferlum sem eiga sér þá stað og annar staðar að þá talsverð losun sem að tengist orkunni en hér á landi náttúrulega notuð hreinorka þannig að það þar skilur á milli til viðbótar við mikla nýsköpun og þróun sem að hefur orðið til þess að draga úr losun.
En þarna hins vegar kerfi sem kemur nú frá Evrópu sem fjallar þá losunar heimildir og eru þá hvatar til þess að draga úr losun, svo kallar ETS-kerfi sem þýðir að stóriðjan greiðir fyrir losun. Við sjáum það líka að það eru ýmis tækifæri til þess að svona breyta eða nýta betur þá auðlindastrauma sem að þarna verða til og það var virkilega ánægilegt að sjá það til dæmis í síðustu viku þegar að umhverfis orku og loftslagsráðherra liðkaði fyrir möguleikum á því sviði og það var undirrituð viljayfirlýsing á Grundartanga þar sem að Elkem átti í hlut og orkufyrirtækin og stjórnvöld það sem að á endanum mun draga úr losun. Og fyrirtækin eru sannarlega með metnaðarfull áform á þessu sviði til viðbóta við þann árangur sem að náðst hefur. Iðnaðurinn og bara atvinnulífið í heild sinni mjög meðvitaður þessi mál. Og atvinnulífið tók sig saman fyrir 2 árum síðan, ef ég maður rétt, og stóð saman að útgáfu loftslagsvegvís atvinnulífsins þar sem að staðan var kortlögð og lagðar fram fjölmargar hugmyndir það hvernig hægt væri að draga úr losun. Og stjórnvöld hafa gert það líka og ég verð að segja það að mér finnst nálgun Jóhanns Páls ráðherra málaflokksins vera mjög raunsæ og það kveður aðeins við breyttan tón. Ég held þetta sé praktískari nálgun en áður. Þannig að við fögnum því og hlökkum til áframhaldandi samstarfs þarna vegna þess að við sjáum það í öðrum löndum, til dæmis á Norðurlöndunum, Danmörku, Svíþjóð og víðar, að forsenda þess að ná miklum árangri í samdrætti í losun sú að stjórnvöld og atvinnulífið taki höndum saman. Við höfum eitt gott dæmi þetta á Íslandi sem að í byggingariðnaði. Og byggingariðnaður hefur sem grein hefur verið í fararbroddi þarna hvað varðar samstarf við stjórnvöld sem að varða veruleika fyrir 4 árum síðan ef maður rétt. Þannig að í upphafi voru skilgreindar hátt í 8-10 aðgerðir sem að hefur svo verið fyllt eftir með markvissum hætti. Sumast nú að iðnaðurinn sjálfum, hvernig iðnaðurinn getur breyta einhverju til þess að draga úr losun, sumast nú að stjórnvöldum, breyting á regluverki, liðka fyrir einhverju eða aðra breytingar. Þannig að þetta hefur skilað árangri og rauninni bara mjög góð fyrirmynd fyrir aðra greinar. Já. Herðið, þú hefur leyft mér að fara víðan völl og spyrja þig margra spurninga mörg ólík efni og ég þakka þér kærlega fyrir svörin, Sigurður Hannesson, og gangi ykkur í samtökum iðnaðarins allt í haginn. Við höldum áfram að fylgjast spennt með ákveðnum umbrota tímum. Getur ekki verið sammála það? Heldur betur. Já. Takk sömuleiðis. Kærar þakkir. Nú, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram hér með nýjan kafla eftir andartak, ekki fara langt. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýji kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Já, komið sæl aftur og velkomin á Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hingað komin Gunnhildur Sveinsdóttir til þess að ræða verkefni sem hún stendur fyrir í félagi við aðra. Kjólar fyrir Gaza. Vertu velkomin. Hæ, takk. Já, kjólasveinin, það svona... Ég var ekki búin að hugsa það. Já, kjólasveinin, ég mætt. Já, þú ert mætt. Hvaða, já það kannski svona... segir sér svo litið sjálft hvað þið eruð að gera og þú ekki. Ertu til í að útskýra fyrir okkur verkefni? Já, við sagt fengum við þessa hugmynd til að reyna að safna einhver maur fyrir fólk á Gaza og það snýst semst það að við erum að safna jólakjólum eða bara kjólum, fallegum kjólum frá konum á Íslandi
og erum búin að fá sko heljarnar helling af geggjum kjólum sem að konur eru búin að koma og gefa okkur og svo erum við að selja kjólana á jólakjólasölu fyrir Gaza í Verslunarhöllinni sem á Laugavegi Grettisgötu. Já, einmitt. Og allur ágóði þess að já, það allir bara sjálfboðavinnu og Verslunarhöllin gefur básana og tekur enga prósent á sölunni þannig að allir kjólar sem við seljum bara ágóðin fyrir beint í hjálparstarf til Gaza. Já, og hvað, fárlega spurning, en hvað var það sem svona, ruddi ykkur af stað með þetta verkefni? Sko, ég náttúrulega bara búin að vera dálítið svona aktív og fylgjast með ástandinu í Palestínu og á Gaza síðan að það varð verra og búin að vera að reyna einhvern veginn eftir bestu getu stundum að reyna einhvern veginn styðja eitthvað fólk fjárhagslega og gefið einhverja smá upphæðir sko. Og en svo gerði ég þetta einhvern tímann sjálf að ég er dálítið fatafrík og og ég elska second hand shopping, þú veist, ég kaupi helst ekki nýföt en ég fer mikið í svona verslanir sem eru að selja notuð föt og geri það sjálf, fer og sel mín föt sem ég hægt að nota. Þetta er svolítið svona skemmtilegur fatakúltúr. Algjörlega, ég alveg bara húgt á þessu sko, þetta áhugamál hjá mér. Þannig að ég gerði það einhvern tímann, hvenær var það? Einhvern tímann á árinu fór ég og seldi í Verslunarhöllinni, leigði mig bara bás og seldi fyrir eitthvað 100 krónur og og þær í Verslunarhöllinni, maðurkunar í Verslunarhöllinni vissu að frétta því hvað ég var að gera þannig að þær þá gáfu þær mér básinn og gáfu mér veglega upphæð líka sem ég nota, eða sérst gat svo styrt fólk á Gaza þannig að og það var náttúrulega bara, ég bara einhvern veginn fattaði, ok, þetta einhver leið til að safna einhverjum aur. Þannig að fyrst fekk ég bara þessa hugmynd núna, ok, ég ætla bara einhvern veginn að leigja mig bás og selja og eitthvað. Svo var ekkert laust hjá þeim nema fyrir bara rétt fyrir jólin. Og þá poppaði þessi hugmyndi upp. Ég fæ, þú veist, bara þetta að safna kjólum. Af því að langar öllum, eða ég held að flestum langar í nýjan kjól fyrir jólin eða eitthvað að vera pínufítnum jólin, sko. Þannig að þá fekk ég þessa hugmynd að bara safna hreinlega konum og fyrst ætla ég bara eitthvað að fá frá vinkonum og systurum mínum og eitthvað þannig, sko. Bara hafa þetta eitthvað lítið og nett, sko. En svo bara eitthvað frétti fólk af þessu og þannig að þetta bara óks og orðið bara smá dæmi núna. Já, og þeir eru með móttöku einu sinni viku núna? Sko, það var einu sinni viku en núna erum við eiginlega búin að ákveða þegar fólk eða konur vilja koma og gefa kjóla þá geta þær farið í Stefánsbúð sem Laugavegi 7. Það bara opnum tíma, venjulegum opnum tíma búða 11 til 6 og 11 til 5 á laugardögum. Þannig að þar getur fólk farið og skilað inn kjólum sem það vill gefa. Og þar takaði við kjólum. En svo höfum við líka verið, sko, Hrefna, vinkonu mín hefur bara verið að taka á móti kjólum heima hjá sér. Lagerinn okkar þar. Stofan hennar undirlagt það kjólum. Ég ætlaði að spyrja þig að því, eru þið ekki trættar að hreinlega bara drukna í kjólum? Ég voru fréttir bara síðustu viku að hver Íslendingur skilar af sér sem nemur einhverjum, ég man ekki hvað, þetta voru sko einhver tonn og bara á ári. Íslendingar henda 4 tonnum á dag af textil. Af fötum, textil, sem bara rosalegt. Einmitt, og það það svakalegt. Já, það ótrúlegt magn og þannig að þá velti ég fyrir mér hvort að þið séu einmitt ekki hreinlega drukna í kjólum og hvort þið veljið þá sérstaklega úr eða hafnið í kjólum eða? Já, sko, svona fyrirmælin eru til kvenna eða fólk sem vill gefa að við viljum ekki heilu ruslapókana af fötum. Við viljum velvaldar flíkur, eigulegar og eitthvað sem kannski konur myndi klæðast í samkvæmi jólin. Þannig að já, þannig að bara, ég hef sagt svona 1 til 10 kjólar sem að konur mega gefa, við viljum ekki meira frá hverri.
og hérna já, þannig að jú, ég hef haft áhyggjur af að fá of mikið og hérna þannig að ég svona, já, þess vegna erum við líka bara með þessi fyrirmæli, við viljum ekki fá eitthvað of mikið, við viljum fá eigulega kjóla og svo til þess að verkefni gangi upp, þá þarf náttúrulega fólk líka að fara í verslanhöllina og versla kjól. Já. Það er ekki nóg að gefa kjóla. Nei, og ég ætla að koma og örugglega kaupa mér 2-3 fyrir öll jólabóðin, maður þarf auðvitað að vera með til skiptana. En hérna, þetta svona ástæðan fyrir og hérna þín tengsl svona við ástandi á Gaza. Hvenær byrjar þú svona að fylgjast með því sem er að eiga sér stað þar og hvenær ákveður svona hjá sjálfri þér að svona þú verður að gera eitthvað? Sko, ég hérna hef svo lengi haft áhuga á hérna bara mannréttindamálum og mannúðarmálum og hérna bara frá því ég var barn eða unglingur hef ég einhvern veginn látið mig þau mál varða og þá náttúrulega óhjákvæmilega fylgist maður með Palestínu og hérna því hvernig það hefur verið bara í gegnum síðan ég fæddist eiginlega og hérna en hef svo sem ekki einhvern veginn verið að skipta mér neitt sérstaklega af því. Ég hef hérna unnið fyrir lækna á landamæra, ég hef farið í 2 verkefni fyrir lækna á landamæra, fór til hérna Írak og svo til Eþíópíu þar sem ég var að vinna með fólki í flóttamannabúðum frá fólki fyrir fólk frá Suður-Súdan og hérna kynntist mannin mínum þar, hann frá Eþíópíu og hérna ætlaði mér svo, hann var líka að vinna fyrir lækna á landamæra og við ætluðum okkur svo sem held ég að bæði að langa að vinna, fara í fleiri verkefni og vinna meira fyrir lækna á landamæra eða einhver álíka samtök. En hérna svo var ég ólétt og hérna fyrir 5 árum og á 5 ára strák núna. Þannig að það var einhver svona sameiginleg ákvörðun hjá okkur að hérna við ætluðum bara að leggja þá hilluna eða setja það í frost að vinna þannig verkefni að vera þvælast heiminn í mannúðarstörfum og ég sagði, þetta var sko þannig að 23 sagði við manni minn, ok, við skulum bara setja þetta á frost en ég ætla, þú veist, og ég ætla bara að einbytta mér að vinnunni og fjölskyldun og svona, en ég ætla loksins núna ætla ég einhvern veginn að leggja eitthvað mörgum fyrir Palestínu og málefni Palestínu og eitthvað nú ætla ég loksins að skrá mig í félag Ísland-Palestína og eitthvað að gera sko og svo gerðist 7. október og hérna og þá bara gat ég ekkert annað en bara verið virki því það var bara eitthvað, já ég þurfti ekkert að taka neina ákvörðun það eitthvað, það bara gerðist. Einmitt. Og þú hefur verið í sambandi við fólk mitt á Gaza bara persónulega. Já. Hvernig, þetta er allt svo átakanlegt, hvernig hefur fólk það bara núna í þessu hinu meinta vopnahléi? Bara ekki gott. Nei. Það er hérna bara, já, bara maður svaraði þannig sko. Það er náttúrulega bara ekki að koma inn hjálpar, eða sérst aðstofan sem að fólk þarf. Ég las það núna síðast í morgun að hérna talaði að sko 74% tjalda búa náttúrulega bara að nánast allir í tjöldum núna 74% þeirra tjalda sem fólk býr í eru ekki íbúðarhæf og það er ekki að koma inn neinn tjöld eða þú veist neitt til uppbyggingar og svo er náttúrulega að hafa verið núna undanfarandi daga gífurlega rigningar og rok og hérna þannig að það er bara allt á floti og ég er að fá skilaboð frá fólki að bara börnin og sofi með blautteppi í kuldanum. Það er vetur á Gaza og hann er sannlega frekar kaldur. Já, ég meina ég hef ekki komið til Palestínu en ég hef verið í Írak og ég hef komið til Líbanon að vetri til og ég meina í Írak að vetri þá er bara mjög kalt. Ég man eftir þegar ég var þar, ég var bara mjög oft mjög kalt. En þar voru við samt í húsum en þú veist, þar var bara ekki, já, maður þurfti að vera bara inni alltaf mjög vel klæddur og í mörgum lögum og þannig að ég bara, það er bara hryllingur til þess að hugsa að fólk sé þarna í möguleikum tjöldum í kulda og blautt og með börn og já. Þannig að neyðin er, já, mjög mikil. Já, ég held hún hafa ekki minnkað. Og hefur ekki minnkað einmitt.
Og það eru svona einmitt þær fréttir sem að, maður les daglega að hjálpar starfsfólk með vistir og annað, þær komast ekkert þarna að. Og það ennþá, sprengjum rignir svona yfir og þetta er hryllilegt ástand. Ég fekk bara síðast í gær skilaboð frá einu sem var bara núna heyri bara sprengjum henni í kring, sko. Og og það eru margir núna að einmitt að senda skilaboð, biðja ég þarf að kaupa bara nýtt tjald eða eitthvað vasshelt segl eða eitthvað yfir þetta tjald sem ég er með núna, þú veist, þannig að neyðin er mikil, já. En og eins og kannski áhorfendur gera sér grein fyrir, þá getur hvert og eitt okkar gert eitthvað og látið gott að sér leiða, saman svona hverjir aðstæður þeirra eru, hvort það sé mjög unga krakka eða annars slíkt, það bara maður finnur sér leið. Já, algjörlega. Þú ert mjög gott, þú ert svona sönnun það og þið. Já, algjörlega. Ég er bara sammála því og líka náttúrulega það sem ég hef líka alltaf verið að hugsa gegnum þetta, hvernig get ég líka aðstofa aðra við að leggja sitt af mörkum, þú veist, af því að ég er alltaf það geta allir gert eitthvað og ég er einhvern veginn búin að vera agitera fyrir því, þú veist, að einhvern veginn þó maður get ekki mikið, að maður get eitthvað lagt af mörkum og mér finnst þetta bara svona dálítið, er líka bara eitthvað fallegt og skemmtilegt, þú veist, að jólin er að koma og ég þarf ekki að gefa alleguna eða einhvern veginn bara, ég get tekið þátt á þennan litla hátt og ég er búin að fá til mín konur og vinkonur mínar sem eru bara, takk fyrir þetta, þannig að fann ég bara, hér get ég lagt eitthvað af mörkum. Með því að bæði með því að gefa kjól og líka og með því að kaupa sér jólakjól. Hver vill ekki hjálpa litlu barni sem vantar teppi eða skjóli yfir höfuðið. Og við erum að fá alls konar gúrm inn af kjólum, bæði nýjum og notaðum. Það er líka verslanir og íslenskir hönnuðir er að gefa okkur nýja ónotaða kjóla. Einmitt, ég hitti einnum síðustu helgi sem tilkynnti mér það einmitt að hann ætlaði að styðja vel við verkefnið og hann sagði mitt líka þetta, það ætlaði fleiri, þannig að þetta virðist alltaf bara að vera algjört success. Ég vona það. Já, en fólk þarf bara að kaupa kjóluna. Já, það er kaupa kjól. Og hvar getur það svona nálgast ykkur eða upplýsingar ykkur? Sko, það er bara, hvað heitir á íslensku, event á viðburður á Facebook sem heitir Jólakjólar fyrir Gaza og það er bara, þetta er verkefni, þannig að þessi event er fram að áramótum. Við ætlum að vera með áramótaþema milli jól og nýjárs, þá var það paljettur og glimmer. Opnið ekki bara búð? Þurfum að gera það. Þannig að það er bara, held ég, að fólk leitar eftir jólakjólar, heitir ekki Jólakjólar fyrir Gaza, þá ætti að finna einhver upplýsingar það. Og svo má bara, ég er bara að svara skilabóðum líka og einmitt, eða hendar ekki fólki að skila kjólum niður í niður í Stefánsbúð og þá erum við að reyna að finna út af því líka að fólk geti bara droppa til okkar eða til einhver samstarfsfólk. Eða hinga bara á samstöðunum, ég skal bara lofa því hér með fyrir mig, bara skilja kjóla hér á skrifborðinu mínu frammi og ég skal koma á réttan stað. Og svo það náttúrulega verslunarhöllin að þar erum við að selja, það eru básar í miðri búðinni, sérstaklega merktir jólakjólar fyrir Gaza. Það er ekki, af því að þeir eru að gefa okkur bása, þannig að þetta er ekki svona þessi hefðbundnu númer sem eru í búðinni, heldur bara í miðri búðinni nákvæmlega eru svona þvert á hina básana. Það sem að Kattholt var eins og Já, nákvæmlega, já. Og ég fer ekki oft í verslun. Nei, ekki heldur. Og þar eru básarnir okkar og við fyllum á reglulega. Ég er að fara með áfinningu núna á eftir og setja inn, svo ætlum ég að setja inn líka á Facebook kjólana sem er að koma inn og svona, þannig að fólk getur líka farið og skoða hvað er í boði. Og verslunarhöllin er líka með vefverslun. Þannig að þetta er ekki bundið við það að fólk þurfa að fara og vera hér í Reykjavík. Það er líka hægt að versla sér út á landi, bara í vefverslun verslanahallarinn. Frábært og fá sent. Og þar heitir þetta Bás B og C. Ef þú leitar eftir kjóll í vefversluninni og þá sérðu kjólana sem eru á básum B og C. Það er hægt að versla bara á netinu, annarkvort að sækja búðina eða svo það líka að senda með dropp.
Vá, frábært. Guðmundur, þakka kærlega fyrir að koma hérna og greina okkur frá þessu verkefni og ég segi bara gangi ykkur sem allra best og við sjáumst örugglega nokkrum sinnum fyrir jól. Ég kem og kíki við. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Þá höldum við áfram umfjöllunum, jólabækur, bækur sem eru að koma út núna fyrir jólin. Ég held á einni sem að ég er svolítið spenntur fyrir, vegna þess að ég er blaðamaður. Hún heitir Spegill þjóðar og er 50 ára fréttamyndasaga Gunnars Vaff Andréssonar og Sigmundur Ernir Rúnarsson skráir sögurnar á bak við allar þessar myndir. Og ferill Gunnars er náttúrulega mjög áhugaverður og hann er einn áhrifamesti frétta ljósmyndari okkar. Ferill hans spannar hálfa öld og margt greypt í þjóðarsálina eins og segir hér á bakinu. En sem sagt, góðir gestir komnir hér til að spjalla þessa bók. Gunnar Vaff Andrésson, vertu velkominn. Takk fyrir kæra. Og Sigmundur Rúnar, við þurfum ekki kynna þín eitt frekar. Þú ert niður á þingi á milli þess sem að þú ert hér, gefur þér örskot stund til að ræða þessa bók, en til hamingju með þetta verk. Takk hérlega. Drengi mínir. Takk fyrir bjóða okkur. Já, bara mjög gaman að fá ykkur. Manst þú, Gunnar, þína fyrstu ljósmynd sem birtist í blaði? Já, reyndar. Það var 1966 í júní, en ég byrjaði á tímanum í myndamótagerð 1966 í mars. Og þar var sem sagt ljósmyndadeildin líka á sama plani og þar voru ljósmyndararnir og mér þótti þetta skemmtilegi kallar og drjúgur og flottir og fór að herma eftir þeim og byrjaði á því að fá með ljósmyndavél og fór að taka myndir og búa til og bjóða Jóni Helgasyni ritstjóra Sunnudagsblaðs Tímas myndirna til birtingar og hann notaði þessa fyrstu mynd mína á forsíðu Sunnudagsblaðsins sem var tjald í Borgarfirði í Rjóðri, stemning og þar var teningunum kastað. Hvernig myndavél keyptirðu þér? Það var rússnesk glæka sem ég keypti í Bjalli sinni en ég átti hana stutt. Já, magnað. Og hvar varstu helst að vinna öll þessi ár? Já, ég var á tímanum í 13 ár. Fórst á Vísi 78 og svo var ég með í samraunanum, Dagblaðinu og Vísi og úr var DFF. Og þar var ég þangað til að það snýr upp tánum og þá náði ég landi á Fréttablaðinu og var þar til 2018. Já, þannig að þetta eru meira sér rúm 50 ár. Já, þetta er rúm 50 ár. 1966 til 2018. Já. Það er þín saga. Já. Og það hefur ansi margt breyst. Vissulega. Já, við ætlum að fara í það á eftir, allar þessar breytingar sem hafa orðið á umhverfi ljósmyndara og blaðamennskunar. Já. En Sigmundur, hvenær bar ykkar fundum saman? Ég kem suður ljósarður nýstúdentinn sumari 1981 og ég bara er svo harð ákveðin að vera blaðamaður að ég labba síðumólan frá byrjun. Ferinn á Þjóðviljan, fæ ekki vinnu þar. Svo er það Dagblaðið, Jónas Kristjánsson síðar mér mikill vinnu minn og mentor, hvaðst ekki hafa pláss fyrir mig og þá voru góður á dýr vegna þess að það var eiginlega álíka stutt á tíman hinum með göttuna og Vísi sem ég fannst nú full til borgaralegt blað fyrir mig, rótæklingin að norðan. Varstu rótæklingur? Já, algjör. Þú varst náttúrulega ungskáld líka. Já, ungskáld líka og ég ákvaði að halda mig yfir röðina og fer inn á Vísi og hitti þar Ástu vinkonu okkar Gunna sem var í móttökunni og hún vísaði mér upp á kontor til LSB Skram. Og þegar hann kemst að því að ég þegar búin að gefa út mína fyrstu ljóðabók, þá ræður mig á staðnum og ég fer inn í bás til mannar sem heita Óskar Magnússon, Árni Sigfússon og Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson og blárra gat það nú ekki verið og hef störf og svo sem sagt og þar kynnist ég náttúrulega Gunna
og við höfum verið mikli mátorvinir allar götur frá því og við fundum okkur bara svo aftur saman þegar ég var fréttaritstjóri Fréttablaðsins á upphafsárum þess og svo náttúrulega þegar ég var 2004 og svo náttúrulega eftir ég var líka ritstjóri Fréttablaðsins 2022-2023. Þannig að við höfum alltaf þekkst og spilað saman fótbolta og golf og verið miklir vinir. Eru þið enn að spila fótbolta? Já, er það ekki stór hættur fyrir menn og Gunni er búin að leggja skóna á hilluna. En þú hættir á toppnum. Já. Og þannig að þetta er langur tími og svo þegar ég sá að Gunnar vinur minn var að setjast í Helgan Stein eftir glæsilegan feril, mjög áhrifaríkan fréttarósnýra feril, þá kviknaði þessi hugmynd í kolli mínum. Ég svo sem alltaf að gefa út bækur, en þetta var bókahugmynd sem fór ekki úr kvirli mínum. Vegna þess að ég hefði heyrt svo margar sögur að bakvið þessar margar frægustu myndir Gunna og mér langar bara væri saga sem væri óskráð. Já. Og sagan á bakvið myndirnar er oft svo skemmtileg, hún bætir svo miklu við myndina þó að myndin sé prýðisgóð og segir mikla sögu, þá er eftir sagan á bakvið hverja mynd alveg ótrúlega kostuleg. Já, það er oft eitthvað spennandi. Og þær eru þetta komnar fastar á blað og ég get nefnt sem dæmi eina ljósmynd sem verður til í samvinnu okkar Gunna, þá er ég ritstjóri DFF 2001, 2003, 2004 áður en ég varð fréttaritstjóri Fréttablaðsins og þá er mál Árna Jónsson í hámæli og hann sem sagt neyðist til að segja af sér þingmennsku og við erum búin að skúpa þessu máli, öllu þessu máli, ekki síst Reynir Traustason, okkar blaðamaður og ritstjórnin á DFF sem er búin að leiða fréttaflutninga á þessu máli og afhjúpa þessar misfarir í formennsku Árna Jónsson í endurbyggingu Þjóðleikhússins sem menn þekkja kannski en okkur finnst hins vegar að við verðum að fá einhverja ljósmynd af Árna það sem hann iðrast og ég hringi Árna út í Eyjar og spyr hvort hann sé til í að sitja fyrir á mynd þar sem hann sjá eftir því sem hann gerði. Hann verði sjálfs sín vegna og frængarsins og allra annara að birtast á svona mynd. Og hann er ekki alveg til í það en hvers vil ég hugsa málið og lætur svo slagstanda eftir smá jaml og föður og Gunni flýgur út í Eyjar og Árni vill fara með hann niður í Klauf við á milli Heimeyjar og Stórhöfða þar sem er hans uppáhaldsstaður tyllir sér þar á stein Gunni smellir af og til verður fréttaljósmynd ársins og svona eru sögurnar og þetta er samvinna milli okkar og þessi mynd náttúrulega segir eiginlega, hún botnar söguna ef svo má segja, þetta er ekki sammála því Gunni? Já, ég hitti Árna Jónsson í heitum potti í Kópavogi nokkru eftir að þetta gerðist og við tókum upp hjal saman og skemmtum okkur í pottinum og þá segir Árni að Matti, honum líka þessi mynd sem þú tókst. Já, takk. Já, hann telur þetta að vera verðlaunamynd. Já, og það gekk eftir. Það gekk eftir. Sko, það er líka gaman að heyra þig ræða þetta sem ég, af því að sko myndatextar eru eitt knappasta form blaðamennskunar og þar má ekki vera eitt auka atkvæði. Allt svona mjög spísað og tálkað. Og mest lesna efni í dagblaðana jafnan fyrir og síðar. Þannig að maður sér að það hlýtur að vera fengur einmitt í því að heyra af því hvernig sumar myndirnar urðu til því ekki er textinn að upplýsa það sem liggur undir þig myndatexta en sko ég fæ svona déjà vu eða þú veist svona nostalgíukast ég fer aftur í tíman þegar í flettinni og ég tek eftir því að þær eru allar svarthvítar hvers vegna er það? Það var bara stefna að hafa svona heildarsvip á bókinni og hafa hana svartkvíta því að svartkvíti hlutin er nú dálítið stór sko. Það er ekki fyrir 2000 eða réttum kringum 2000 sem liturum fyrir að verða svo mjög algengur. Og hvað breytist hjá þér? Tókst ekki upp stafræna tækni? Jú, það var 2002 sem ég tók
þannig vel í lúkur. Já. Það var eins og að byrja í nýri vinnu. Var það? Já. Því að filman svona ekki meðfærileg og svona erfið svolítið. Já. Mikið snudd í kringum þá vinn alla. Einmitt. En þarna settist maður bara fram á sal með hinu fólkinu og vann sína vinnu í tölvu. Það náttúrulega fólk sem að hlusta á okkur núna eða horfa, ungt fólk. Farðu aðeins yfir prósessin þegar þú varst með að framkalla í myrkrakompunni. Já, ég að hugsa þetta, það var, maður lendi kannski í því á síðdegisblaði komandi til vinnu klukkan 8 á morgni og hafðum 2 tíma til þess að klára blaðið og þá var sagt við mann, Gunnar, það vantar forsíðu, það vantar baksíðu og vantar blaðsíðu 2. Já. Og hvað gera bændur? Og þá hljóp maður út í veður og þá var það oft gripið að veðráttan var kannski eitthvað sem var myndræn. Já, eða bara börn á leið í skóla sem má ekki mynda í dag. Það má ekki mynda þau í dag. Og svona þurfti maður oft að taka honum stóra sínum á stuttum tíma og svo þurfti maður að fara inn á ritstjórn, framkalla filmuna, þurrkana og setja hann í stækkar og búa til myndir úr þessum filmum og maður vissi ekki alveg hvernig myndin hefði tekist fyrir maður sá filmuna. Þannig að þetta voru svona oft miklir vafar sem maður lék í kringum manni í þessu. Rosaleg pressa, þessi morgunpressa. Já. En einhvern veginn, ég man aldrei eftir því að sitja tómhentur frammi fyrir fréttastjóra sem ég á ekki neitt. Nei, ég alltaf... Þú var svo duglegur að búa til. Ég gerði það líka, já. Og þeir virtu það alveg á DFF. Ég mátti eiginlega búa til. Ég bara gerði. Ég hlustaði á fréttir, ég talaði við menn. Ég talaði ekki við menn, ég yfirheyrði menn. Ég var alltaf með hugan við það að finna myndefni. Og þetta, ég tók þessa kvöð alveg inn á mig að verða að skaffa og gera sem ég hugsaði þér af því við höfum báðið verið fréttastjórar hvað mikil auðlegð í svona starfsmanni sem að alltaf að fyrra bragði í öllu og þetta minnir okkur á að Gunnar lifandi sönnum þess að forvitni einn af lykil þáttum blaðamennsku forvitni fólk og fjernað og umhverfið allt og betra að þykja vænt samfélagið og að kunna á fólk og ég tek bara eitt dæmi þarna fræg mynd, fréttaljósmynd af Steingrími Hermannsyni vin okkar á Hækjunum mæta í stjórnarráði og munið hvað ár það var? Já, þetta í kringum 80 það ekki? Nei, það gæti verið 80, 85, 90 Já, þetta svona 87 kannski Já Nefnum hvað Gunni ábúin að frétta því að hann hefði verið að láta laga á sér fætuna var í gifsi hringir í Arnarnesið Edda konans verður fyrir svörum og Gunni spyr Pétur Steingrímur ekkert á leiði til vinnu? Jú, hann nýfarinn þá brennir Gunni niður í bæ og það betra hann botni í sofuna. Já, það var hann fór í aðgerð Ökla, gömul íþróttameisl og ég taldi það geta verið mynd þar sem forsætisráðherra er bara heima við kemst ekki til vinnu vegna aðgerðarinnar Þetta kemur í síman og segir hann Denni, hann var að fara í vinnuna ég held að hann væri rúmlíkjandi nei og hvernig fer hann í vinnu? Já, Guðmundur sótt hann og hann á Hækjum og ég sá nú bara þá mótífi Steingrímur Hermannsson á Hækjum og fór niður stjórnarráð alveg í grænum hvelli og stökk inn í hús og kannaði hvort hann væri kominn, hann var ekki kominn þannig ég beið fyrir utan Náður að sitja fyrir honum? Já, satt fyrir honum og hann, svo sé ég bílinn koma og hann fer upp fyrir húsið og þess að auðvelda Steingrími gönguna að húsinu Svo þegar hann kemur fyrir hotni og sér mig við tröppunar, þá hefur hann aðra Hækjuna á loft og sér anskotin, þú þarna. Og svo gengur hann inn stéttina svona þegjandi og það ég býð á þetta og sá í hendi mér á þessum að taka tröppunar þarna. Og náði þessari mynd og Steingrímur verið svona fúll á svipinn í þessu baksísínu en þegar hann lendir á stéttinni og þá horfir hann til mín og brosir og segir, var þetta ekki flott?
Það er svo fyndið sko þegar ég segi þetta að myndin rennur upp fyrir mér ljóslifandi en hún hefur sannlega verið endurbyrst reglulega. Þetta er fræg mynd. Þetta er svo frægan mynd. Þetta var stór þrítálkur á forsíðu daginn eftir. En svo líka sko það er þetta mynd sko frá 1981 eða þar bil þegar Gunnar Thoroddsen og Vala kona hans eru á landsfundi Sjálfstæðisflokksins. Ein frægasta pólitíska mynd sem tekin hefur verið á Íslandi. Eiginlega allir ljósmyndar eru fram í smók á meðan að Geir Hallgrímsson klárar ræði sína. Svo stendur allur þingsalur upp fyrir Geir í lok ræðu hans nema þau tvö, Gunnar Thoroddsen og Vala Thoroddsen sitja sem fastast og Gunnar akkurat að rétta staðnum. Eini ljósmyndara sem er á staðnum, hinn er allir fram í smók. Hinn er allir að reykja sígarettur. Og Styrmir Gunnarsson baði með þessa ljósmynd. Já, það var nú, sko, það þurfti nú ekki að vera neitt mjög skarpur til þess að átta sig á því að hvað það eina sem Gunnar Thoroddsen gerði í lokræðu Geirs Hallgrímssonar, vitandi það að þingheimur hyllir alltaf sinn formann eftir ræðu, að það var mynd, sko. Og þessi mynd, hún náttúrulega passaði mjög við andan sem þarna var, því að ræða Geirs, hún gekk út á það að skamma Gunnar Thoroddsen, sem var þá forsætisráðherra, og Gunnar gerði það sem var langflottast fyrir myndina, hann satt. Og reyndar var kona Pálma, Jónssonar, hún satt nú líka, sko. En svo er ég ég býð þessara stundar. Hinir ljósmyndararnir, þeir voru bara fram í andir að býða þessar ræðu líki og þar með lauk fundunum í rauninni, sko, voru jafnvel farnir. En ég hékk þarna út í horni og beið Gunnar svo sem vissi af mér. En þegar ég er að ganga út úr Háskólabíó, þá mæti ég Birni Jóhannssoni, fréttastjóra á Morgunblaðinu, og þá segir hann svona, hvernig anskotanum datt þér í huga að vera þarna? Býtu, var það ekki augljóst að vera? Maður átti ekki að vera þarna? Átti ekki að vera þarna? Jú, en hvar eru mínir menn? Og þetta kvöld, þá hringir Styrmir á mig og segir, Gunnar, þú verður að hjálpa okkur mynd. Þessi slugsar okkar, þeir sá ekki til þess að mynda þennan atburð. Og ég sagði nú bara strax, nei, við erum vísismenn og við erum síðdegisblaðamenn og síðdegisblað og við getum ekki látið skúpið okkar fara. Nei, ég veit ekki. Og þá sagði, nei, heyrðu, láttu mig hafa bara mynd af þingheimi, sko, standa upp og klappa formanni Lofi Lóa, þá getum við hjálpa mér það. Og ég sendi honum mjög ljóta mynd og ég skammaði ekki alltaf fyrir það að hafa það þannig, sko. Því að hún fór nú samt á baksviði Morgunblaðsins, sko. En hugsið ykkur einmitt, sko, mikilvæg þess að vera með nef, þekkja fólkið með nafni, vita hvað sögu það gegnir og allt það. Þetta er ekkit algengt kannski í síðustu tíð, held ég. Nei, og mér finnst líka, sko, svo fallegt að sjá í þessari bók, sko, þetta samband ljósmyndarans og ljósmyndaefnana. Og enn eitt frægasta dæmið af þeim samskiptum er náttúrulega þegar að Vigdís Finnbogadóttir 1980 er í sínum forsetaslag sem hún hefur betur í gegn 3 karlmönnum, er að hitta vinkonu sinni í Ólafsvík og Gunni bíður og að því hann er búin að sjá, sko, á gangstéttinni fyrir framan húsið að það er, sko, búið að krota París í gangstéttina sem einhverjir krakkar hafa gert. Og Gunni náttúrulega sér fyrir sér að þarna muni verða ljósmyndaefni. Páll Magnússon, vinur okkar, er þá blaðamaður og nennir ekki að bíða eftir, svo er alltaf að bíða Gunnar að koma, bara förum við að gera eitthvað annað. En Gunni beið, vissi að Vigdís var að koma út og þegar hún kemur loksins út, þá spyr hann að sjálfsögðu Vigdís, kanntu ekki ennþá að hoppa í París? Ég er nú hræddur það, Gunni minn, og hoppar, og þetta er einn frægast, ef ekki frægasta myndin af Vigdís Finnbogadóttir af, sko, úr kosningabartunni og allar götur síðan hefur við hangið upp á vegg hjá konum og kollum sem svona einn frægasta ljósmyndin sem tekin hefur verið af Vigdís Finnbogadóttir. Bara því að hann beið. Þessi mynd er, sko, hún er mest selda myndin í ljósmyndasafni Reykjavíkur. Er það? Já, og mönnum finnst þetta bara, þetta er náttúrulega mjög falleg kona og kraftmikil kona og svona mikil fyrirmynd og flott. Og Parísartengingin náttúrulega mjög Náðirðu henni fullkomnu birtu og öllu? Já, þetta voru 2 skot sem ég náði, sko, hún bara hoppaði og svo var það bara farið. En hún hefur sagt við mig einhvern tíðan að Gunnar, veistu það að þessi mynd er myndin með stóru enni og það þótti mér nú dálítið gott kompliment. En var það þér meira virði á ferlinum að ná fréttinni heldur en, sko, fullkominni tæknilegri hlið?
Ég var aldrei voðalega mikil tæknikall, sko. Ég var alltaf að reyna að segja sögu með myndavélina og mér fannst það vera mest verðt að ná tengingu og taldi að myndin ætti að vera jafn mikilvæg og textin í frásögn. Áherslu á inntak en ekki form. Eða inntak umfram form. En svo annað, Björn, sem sko þessi bók vitnisburður hún vitnisburður blómaskeið íslenskrar blaðamennsku. Hún vitnisburður þá tíð sem blessunlega við þrír höfum allir lifað. Þegar að dagblöð og fréttastofur eru svo sterkar í fréttaflutningi sínum. Margar ritstjórnir og sumpartólíkar. Einmitt, sumpartólíkar sem er gott atriði. En sko Gunni fékk hugmynd, það er alltaf kremjast í hafís á Raufarhöfn. Já, farðu. Og það er farið út allt land. Þú ert varla búin að fá hugmyndina, þá ert bara farin. Stokkið að stað. Einu sinni frétti ég Gunni af týndum þýskum ferðamannahópi bara upp í Krepputungum við Kverkfjöll. Það var bara flogið á Egilsstaði, keyrt alla leið, náð mynd af þessum týnda hópi sem vissi ekki að hann mætti drekka íslenskt vatn og allt eftir þessu, það var bara farið. Það kveikti nú okkur sko, kveikti í að það fréttist að þessi hópur breskur væri búin að rangla örafi landsins vasslaus og það bara spurði hvað býttu, svo hittum þetta fólk og það fór að segja okkur frá því að það væri hvergi vatn og við bara bentum á polla eða ár, það var allt rekkandi og það var bara hiss á því. Og svo náttúrulega annað, sko, við reyndum að hafa þessa bók mjög fjölbreytta. Þarna er sko dýralíf og náttúra, hamfarir, pólitík, mannlíf og svo náttúrulega bara þessi breytingar á samfélaginu. Ég meina, ein fyrsta myndin í bókinni er bara frá því að hádagurinn var haldinn 1968 og breytt var úr vinstriumferð yfir í hægriumferð og Gunni á þar eina frægustu myndina af þeim atburði. Þannig að þetta er gríðarlega mikla breytingar á samfélaginu sem við sjáum eftir því sem flettum bókinni nær endanum og á þessum 50 árum hefur gríðarlega mikið breyst í öllu tilliti, ekki bara í pólitík og mannlífi, heldur líka bara í svona holdningunni á þjóðinni. Þetta var náttúrulega sko 1968 óðbóðslega karllægt samfélag. Við sjáum það bara í byrjun. Svo koma konurnar til sögu, hver af fætur annari og það blir snýst nánast við á 50 árum. En svo er annað sem Gunnar er hugleiki mjög sko þegar uppi staði. Hann lifir á þessum 50 árum í sínu starfi frá því að vera í mjög opnu færi við sín viðfangsefni, mega fara hvert sem hann langaði til að taka myndir til þess tíma að allt var orðið bannað. Rættu það aðeins við mig? Já, það er nú til þess nærtækast að nefna Alþingi Íslendinga. Þar var nú átti hver fjölmiðill á Íslandi sinn fulltrúa. Þingmenn voru svona Facebook þess tíma og átti í góðu samskipti við blaðamann og uppfræddan stöðu samfélagsins sem þeir voru sko fulltrúar fyrir og við vorum þarna gengum nokkuð frjálst þinghúsið. Við vissum náttúrulega við áttum ekki fara inn í þingsalinn en all hliðarherbyggi voru opin okkur og gangarnir voru opnir og það voru oft svona minni blaðamannafundir bara í stiganum þarna í þinginu. Yfir í það að það sem nú er komið náttúrulega, þá fara menn í gegnum vopnaleið til þess að komast þarna inn og það er mjög takmarkað og það breyttist nú eiginlega bara tók miklum breyting þegar Friðrik Ólafsson var skrifstofustjóri þarna. Þá hann ávítar mig fyrir það að vera að mynda þingmenn niður í sal af svölunum að ég sé að hnýsast einkahagi þeirra á borðum og mynda það og svona verður svona einhver titringur í húsinu sko og svo jókst þetta bara alltaf stigast í og við sjáum eiginlega enga þingmyndir í dag sem voru hérna í gamla dag. Og svo náttúrulega sko embættismannakerfi farið að banna ljósmyndurum greiða leið að atburðum eftir því sem árin líða og þetta versnar til mikilla muna eftir að ný öld kemur til sögunar og þetta er svona kaflaskilin eru kannski miðjan 10. áratug síðustu aldar þegar að sýslumaðurinn fyrir vestan
bannar fjölmiðlum aðgang að hinu hörmulega snjóflóðasvæði í Súðavík og það svona upphafið kannski af því að sko aðgangur fjölmiðlamanna sem vitaskuld eru ákveðin framlenging af fólkinu í landinu eru að skrá samtímasögunni jafnóðum á hann gerist fá ekki lengur færi á að vera í námunda við þessa atburði sem að gerast. Já, og það bara risastór myndra en eyða í þessum atburði. Svo var það, sko, kom það á daginn að þegar farið var að endurskrifa söguna eða gefa þetta út á bókum og svona, þá vantaði allar myndir meira og minna. En sko, talandi þetta og lokuð svæði á náttúruhamfarasvæðum að þegar Vestmannaeyjagosi var að þá var það skilist að við færum niður í almannavarnir og fengjum okkur gasgrímu og erum með hjálm og ég fór inn í almannavarnir og fekk gasgrímu og svo fór ég til slökkviliðsins í Reykjavík til þess að fá lánaðan hjálm því þá var þetta nú ekki svona söluvara í verslunum eins og í dag og þá var ég bara gjaldgengur og svo þetta bara að passa sjálf að þig og gastfæru og bera ábyrgð aðrir já. Sko blaðamennskan hefur eiginlega tapað í þessum átökum sem voru oft á milli okkar, blaðamanna og ljósmyndara við einhvers konar yfirvald, við einhverja öryggisverði sem að vildu halda okkur frá. Mín reynsla svo að maður komst yfirleitt í gegn, stundum með lempni, stundum tók það svolítinn tíma, en maður komst í gegn og maður bara horfði í augun á þessu fólki og maður segi, nei sko, ég vinn við að taka ákvarðanir það hvað væri siðferðislega rétt að birta og svo framvegis. Þú verður bara að treysta mér. Og mér fannst við vinna þennan slag framan af, en ég held við séum bara að tapa honum á öllum vígstöðum. Þessi átök eru bara, þau fjallu einhvern veginn, hvað maður að segja, skammsýninnar megin vegna þess að þótt maður skilji mikilvægi þess að þú sést að vernda ákveðna stundarhagsmuni, þá blaðamennska, hún fjallar ekki bara stundarhagsmuni, hún bara þjóðfélagslegt verkefni í samfellu tímans. Og við erum svolítið að tapa þessu gamla svona vinalega samfélagi sem var til staðar á síðustu öld þegar ég að byrja í blaðamennsku og ég nefni stundum sem dæmi það kannski í kringu 1985, 6, 7 kannski hefur þetta verið 1987 sem vinur minn úr blaðamannaskólanum í Noregi, Oslo kemur ykkur til lands og að fjalla íslenskt efnahagslíf vegna þess að Ísland var að fara á hausinn á þeim tíma, þetta örfáum árum fyrir þjóðarsáttina og Steingrímur Hermannsson forsætisráðherra og ég lóðsa mannin allt kerfið og fer á milli viðmælanda og svo kemur daginn að einn viðmælandinn forfallast og það myndast tími hjá okkur sem við höfum ekkert með að gera og við erum staddinir í miðbæ og ég segi við vinn minn, herru, ég skal bara athuga hvort að Steingrímur Hermannsson getur ekki hitt okkur núna. Fer í tíkallasíman í Lækjargötu, hringi í stjórnarráðið og hann liggur að Steingrímur svari sjálfur og það athugað, jú, kom ég bara núna. Við löpum upp stjórnarráðströppunar, það tekur Steingrímur mót okkur og sitjum við okkur dágóða stund og norski blaðamaður tekur viðtal við hann og svo spyr hann mig hann var svo hrifinn af Sigmundi Afa sem var diggur kjósanda hans í Standasýslu, sitt aðeins eftir ég er að heyra sögur nógu tími til þessi tími er svolítið farin, nú pantar maður viðtal með ströngum og löngum fyrirvara og fær viðtalið hugsanlega eða hugsanlega ekki. Og það þarf að vera stutt. Þannig að maður náði skotti á þessum vinalega tíma þegar að og Gunni þekkir náttúrulega ennþá betur en við yngri mennirnir að sko samgangur milli ljósmyndaefnis og ljósmyndarans var ótrúlega mikill. Já. En hvernig líst þér á þetta, Gunni? Sko, við erum komin á þann stað að það bara fólk sem segir blaðamennum hvað með að gera. Það á við ljósmyndara eins og blaðamenn, bara mikið til. Það alltaf að koma fyrir að við missum að mikilvægum upplýsingum og við fáum þær allt og seint. Ég vil meina að þetta hörmulega leikskólamál, barnaníðið, að við erum öll svo hissa á því núna, hvað þetta ógeðslegt, hvað þetta var alvarlegt og hver saga þess Ef við förum 15-20 ára aftur í tíman þá hefðum við fengið að vita miklu fyrr upplýsingar í því máli.
en við erum öll einhvern veginn dottin inn í sko, maður getur kallað þetta bómullarvæðingu, það til þess að vernda hagsmuni einhvers eins, en bitnar kannski á almannahagsmunum. Sko, lögreglufréttir dagsins í dag eru eins knappar eins og hægt og lögreglan segir ekkert. Og þetta barst í tal þegar hinn heimsekti fréttamaður Jón Björgvinsson kom einu svona heim og við vísismenn komum saman gjarnan þegar hann kemur og höldum okkur svona gleðistund og þá fór hann að spekla í þessu hvernig á þessu stæði að fréttir á Íslandi væri svona djöfulda knappar og engar fréttir í rauninni og ég fór að segja þetta að það væri eitthvað svona og þá sagði Jón Björgvinsson ef lögreglan svarar blaðamanni svona þá fer blaðamaðurinn í málið bara sjálfur og sækir sér þessar upplýsingar en það bara ekki taktur sem blaðamenn hafa tilengað sér í dag en við gerðum þetta í gamla dag, við sóttum okkur fréttir og til þess talandi slysavettvanginn þú sérð enga slysavettvang lengur hvorki myndum og valla í texta bara því allt er lokað myndskreiting með slysafréttum í dag eru bláblikkandi ljós á lögreglubíl alveg ótengt máli ólíkt því sem áður var sko þegar flugslys urðu illu helli víðum land og Gunnar fekk far með sko flugmálastjórnar til að komast að slystað ég fekk einu sinni far með sjúkraflugi frá Akureyri til Eskifjarðar ég man ekki hvort við vorum að unna saman og maður var mann var bara treyst fyrir og allir bóðinur var búin til þess að hjálpa menn og greiða för það var Pétur Einarsson flugmálastjóri og hann sagði bara svona við Gunna þið fáið að fara á sjálfsögðu með okkur við ætlum ekki að fara að tína ykkur líka og bara þið trufli ekki vettvang sko þetta var, það bara var engin eftirmála þessu. Nei, en þetta hangi líka saman við, hvað maður segja, resursa eða fjármál fjölmiðlana. Á þessum tíma þá eittu við peningi í einmitt bara flugvél og þessi mátti taka leigubíl og keyra þangað og ég svona lifði, ég held að það hafi kannski verið síðustu sko bara skrefin í þessu þegar einmitt ég var undir þinni ritstjórn og fréttablaðinu lokin, ég gat farið til að landamærum Úkraínu og Póllands rétt eftir að Rússar réðust inn í Úkraínu það þótti sjálfsagt og þetta kostaði helling ég gat farið í ferð inn á Öræfi út af einhverju virkjunarhugmynd og þegar voðalegt mannslát var á Blönduósi þá sendum við fólkum niður á nótt og allt það en ég held að þetta sé bara að einhverju leiti þetta efnahagslegt er það ekki? Fjölmiðlar eru orðnir veikar í svo mörgu tilliti á síðustu tímum að þeir hafa jafnvel ekki lengur efni á að afla frétta það þarf eiginlega að afhenda þeim fréttina og það að taka viðtöl, við erum voða mikið bara að láta okkur duga það sem að lögreglan segir að fyrra bara eða einhver status sem einhver þingmaður eða viðskiptakall segir og við bara blaðamaðurinn vinnur bara við að copy-paste einhver texta þetta náttúrulega gengur ekki sko ef við erum svona grumpy old men og pínur svarsinni svo hefur náttúrulega margt er vel gert einhver leiti hefur sko þessi nýja tækni þar sem allir eru með síma og allir eru með myndavél í vasa það hefur einhvern veginn menn treysta kannski á einhverja upplýsingar þannig meira heldur en áður var gert og sko að því að maður er alinn upp af Jónasi Kristjánssoni heitnum einum besta og mesta blaðamanni Íslands sem bjóð til frjálsa fjölmiðlun á Íslandi á sem Sveinar Eyjólfssyni bara bjóð til frjálsa fjölmiðlun sem eru gríðarleg kaflaskil í Íslandssögunni 1975 sama ára og hvernig frídagurinn er haldinn þegar allt er opnast á Íslandi að sko Jónas kallaði alltaf ákveðna tegund blaðamennsku, kranablaðamennsku það sem sko dælan var látin ganga og þetta er því miður orðið svolítið einkenni á fjölmiðlum í dag að Björn Þórðarson segir að skoðanir Sigmundur Ernis séu fráleitar og svo daginn eftir Sigmundur Ernis svara fyrir sig fullum hálsi og segir að Björn hefur rangt fyrir sér þetta er bara einhverja tvær skoðanir þetta er varla frétt Akkurat. Og eiginlega ekki frétt. Nei, og blaðamennskan snýst náttúrulega einhverju leitið á að snúast að greina kjarna frá hismi og reyna að útskýra fyrir áhorfendum og hlustendum og lesendum hvað er að gerast. Þessu hlutverki hefur til dæmis fréttastofa Ríkisútvarpsins brugðist að mínu mati. Það er bara segir hann, segir hún, segir hann, segir hún og engin efnislega afstaða tekin. Þegar það á að vera hlutverk og þessi gömlu hágildi sem okkur var kennt í sko frumbensku blaðamennskunar hvað, hvar, hvenar hvernig og hvers vegna
hvers vegna horfið? Sem eitt af mikilvægast. Sem eitt mikilvægasta háið í þessum 5 háum sem menn eiga að hafa leiðarljósi í fréttamennsku. Til dæmis, hvers vegna gerði Evrópusambandi okkur þennan óleik í gær? Það aðalmálið. Hvers vegna? Ef þú veist það ekki, þá ertu ekki með samhengi fréttana, upplýsingana. Herðu, þetta nú ágætt. En sko, Gunnar, áttu þér einhverja ljósmynd annarkvort í þessari bók eða bara í lífiðinu sem að þér þykir aðeins meira væntum en allar aðrar? Ég hef nú verið spurður að þessu áður en ég nú ekkert svona sko mér finnst þessi ferill hann var afskaplega skemmtilegur og gefandi og bara það sem að gerði á þeim og á þessum tíma sem þetta var að gerast eitt og annað það verður svo stendur svolítið upp og sko að maður dettur inn í eitthvað sem var á lífsleiðinni sko. Mér dettur í að spyrja þér til dæmis út í hérna Gísla á Uppsölum. Já, það var nú merkileg heimsókn. Þannig fórum við saman vestur á firði ég og Þórunn Hafstein sem var þá blaðamaður á Vísi DVF. Þú verður að segja alla þá sögum með Árna Jónsson og svo framvegis. Það svo góðu punktur í þeirri sögu. Býtu þegar sko Gísli segir að það kom nú hérna nýveri blaðamaður á sunnan. Það var skrítinn maður. Það sem ég sko í ein heimsókn til Gísla var hérna mjög eftirminnileg. Það var þannig að Ólafur Hannibalsson sem var nágranni Gísla í Selárdal hann sá Eimur og Kalli og lagði til hans ramashund helviti löng snúra sem fór frá Ólafu inn að íbýlum í Gísla og Gísli var nú glettilega vel að sér kallinn sko. Hann sá í hendi sér að þarna gæti hann búið sér til sko nýmeti með því að kaupa sér frystikistu. Já. Og við komum til hans það sem hann sýndi okkur hann í frystikistuna sína. Stoltur. Já. Og þar hafði hann sko, þar voru svona 10-15 matardiskar og allir með sama sem var þverskorin ísa og 3 kartöflur. Og þannig þetta sauð hann og sett hann í kistuna og svo þegar hann fór til gegningamotni þá sótt hann eitt disk og sett upp á borð hjá sér og það var nýmeti hádegisins hjá honum og ég gat skilið hann rétt þó hann væri nú blæstur á máli að hann þetta mikil til koma þetta nýmeti frekar það trós sem hann hafði étið alla tíð. Þetta finnst mér ótrúlega falleg saga. Já. Hún faðmar þennan liðna anda naumhyggju og sparnaðar og hagkvæmni og eins lítilláta og auðmjúka. Já, þetta var alveg. Það var 3 kartöflur. Kostulega gaman að vera vitni að þessu. Já. Það býr eitthvað af Gísla í okkur öllum, er það ekki? Já. Hann skilur eftir heilmikið. Já, hann skilur mikið eftir. Með þess að einhvers staðar var ég í messu, þá var sungið eftir Gísla. Lítill sálmur. Já, lítill sálmur. Já. Og svona, og bara, hann situr í okkur, Já, hann situr í okkur. Já. Og við þurfum einhver til þess að, sko, einhver núna að fara hringinn í kringum landið eins og þess að Ómar Ragnarsson gerði og við getum kallað á kynlega kvisti, en við getum líka kallað á eitthvað allt annað, sko, leifar að liðnum tíma, eitthvað sem svona, sem að segir okkur hvaðan við komum. Það helst sko Sigur Bogi blaðamaður á Mogganum sem sko heldur upp þessum gamla góða sið að taka hús á mönnum og segja sögur, vegna þess að í grunninn það hlutverk blaðamannsins, Sigga Boga, okkar á fyrir tíð, að segja sögur, að spegla þjóðina. Já, og það hafið þið nú gert í þessari miklu bók og ég óska ykkur kærlega hérna félagar til hamingju með þetta rit. Takk fyrir. Ég hlakka til þess að ekki glugga í hana heldur bara éta í jólafríinu mínu. Ég held að þessi bók sé sko svona konfettkassi á öll sofaborð landsins. Þannig geta menn sko opnað og þá fáið fallega sögu og góða mynd og þá komin umræði kringum stofuborðið og það ekkert blaðsíðutal þarna. Þetta bara svona, það eru ártöl og menn finna eitthvað sem þeir hafa upplifað í bókinni.
Ég eins og svo manískur að mér hættir til að taka bara svona rit og taka það allt í einu og mér sýnist að maður þurfi jólafríð. En það eru þarna með myndum, það eru svona gamasögur og skemmtilegheit eins og lítil saga Birni á Löngumýri sem taldi það alveg sérkennilegt að hann og Stefán Valgeirsson var ekki notaðir meður í nefndastörf á Alþingi og hann sagði þetta í pontu: við sem erum gáfustu menn á íslenska þinginu til samans. Til samans. Það er gott. Gunnar Vaff og Simmi, kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Gangi ykkur vel. Og þættinum þá að ljúka hjá okkur. Ég vil minna ykkur á það að ef þið hafið ekki gerst áskrifendur að samstöðinni, endilega hakið við áskrift á vefslóðun okkar samstöðin.is. Takk fyrir að horfa og hlusta. Við líka þakka öllum viðmælendum og öðrum þeim sem að koma að okkar dagskrá á hverjum degi. Verið sæl. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.